Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV, þar sem bullið flæðir. En hér mættur meistari Guðjón Hreinberg, sem komin langt fram á mér í vinnunni. Ég bara sé í rykið á eftir honum. Velkomin í þáttinn, meistari Guðjón. Takk. Nei, ég í kjölfarinu. Ég búin að vera svo mikið að kranast það, ég verið hálf óvirkur svona. Já, þú ert að sjá fyrir fjölskyldu. Ég bara að halda upp í fánanum, sko. Já, einmitt. Það hefur eitthvað klikkað stofnframlögin frá einhverjum sem átt að halda mér á floti. Já. Þú ert ekki að fá frá réttum aðilum, sko. Nei, ég þarf að selja sálu mína, eða ekki. Já, það er spurning hvort þú getur gert samning. Já. Hvort það sé nokkuð einhlega. Nei, ég nefnilega var að lýsa að ég var að sálinn væri hoax. Já, ég veit. Já, það var bara blekking, sko. Já, það er þess blekking í blekkingu, er það satt eða blekking? Maður er svo samúin blekkingunni, maður veit ekki lengur hvort maður er að blekja sjálfan sig aðra eða hvað maður er, sko. Nei, en þessi blekkingaspuni hjá mér er búin að vera svolítið skemmtilegur að testa hvað ég kemst langt á að kalla hluti hoax, sko. Ja, þetta hefur svolítið áhrif. Ég stóð með að því fyrir nokkrum dögum að ég var að byrja að gera þetta sjálfur. Bara, já, þetta er blekking, já, nei, þetta er blekking. Þetta er eins og kalli bóndadurkur sem fór á Gipsíunum. Hvað er ekki? Austin Gipsy, gömlu. Fór í bæjaferð, sko. Svo var það eitthvað áttaviltur og var að nauðgast upp bankastrætið og kom upp á miðjan Laugaveg, sko. Þá stoppaði löggan hann. Og þá sagði hann, það er alveg ótrúlega hvað maður kemst á þessum gamla Gipsy, sko. Það fara á gangstéttin og þess og krusum allt, sko. Það er alveg ótrúlega hvað maður kemst langt að því að kalla hluti í blekkingu að því. Það er svo rosalega mikið af blekkingum í gangi, sko. Já. Ég held að fólk vil þetta frekar heldur en að vera kallaðir heimskingjar. Það er alveg slegið undir báðum megin í einu hérna, hjá mér. Já, það fer misvel og í fólk, sko. Já, reyndar sé ég nú orð, sko þetta var, maður sá þetta hvergi í fjölmiðlum áður en ég byrjaði með þetta. Núna sér maður þetta víða, menn er að nota orðið heimsku í alls konar samhengi, sko. Já. Þannig að oft sem að hlutir fæðast hér á Frelsi TV og smitast eins og eldur í sinu þjóðfélagið. Ég tek eftir í sumar með sumt að rantinu mínu í sænska. Líða nokkur dagar og ég sé að eitthvað var að gerast erlendis kannski. Þannig að vikunni á undan eða vikunni eftir að ég var að tala um það. Ég er ekki viss að þú áttaði á því hvað er gott efni í vídeónu hjá þér, sko. Nei, ég er ekki að fatta það, sko. Nei. Og síðustu vídeóin, sko, sem ég verið að gera hef ég varla hort á sjálfur, sko. Bara vídeói sem ég postaði í gær, það var á YouTube í marga klukkutíma og ég setti það á Facebook, sko. Já, en þú ert að gera mjög góða hluti, ég er náttúrulega ekki sammála allir sem þú ert að gera, en þú ert á mjög skemmtilegri leið, sko. Þú sést ekki komin upp á fortjaldinu. Ég er náttúrulega á minni siglingu, floating down the river. Já, við erum ekki að leita eftir meðhlæðendum. Nei, það er þreitandi, sko. Ég fikk ábendingu frá einum bandaríkjamanni sem fylgist vel með þessu vídeó mjög ánægður með þau, en hann er ekkert sammála öllum, hann er til þess trúur og aliens, ég gerir það ekki. Já, einmitt. Hann hefur sagt mér frá því að hann hafi séð aliens, sko. Einmitt, sko. Já, einmitt. En það er heil vísindagrein eða svona skemmtiðnaður er þessi dáleiðslu bransi, sko. Já. Ég held að fólk hægt að kynna sér hann aðeins betur, sko. Já. Reyndar er ég ekki sammálaður, þú verður að tala um að chemtrailsin séu hypnonize eða séu dáleiðsla, en ég trúi ennþá að þau séu raunverulega, sko.
Já, ég varst ekki að það sé eitthvað hann uppi, sko. Já. En ég held að við séum ekki að lesa, ég held að við séum að lesa úr því með óskhyggju. Já, það reyndar, ég sé alveg þann spunan, sko, líka að vera að búa til distraction, sko. Já. Ég átta mig alveg á því að chemtrails alveg ljómandi í að búa til distraction. Algjör snilld. En hins vegar eru bara, náttúrulega ég hef séð það sjálfur með eigin augum þegar þeir sitja í gang spreyjarana, sko. Já, ég sé það líka með eins og Hafþór og fleiri sem að fylgjast skatt með þessu. Ég veit alveg að það eitthvað í gangi, sko. Einmitt. Ég bara ekki sammála því að þetta sé málið. Nei. En hvað heldur það sé málið þá? Góð spurning. Ég get eiginlega svarað þessu með því ég lenti í því nýlega. Ég var að keyra bara verslunarerindum og ég var að keyra til göttunni og ég sagði, byrju, hvernig myndi allt líta út ef að öllum blekkingum væri aflétt? Það væri bara að við væri búin að vinna baráttuna. Já. Það væri bara komið, ég segi kannski ekki guðsríkið, en það væri komin þetta innsæðisríka eitthvað sem við vonumst eftir. Og ég sagði, já, ég myndi örugglega expósa það líka. Já, ef að blekkingin blekking, þá erum við í hóttumálum. Því ég áttaði mig á því að ég var kannski ekki alveg tilbúin til þess að guðsríkið kæmi, sko. Don Quixote þarf sínar vindmyllur, sko. Já. Reyndar finn ég að, sko, maður orðin óbúslega þreyttur á svona bulli, sko, fullt af rásum sem ég var að bíða eftir vídeóum frá, sko. Og núna bara, þú veist, come on, mér vantar eitthvað nýtt. Og mér finnst eiginlega við vera svona einu sem að gera eitthvað virkilega nýtt, sko. Við erum það eru fullt af flugum minna, það er að koma haust. Og mér finnst að það sem við höfum verið að gera í raun, já, svona, eiginlega eina áhugaverða sem ég sé á vefnum, sko. Þess að við erum að virkilega taka á hlutum eins og, veist, hjá mér hefur verið að spyrja, sko, er sannleikurinn blekking, er sálin blekking og ég reyndar verið að játa, ég hef svolítið gaman að fylgjast með flatköku jarðingum. Já. Og þar þessi stimpill alltaf annarkvort trúur á kúluna eða kökuna, sko. Ég trúi demantinn. Já, ég ekkert endilega búin að taka afstöðu, sko, en ég að horfa á rökin fyrir flatri jörð og margt af þeim verðist vera mjög svona trúverðugt, sko. Já, mjög. Og náttúrulega allt sem í gangi frá NASA bara kjaftaði, sko. Þeir hafa aldrei farið til tunglsins. Og þetta Mars kjaftaði eru bara photoshopaðar myndir frá Íslandi, sko. En þetta virkar í fjölmiðlum. Fólk bara, veist, ef að 4 fjölmiðlur segja eitthvað, þá það bara sannleikurinn í þeirra lífi. Alveg. Ég var að huglega fyrir ekki 2-3 vikur síðan, þá var ég huglega að nú hætti ég að gera vídeóin og nú fer ég að fókusa á það að skoða hlutina sem ég verið að tala og finna, sko, leirinn undir. Risinn sem var með gull á hörðunum og hann var með kopar brjóst var það ekki og járnlendar og svo járnblöndu í fótunum. Já. Svona, þetta var ekki nákvæmlega svona en nokkur nærlega og svo var neðst, sko, ökklarnir og fæturnir voru svona einhver svona leirblanda með járni í. Og það þurfti bara einn stein til þess að varpa risanum. Þetta úr spádómsbók Daniels. Já, einmitt. Og ég mikið dáliti á þessum spádómi en ég fór að að nota svolítið þetta módel þegar ég að tala að vísindin þau eru svona, sko, fullt af hugmyndum, greinar en þú ert löngu búin að gleyma að það var kannski eitt fallacy sem að allt tréð stendur á. Já, einmitt. Það eins og að segja í vísindunum, sko, give me one miracle and I will prove the rest. Já. Og mér finnst þarna að vera svolítið, sko, þetta eins og með chemtrails, þetta er svo mikið óskhyggju í svo mörgu. Og það mystískur veruleiki á mínum mati. Já, en
Já, en það sko, þetta eins og þú segja plausible, sko, það hægt að setja gúmmílaði í flugvélarnar, sko. Meira sér hægt að setja það bara í eldsneyti, sko. Já. Það þurfi ekki einu sinni að vera þessi tankar og sérstöku spray dæmi, sko. Já, við vitum ekkert hvað þetta ekki neitt. Við vitum að það eitthvað þarna sem eitthvað að gerast, en við vitum ekkert hvað það Já, fólk hefur nú tjáð sig að hafi mælt þetta. Já, ok. Það sé baríum, alumínium og fleira, sko. En ég alveg opinn fyrir því líka að þetta sé hóks, sko. Þetta sé til þess að draga athyglina að ykkur öðru og þá þeir sem að mæla þetta og tala þetta séu hóksarar líka, sko. Já. En ég tók mynd af þessu bara heima hjá mér, þessum plastfíberum, sko. Og ég held að þetta væri kóngulóa stöf, sko. Já, þetta var flott mynd. Ég man vel eftir henni, hún situr alveg í mér. Já. En svo ég meina þetta fast út í skríti kóngulóa stöf að það lagðist svona yfir allt einhvern veginn, sko. Já. En svo seinna, bara árið seinna, þá, heyrðu, þetta var ekkert kóngulóa stöf, þetta var chemtrail, eða plastagnar. Já. En maður veit ekkert hvaðan þetta kemur, sko. Það sem ég á við að við vitum ekki, ég bara tökum Fukushima til dæmi. Við erum ekki sammála hvað Fukushima Já, það var náttúrulega skemmdarverk og það eitthvað meiri áttar leiksýning í gangi þar, sko. Það ekkert sem satt sem okkur sagt það. Ég man ekki allan hvort það varst þú eða hvort það var eina Facebook-vinkona mínu sem tók eftir þess að ég var að tala að ég trúi því að Fukushima sé til að breiða yfir lekar tunnur á hafsbotni. Já, ég get fallist á það. Og David Icke var búinn að rökstyðja mjög vel. Hann fór yfir það í einu vídeói hvernig þeir gerðu skemmdarverkið. Já, ég sá núna nýlega eitthvað post að það hefði verið Mossad sem að sprengdi þetta loft upp, sko. Já, en David Icke, ég man eftir ég sá þetta fyrir svona kannski svipaleit og ég gerði mitt vídeó, ég man ekki hvaða vídeó það var. Já. Ég man ekki hvort að ég nefndi Fukushima nafn í titlinum, ég held það samt. Já. Og ég var búinn að gleyma því að ætla að gera sér vídeó þetta, en svo sá ég að David Icke myndist það út í podcasti og ég hugsaði, já, ég ætla að fjalla þetta. Og hann kom með einmitt eiginlega punktinn sem að ég átti eftir að rannsaka. Hvernig var skemmdarverkið gert. Og ég fór beint inn og bara Wikipedia og las aðeins þetta kjarnorkuver og þá tók ég eftir því að þeir voru búin að vita í 20 ár að þetta var bara svona disaster waiting to happen. Og það þá sem ég fattaði, heyrðu, já, þeir eru búin að vera að bíða eftir disaster til þess að geta notað þetta. Já, það eitthvað mikið ekki rétt við sögurnar sem verður að segja okkur, sko. Já. Og þessi ímynduðu lekar sem eiga að vera farandi út allt, sko. Já. En ég held reyndar, sko, að aðlögunarhæfni mannsins svo rosalega. Þótt að sé verið að chemtraila okkur og gera alls konar vitleysu, þá bara, þú veist, við erum það hörð á okkur, sko. Sammála því. Maðurinn bara, þú veist, ef maðurinn gerir það ekki bara sjálfur strax, þá allavega í næstu kynslóð eða þar næstu kynslóð, þá verður svo fljóta að bregðast við umhverfinu, sko. Ég sammála þessu, sko. Ég held að ástæðan sé önnur eins þú ert að nefna, en ég hef í raun og veru engar áhyggjur af þessum mengunum og eitrunum og allir því. Ég hættur að trúa á alla þessar mengunamælingar. Já, það allt sæjóp og vitleysa, sko. Já. Reyndar sko, ég var búinn að segja það nokkru sinnum að það kjarnorkuver á Íslandi, sko, sem framleiðir rafmagn og núna eru komið staðfesting á því að það í Reykjanesi. Já, við erum sammála þetta. Ég ekki alveg viss hvort það sé í Reykjanesi, en þeir eru allan að birta geislamælingar í Reykjanesi og reyna að búa breið yfir þetta, en við erum báðir búin að halda því fram að það sé kjarnorkuver á Íslandi. Já, einmitt. Ég sjálfur, ég tel við vera búin að rökstyðja það þokkalega vel. Já, það líka bara stendur á reikningunum. Já. Orkuveitur reikningunum, það stendur kjarnorku. Og spurningin var þá bara hvar það og þetta þá sennilega bara svona einhver svona millistærða kjarnorkuver eins og notaður í kjarnabátum eða eitthvað slíkt, þetta ekkert risa kjarnorkuver, sko.
Þannig að veit, já. Og þessar geoþormal umhverfisvænu vegsmiður, þær eru með kjarnaofna og þetta þörmal eru þá bara cover, sko. Já, meðan þeir geta knúið kjarnorkukafbát með kjarnorkuveri, þá þetta jafn lógist og hvað annað, en það svolítið merkilegt með Íslendinginn. Hann með fasta mynd í höfðuna af risastórum kjarnorkuverum og segir nei, þetta bara eitthvað vitleysa, þetta getur ekki verið. Já, maður bara leiður á því að tala umskiptingana eins og kallar það, heimskingana, heimsku umskiptingana. Þess maður nennir ekki að eyða orðum á þess að fá þetta lengur. Nei, það þýðir ekkert að rökra við fólk sem með steinrunnin höfð. Það ekki hægt. Ég var á Harmageddon í morgun og þeir hafa ekki sett klippuna inn, þeir þóru ekki að setja klippuna inn. Ok. Nei, ég segi nú svona. Það kannski bara eitthvað upptakana eitthvað. Ég var að reyna að vekja athygli Markúsar á nýjasta samsærinu. Hann hefur ekkert svarað því. Já. Ég var hjá honum í fyrramáli reyndar. Ok, þá var þarna samsæri Árna Magnússon og Kópavogsfundinn. Já, einmitt. Það alveg, ég ennþá svolítið slegin út af laginu með það, sko. Já. Þetta er snilldar vinna sem þú hefur unnið að rekja upp þessa villu. Við náttúrulega vorum báðir á því að lígveldið og stjórnarskráin er blekking, það við fundum skítalikt af því og að valdstjórnin væri umbóðslaus en þú ert í raun komið með konkrít sönnun á því að þessi, já ég meina það vöntun á sönnun, sönnunarbyrðin liggur hjá hinum, sko. Já, þeir hafa enga sönnun fyrir því að þeir séu löglegir. Nei, enga sönnun. Og á meðan þeir geta ekki sýnt fram á það að þjóðin hafi afsalað þessum völdum sínum með einhvers konar löggiltri aðgerð, þá allt þetta veldi frá Kópavogsfundinum bara rusla hauga matur, sko. Ég reyndar fékk tölvupóst í gær að það sé hugsanlega til þetta skjal. Það breytir einhvern skjalið sér til. Þessi maður ég get ekki bara að skrifa hérna á afsala landinu til einhverja Sádi-Arabíu eða eitthvað, sko. Nei. Það virkar ekki þannig, sko. Á þessum tíma var gilt stjórnkerfi í landinu sem var þjóðveldið og ef þetta fór ekki eftir þjóðveldisleiðum þá þetta bara prump, sko, í skókassan. Eitt prump í skókassan. Auk þess sem þetta var gert undir vopnavaldi. Nákvæmlega. Þannig að sem að setur náttúrulega þína vinnu í endurreist þjóðveldis í ennþá meira glory light, sko. Já, það kemur sjálfum með svolítið óvart. Já. Það bara, hey, fuck, I was right all along. Fuck. Þetta verður löng fangelsisvist. Það var bara, fuck. Þetta var ekki... Þetta rannsóknarréttin, sko. Þetta var ekki planað, sko. Nei. Allt í einu sitt ég uppi með þjóðveldi sem bara löglegt. Ég þetta búin að halda því fram lengi að það sé löglegt og hér stingir löglegt, en það verður enga til enginn trúa mig. Nú allt í einu bara getið sannað. Já, það lítur, hvenær var þessi Kópavogsfundur? 1600? 1662. Já. Þannig að allar stjórnvaldsaðgerðir frá þeim tíma eru ólögmætar og glæpsamlegar. Jep. Og allir þeir sem að taka undir eða styðja þessar aðgerðir eru samsekir þeim sem að skrifuðu undir samninginn, sem þýðir að þeir eru landráðamenn samkvæmt þeirra eigin lögum. Já, hvað segja þjóðveldislögin svona aðgerðir? Mér minnir að í stjórnarskrá okkar sé ekki talað landráð, mér minnir ekki. Nei, ég meina í fyrri sem var. Ég þekki það ekki, þú þyrftir að fara í Grágás til að gera það. Já, í raun þarf að taka, það síðasta gilda lagasafn landsins, sko. Já, allavega til 1264, sko.
Þá byrja svolítið grátt svæði, sko. Já, það náttúrulega eins og þú hefur sagt, sko, Árni reið sveitur og eyddi menningarverðmætum, sko. Akkúrat. Þar með sagan orðin einhliða. Stjórnarskrá lýðveldisins einhliða, sagan sem okkur kennd einhliða. Já. Skjalið sem að reisir lýðveldi hvílir á, virðist ekki vera til, en samt ég fékk e-mail í gær frá manni sem segist hafa hitt mann sem segist hafa séð það. Svo það hugsanlegt að sé til einhvers staðar, en ég á eftir að rekja það. Hvað sé til? Skjalið frá Kópavogsfundinum. Það breytir engu, það umboðslaust skjal. Já, ég vil samt sannreyna að það sé ekki til. Já, en í raun, sko, er valdið, sem sagt, nýðingarnir sem við höfum verið að vinna, rannsaka, eru valdstjórnin á Íslandi. Já. Og þarna erum við komin með the smoking gun, að þeir hafa, allt sem þeir hafa gert lögleysa og eins og þú kallar hryðjuverk gegn íslensku þjóðinni. Já, klárlega. Það reyndar bara einhver sem að tala lagahefð í þessu sambandi, sko, að þeir lýðveldi myndi fela sig á bak við hefð, en þjóðveldið getur gert það saman. Já, það breytir akkurat engu, sko. Þjóðveldishefðin þjóðveldishefðin hvort þið eldri lýðveldishefðin, sko. En eruð menn þá að segja það að ef að hryðjuverkasamtök yfirtaka eitthvað landsvæði og halda því í 100 ára, þá sé það bara hefð? Við erum eiginlega ekki að ræða þetta á réttum stað á jörðinni, við ættum að vera að ræða þetta á Gaza. Já. En talandi það, sástu, ég gerði vídeó nýlega, þar sem ég man ekki hvort ég tilengaði það ekki, en ég myndist á það í vídeó nýlega. Og það bara stöðt síðan ég rakst á þetta með krossferðina. Já. Ég vissi þetta ekki fyrir en ég var eitthvað grúskað í því ég tekur einhver skúrki að leita að einu dokumentari gull sem ég sá í Hittifyrra sem ég langar að finna aftur og eru hvort svona tekið smá skúrk eitt og eitt kvöld og horfa á 1 eða 2 dokumentari sem gull af því að ég að bíða eftir að finna það aftur og farið minnst á gullæðið í Kaliforníu sem að hefst upp úr 1840 og við vitum að stríðið við Mexíkó var tengt að hluta til gullfundinum í Kaliforníu en að hluta til því að Bandaríkjastjórn vildi koma upp hafnaraðstöðu Kyrrahafsmegin. Geta byggt upp Kyrrahafsflota og við sjáum að leið og þeir bara frá 1840 þeir voru reynda byrjaðir fyrr að vera með presens á Kyrrahafinu. Það alveg stórmerkilegt sko hvað sjóveldið Bandaríkin byrjuðu fljótt að skipuleggja sig. Þú sér það 25 árum eftir að þeir klára byltinguna, hvað heitir það ekki Civil War, heldur hvað er Revolution, American Revolution, heitir það bara það? Já, einmitt, já. Að 25 árum setna þeir komin í stríð á Miðjarðarhafinu. Já, það er náttúrulega ljóst að Ameríka það mercenary í nafninu, sko. Ameríka bara uppeldisbúðir fyrir málaleiðan. Já. Þessara svarta slímið eins og þú ert fann að kalla það. En núna eru þeir komnir í vanda því að nú mæta þeir rússneska nefanum beint í andlitið, sko. Já, það eru stóri hlutir að byrja að gerast þarna og maður, eins og þú skrifaði bara fyrir örfáum dögum, maður veit eiginlega varla hvernig maður á að sæfera það sem í gangi, sko. Já, ég reyndar, sko, Pútín að sanna stjórnmálasnilli sína eina ferðina enn. Jesús minn, já. Þessi ISIS eru fjármagnaðir og þjálfaðir NATO-istar, sko. Já. Og þeir eru búin að vera að segja, sko, propaganda á Vesturlöndum já, þetta eru hryðjuverkamenn og versta sorta fólk í heiminum og bla 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 og við verum að sprengja þá og það verður bara að drepa allt þetta fólk og bla 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 en þeir hafa ekkert lögmæti til þess að gera það. Og það svolítið merkilegt að við byrjuðum að tala að þetta væri NATO hér á bakvið ISIS einhvern tímann í sumar. Já, þú átt greiningun á því, það var snilda greiningi á þér. En það sem að Pútín gerir að hann hringir í Assad og segir, heyrðu, sendu mér tilboð eða beiðni að koma og redda útrýma ISIS og Assad sendur honum, þannig að hann fer inn með lögmæti
og rústar allir fjárfestingunni hjá NATO. Algjörlega. En mér er svolítið merkilegt að við vorum byrjaðir að tala um þetta 2 mánuðum áður en það gerist. Já, þetta var nú reyndar, sko, já. Vegna þess að, sko, ég veit ekki til þess að neitt annar en við höfum verið að tala um að ISIS sé bara svona málning framan á NATO-hersetinu. Ég hef reyndar, sko, þú tókst að dýpra með þessari greiningu þinni að sjáðu, hérna eru bara flautuþyrlar á Toyota-jeppum, en sjáðu rústirnar, hérna er alveg her að rústa draslið, sko. Já. Það var fullkomlega þín greining, sko. Ég reyndar gerði vídeo og byggði á þeirri greiningu, sko. Já, mér finnst, eins og þú veist ekki skipta máli hver byrjaði á að segja eitthvað, sko. Nei, ég held því til haga eins og. Ok, en vegna þess að það sem mér finnst áhugavert að, eins og þú sagðir áðan, ég að lenda mig í því að ég nenn ekki lengur inn á rásirnar sem ég var að fylgjast með fyrir át síðan. Já, nákvæmlega. Mér finnst ég vera búin að debunka svo margar af þeim sjálfur, ég bara nenn ekki inn á þær. Nei. Ég bara hef ekki tíma í það. Ég fæ líka á ensku myndböndin fæ ég rosalega góð komment, sko. Fólk segir bara takk fyrir þessa frábæru greiningu, veist, bara wow, veist, allt áfram, sko. Og þetta svona ákveð spurningamerki, sko, hvað að gerast hérna hjá okkur, sko. En sko, manstu þegar fórum að ræða fyrst hvort Pútín ætlaði inn í Sýrlandi ekki. Já. Þetta var einhvern tímann ég man ekki hvenær það var í sumar sem ég man ekki hvort ég gerði það í vídeo eða á Facebook að nú maður færi rússar inn og þú byrjar á að segja nei, ég er ekkert viss um það. Svo bara í sama dag þá vorum við sammála, Pútín fer þarna inn, eða hvort það var daginn eftir. En það sem það var alveg í 2 vikur, rússar voru að neita þessu. Já, nú slitnaði það hjá okkur. Það var að því man vel eftir þessu vegna þess að þegar ég var að halda þessu fram þá vissi ég alveg að eins og RT.com var að neita til hægri og vinstri að Pútín myndi fara inn og ég sagði býttu, af hverju er svona viss? Ástæðan fyrir því ég var svona viss var svo að ég sá þetta með þessa sterku stelpu sem var send frá Rússlandi til Assad með skilaboð. Það var þess vegna sem ég trúði að Pútín færi inn. Já, ég reyndar, sko, svona herfræðilega séð, þá veit ég að Pútín var undir mikilli gagnrýni hvað hann leyfði mikið mannfall á, Úkraínuskaganum hana, hvað heitir hann? Hvað heitir skaginn? Úkraína? Já, og hana Krím, já. Já. Að sko NATO var að bomba rússneska ríkisborgara þar daginn út á daginn inn. Ég veit að Pútín var undir gríðalegu álagi. Þannig ég áttaði mig á því herfræðilega að hann setti línu þar, sko, og hann gat í raun ekki beitt sér í Sýrlandi fyrir hann var búinn að klára þann pakka, sko. Og það var líka ástæðan fyrir að NATO þrengdi á honum þar að Krímskaginn er úrslita svæði fyrir Sýrlandsstríðið. Já, Krímskagi skiptir miklu máli og bæði út á höfninni þarna, hvað heitir Arkhangelsk, Sevastopol. Já, bara öll logistik frá rússneska hernum fer þarna í gegn til Sýrlands. Ef að NATO er nánast öll, sko. Þeir eru með aðra höfn á milli Georgi og Sochi. Já, en þetta er ástæðan fyrir að NATO reynda að ná að sér að höfna að þetta hefði skipt gríðarlega miklu máli fyrir það, sko. Algjörlega. Og þannig hann beið þarna í nokkra mánuði með að var að slátra rússneskum ríkisborgurum ólöglega og hann hélt stöðu sinni þar og þá fór mig að gruna meira að hann myndi taka til bragðs í Sýrlandi en ég átti reyndar ekki vonað að hann myndi gera þetta svona opinbert. Ég hélt að hann myndi beita proxy, sko, hann myndi bara senda endalaust málalið og vopn og drasl til Assad, sko. En það er mjög merkilegt að hann gerir þetta undir eigin nafni og meira segja að fær Kínverja með sér og Íran, sko. Sko, í maí var ég búinn að afskrifa Assad. Ég var búinn að því. Síðan þegar ég fór að vinna þessi vídeó og ég fór að fylgjast með ákveðnum hlutum, ég var ekki viss og sá ég, það var einhvern tímann bara í júní held ég held að vera í júní frekar í júlí sem að ég sagði já, Assad á 2 vikur eftir, það var hann fallinn. Það var bara það sem ég hugsaði, sko. Já, reyndar
Ég var ekki á því að Assad myndi falla því Assad, Sýrlands her einn af þeim sterkust á þessu svæði en margfalt sterkari en Líbíu eða Íraks sko. Já. Og þeir eru með svakalegan lofther sko. En það sem að Þannig að það erfitt fyrir þá að karpetbomba Sýrland því þeir eru með svo mikið af fluggræjum til þess að svara því sko. Já. En þetta kom mér svolítið óvart en svo sá ég þessa frétt með þessa stelpu og þá vissi ég að Pútín bregst við. En ég er búin að vera að tala nefnilega eitt í sambandi við Pútín og eins og með Úkraínu og annað og þessa sókn NATO gegn Pútín og Rússar hörfa alltaf inn á steppurnar. Og þessi þolinmæði Pútíns partur af þessari rússnesku strategíu að hörfa inn á steppurnar þangað til óvinnurinn búin að expósa sig. Já, og líka sko rússneskir hermenn eru harðir sko. Ekki svona pempíu kettlingar eins og bandaríski herin eða evrópskir herir. Þeir eru næstu því þessi herðir eins og þýskir hermenn voru. Nei, reyndar ég var að vinna með pólskum strák hitti fyrra sumar og hann var að segja amma mín, hún sagði sko þegar að þýsku hermenn komu og rændu öllu sko eins og hermenn gera, rændu mat og þetta eins og hermenn gera, þá sagði hann að þýsku hermenni voru alltaf með samviskubit, þeir skildi alltaf eitthvað eftir, einhverja peninga eða eitthvað, þeir voru með samviskubit að rupla, með rússneskir, bara tóku allt og bara fuck you, sko. Þannig að rússneski herkultúrin algjörlega robotic, sko. Hann miklu grimmari. Það veldur mér þá hins vegar áhyggjum, þetta plott, skilur? New World Order að beita Putin og Co til þess að skilur, það deception líka sko? Ég veit ekki vegna þess að það svo margir skrýtnir punktar á borðinu. BRICS til dæmis hlutir sem við megum ekki gleyma. Nei, það bara í fullri uppbyggingu og verður að veruleika sko. Og það eru margir einmitt eins og þú ert að benda á að sko það eru til spádómar meðal múslíma. Ég sá bara í morgun frekar en gærkvöldi status update hjá sér rússnesku stelpu, ég man ekki hvað hún heitir en ég lækaði síðan hennar einhvern tímann í sumar til að tók hvort hún kæmi með fleiri dulskilabóð og hún skrifaði uppfærslu það var hún sem skrifaði uppfærslu bara í gær eða morgun þetta góða fréttir, rússar að fara til Sýrlands að hjálpa til og þetta var svo vel orðað, 15 ára stelpa orðar þetta ekki svona, hún tók einmitt fram að Assad bað Pútín aðstoð, rússar að fara með löglegum hætti til Sýrlands að hjálpa til. En ég sá fullt af athugasemdum fyrir neðan frá fólki sem voru greilla múslímar með múslímsk nöfn og kvittuðu alla battarí undir að með fullri virðingu alla bara eitthvað ég sá að sko það voru nefnilega komment frá mönnum, ég kannast við þetta það eru til spádómar allan í múslímaheiminum sem að trúa því að komi mikil herfylking úr Austurlöndum fjær inn á þetta svæði og hjálpu til við að taka til. Já, sko gamla þeórian með New World Order að þeir hafi byggt upp Kína og stýri Kína og að þeir Rússland sé svona alveg á nippinu sko, en kenningin hefur alltaf verið að þeir ráði yfir Kína sko. Það virðist vera sko að ef að það væri þannig, þá hefði BRIC aldrei gerst. Það hefði aldrei verið stoppað karpetbombing á Sýrland í öryggisráðinu, sko. Þannig að svo kenning heldur eiginlega ekki vatni, sko. Já, maður veit heldur ekki hvað spilir og hvað ekki. Við sjáum alveg að það eru fleiri öflheldur en bara American World Order sem að spila. Við sjáum hins vegar að American World Order hefur farið bara, þeir eru búin að vera með gameplan síðan 1776. Það sé ég alveg skýrt. En svo þegar við komum að því sem í dag, eins og með Pútín, sko ég alveg sannfærður það að síónista NATO ætla sér að afgreiða Sýrland með einhverjum ráðum, svo þeir geti jafnað al-Aqsa-moskunum við jörðu, svo þeir geti byrjað að reisa musterið. Og ég fekk athugasemd í gær frá vinkonu minni sem Ísraeli, sem að hún var mikið, hún sá ég hefði póstað spátunum og hún var mikið í vafa hvort hún ætti að pósta honum áfram.
Já, og ég veit að við ræddum þetta aðeins vegna þess að ég benti á að mér sama þó að þetta fari í dreifingu af því að ég náttúrulega stend undir þessu sjálfur, en ég benti á að ef hún hefði einhvern vafa, af því ég náttúrulega hef verið að skrifa kontroversial yfirlýsingar holocaustið, að þetta sem sama stúlkan og ég reykst við þarna í fyrra, en við sættumst eftir, að við syns bara ræðum ekki holocaustið, en hún veit alveg ég er með kontroversial skoðanir og hún veit alveg að Anti-Defamation League myndi tæta mig í tætlur ef ég er í skoðanir. Og ég sagði við hana að ég er náttúrulega skrifið þetta því að ég fór að standa við þetta og ég veit að ég er þið tættur í tætlur, en ég vil ekki að vinir mínir verði tættir í tætlur. Þannig að hún sagði ég ætla að sjá bara til hvað ég ger, en hún er að taka mikið mark á þessum spátum. Og þannig kona sko sem þekkir alla forsendunar fyrir, hún er alveg upp þarna sko. Í Ísrael eða? Já. En Ísrael er sko... Þannig að hún fattar, málið ástæðan fyrir ég minnist á þetta er að sko, því ég er búin að vera að tala þetta með Al-Aqsa-dæmið í bráðum 2 ár. Ég man ekki nákvæmlega hvenær ég fattaði þessa pælingu. En málið er að fyrir nýjustu fréttir frá Jerúsalem, þar sem að IDF eða Israeli Defense Force er búið að vera að hernema Al-Aqsa undanfarið með tilheyrandi látum og vopnaburði og þetta er algjör vanhelgun á moskunni og líka dóminu, það er þarna the Dome of the Fifth Rock er þarna á sama svæði, þar sem Múhameð það er ákveðið trúarlegt, þeir segja Múhameð hafi svífið í einhverju lausu lofti eða komið þarna í einhverju næturferðalagi eða eitthvað. Það er einhver mystík sko sem að múslimar taka mjög hátíðlega og sem er the Dome of the Rock, eitthvað svoleiðis, sem stendur á mustirishæðinni ásamt moskunni. Þetta er alveg gríðarlega heilagt í augum múslima, alveg gríðarlega heilagt. Og þannig að hún sá spádóminn og hún tengdi við fréttirnar, hún náttúrulega fylgist með þarna helstu fréttamiðlum heima í Palestínu. Þú veist, ég man ekki nöfnin á þessum miðlum, ég fylgist með sjálfur 2 þeirra, þeir eru bara bókamerktir, ég man ekki nöfnin á þeim. Og að leið og hún sá fréttirnar Al-Aqsa og spádóminn minn, hún hlustaði á hann þá, hún tekur þetta alvarlega. Hún fattar tenginguna, hún fattar sænið, sem þýðir að fleira fólk á þessu svæði myndi fatta þetta og hún hafði miklu áhyggjur bara sinni fjölskyldu, sko. Þannig að við sjáum að það er miklu meira þarna í gangi heldur en mokkalesendur átt að sjá. Já, en sko Ísrael er í raun komin úr bandalagi við mannkinn, þeir hafa gengið svo fram að mannkinni að þú fer að sjá sko á kaffihúsi þar sem kemur ljósar ykkur í Ísraelar þá bara lappar fólk út sko, það vill enginn sita með þessu fólki eins og. Þetta náttúrulega hefur aldrei verið í bandalagi með mannkinni, þetta er ólöglega aðgerð búin til af svarta slíminu sem þetta fólk kallar Sameinuðu þjóðir. Sameinuðu þjóðirnar, já. Og þetta er ekkert annað en terrorist state, ekkert annað. Nei, þetta er speglun á því versta frá mannkynni og þetta er náttúrulega bara, þetta er sama hugsunin og var í seinni heimsstyrjöldinni, sko. Algjörlega. Lygi og viðbjóður út í gegn, sko. Þetta er ekkert annað en herkví bandamanna á herfanginu, ekkert annað. Já, en nú verðast þeir standa í eitthvað skona trú að þeir geti unnið heiminn, sko. En það bendir allt til þess að þeir verði, þú sér það núna í Afganistan, þar eru talibanarnir að streyma fram aftur, sko. Talibanarnir eru með árás núna á snatt og druslunar, sko. Sko, ég man ekki hvað árið fór að inn, var það hvað 92? Nei, 2002. Það sem að Bandaríkjamenn fóru. Já. Sko það hefur aldrei neitt innrásar hér geta haldið Afganistan. Nei, en það er aktív árás í gangi núna. Sérsveitir NATO voru í bardögum núna í þessari viku, sko. Já, ég hef ekki fylgst með fréttunum, en ég sagði,
Guðjón Tóldjúsók. Ég er búin að vera... Það eru nýjustu fréttirnar að sérsveitir NATO, og það er komið staðfesting þá núna á því að það eru sérsveitir hjá NATO. Já. Þú varst með hana Crystal League kenninguna. Já, NATO Crystal League, já. Það er staðfest í fréttum núna. Já. Og þessi Crystal League er búin að vera í rosalegum bardögum við Talibana núna. En það er eitt nefnilega sem hvernig ég vinn, sko. Ég er sannfærður eftir þegar Bandaríkjamenn réðust inn í Afganistan, þá sagði ég, þeir munu ekki halda Afganistan, það hefur aldrei neitt innrásarher getað haldið Afganistan, þeir verða raskiltir þar eins og allir aðrir innrásarherir í Afganistan. Þetta er bara spurning tíma. Málið þegar ég er alveg sannfærður eitthvað svona, þá er ég ekkert að fylgjast með hvort það reynist rétt. Ég bara veit að einn daginn kemur það í ljós. Alveg eins og með NATO Crystal League, ég er svo sannfærður ég er rétt fyrir mér með þessa hersveit. Ég er ekkert að gá einu svona að því hvort það sé hægt að staðfesta. Ég er búinn að segja þetta sé svona og það mun komið í ljós einn daginn að ég hefði rétt fyrir mér. En það skiptir mig engu máli. En þú veist, þannig séð, það sem ég finnst, ég er ekkert fastur þar. Ég er bara komin, ég róta upp og held áfram eitthvað annað. Þannig vinn ég. En eitt varandi Afganistan nefnilega. Ég var eitthvað að hugsa Afganistan nefnilega bara fyrir örfáum dögum. Og þá hugsaði ég, heyrðu, það er miklu stærri hér þarna heldur nokkur sagt. Vegna þess að þetta er ein af herbúðunum sem þeir ætla að nota til þess að komast inn í Íran. Þetta er líka ein af herbúðunum sem þeir ætla að nota til þess að geta komist upp að Úralfjöllunum þar sem aðal hergagnaðina Rússa er. Og við skulum hafa í huga mjög mikið að liðsflutningum NATO til Afganistan fyrir gegnum Rússland. Bæði flugleiðina og gegnum lestir. Og hvað er það annað en leið til þess að geta, þú veist, þegar þú sendir 1000 manns með ykkur í lest í gegnum Síberíulestina, þú veist, þú þarft ekki nema 10 menn með faldar myndavélar til þess að spotta, heyrðu, þarna er þetta og þarna er þetta og þarna er þetta og senda það beint inn í leyniþjónustu the Naval Intelligence í Bandaríkjunum. Því Naval Intelligence í Bandaríkjunum er aðal upplýsingaþjónusta Bandaríkjamanna. CIA er bara leikfang við hliðina á þeim. Já. Og tökum eftir því að internetið og Tor-networkið og fleira svona aðal spæ og greiðurnar eru allar frá Naval Intelligence í Norfolk. Hérna er fréttin. Sérsveitir nokkurra ríkja NATO hafa komið afgönskum hermönnum til aðstoðar í borginni Kunduz. Er að ræða hermenn frá Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi. En ekki liggur fyrir hve margir þeir eru. I told you so. Ok, gaman að heyra þetta. Takk fyrir að benda á þetta. En mér langar að benda nefnilega eitt varandi þessa Íran, þetta var eitthvað sem ég var að hugsa við nokkru dögum. Það er miklu stærri hér í Afganistan en okkur sagt og hann er þar af ástæðu. Vegna þess að ef það kemur til stríðs við Rússa, allur hergagnaðinn að Rússa er á milli Kaspíahafs og Úralfjalla og upp til Úralfjalla. En eitt í þessu er að ef þú fer til Íran, ég var bara eitthvað að grúska í Íran í sumar, ég er alls ekki búin að grúska nóg í Íran, að ef þú fer til Íran og fer alveg nyrst og alveg austast, þannig að þú ert bara rétt hjá Afganistan, þar er ein risastór borg og þar er einn helgasti pílagrímastaður múslima. Ég man ekki nafnið á henni en þetta er mjög gömul moska og mjög stór. Og það er alveg gríðarlega mikill ferðamanna iðnaður í þessari borg af fólki sem heimsækir þessa mosku. Þannig er einn af dýrlingum muslimatrúarinnar grafinn og voða fín bara, þú veist, ef þú googla bara Big Mosque Íran, þá lendur þarna, sko. Já, en það þýðir, má ég aðeins bæta við, það þýðir að það er vegakerfi, ef þú ferð þarna inn með 100 manna lið á þennan stað, þá ertu með bara opna vegi í nokkrar áttir, beint inn á hálendi Írans. Já. Hernaðarlega, mikilvægt. En sko, það virðist vera bara að NATO og CO er að tapa á öllum vígstöðum, sko. Málefnalega, já. Já, þeir eru gjörsamlega búin að tapa PYD-stríðinu, það stendur enginn með þeim lengur. Já.
Og það bara, þú sér það núna þegar þessi lygamaskina er orðin sér til háðungar. Núna byrjaði NASA daginn eftir að draga tilbaka lygarnir vatn á Mars. Það var bara hlæja, fólk bara búið að vera að hlæja þeim. Sko. Já, maður sá þessa frétt og maður hugsaði, já, býtu, halda þér að ég sé góla með eitthvað. Já, nei bara, þú veist, ég er náttúrulega með fullt af samsæringum á subscription hjá mér og það bara ringdi, veist, menn bara liggja í hláturskasti, sko, bara, þú veist, þið ekki einu sinni með geimfarðarna, sko, hvað þá meira, sko, það þið hafið ekkert, þetta er allt saman lygi. Já, skilja það. Fólk er bara gjörsamlega hlæjandi að þessu fávitum. Sko. Það var ekki einu sinni þessi virðið að svara þessu. Og svo byrjaði trúðarnir á Sameinuðu þrjótaþinginu, sko, að koma þér í langin banir með bullræðunar sínar og það er Pútín sem stendur upp úr. Hann segir, ég meina, vitið hvað þið hafi gert NATO og fávitar, sko. Áttu ykkur á því hvað þið hafi gert. Og núna eru norsku fjölmiðlarnir flæða allir bara einhver herforingi bara, já, við bara sprengdum eitthvað fólk, sko, við vissum ekkert hvað vorum að sprengja og þeir núna eru Normenn konum eitthvað rosa samviskubiti yfir að hafa fram í stríðsklæpi, sko, í Líbíu. Allir fjölmiðlarnir bara, við erum svo sorry, sko, við erum svo sorry. Ég bara, hvað með að borga stríðsklæpabætur og setja fólk í fangelsi? Já. Það er að taka það líf, er ekki þannig í stríðsklæpum að fólk er hengt? Já, en þú veist að... Í Noregi á bara að byrja á því að hengja þessa stríðsklæpamenn. Það er bara þannig sem þetta er gert. Þetta er svolítið, sko, Norðmenn eru gjörsamlega búin að spila rassum og buksunum gagnvart hverjum þeim sem að lesa milli líðanum. Ég held að almenni normaðurinn sé að vakna. Það er mín tilfinning þegar ég verið í Noregi. Þess að þetta ebóluhóks, hinn almenni normaður sá í gegnum þetta. En sko, ég var að hugsa um þetta eitthvað í sumar með petrodólaran. Þegar ég fattaði hvað petrodólarin er. Norðmenn fá allt greitt í petrodólarin. Já. Sem því að þeir fá ekki krónu til Noregs. Þeir eru náttúrulega bara, pappírtígur, þeir hrynja bara svo spilaborg, sko, þegar allt fer að hrynja. Þeir fá allt borgað inn á petrodólarabankan í Washington. Já, sko, þessi olíusjóður sem hafa ykkur að skriljónir, sko, það er allt saman bara blekkingar, það er bara búið að ræna Noreg gjörsamlega blindan. Ég bursi frá því, það er engin olíusjóður, þetta eru bara færslur í banka í Washington. Já, þetta er bara blekking, sko. Já, þeir eru ekki krónu. En Norðmenn eru rosalega harðir, sko, að hinn almenni normaður, þegar þetta verður opinbert, þá verða þessi ráðamenn, þú veist, Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland og þessi fávitar sem eru búin að standa í þessu, það fólk sleppur ekkert létt frá norsku þjóðinni, sko. Já, þeir verða, hvort var hann hengdur eða skotin, hann Quisling. Quisling, hann var skotin. Hann hefur nú verið mest dímoniserðar af öllum norðmönnum. Já, sennilega hefur hann verið að vinna í hinn áttina, sko. Ég held að Quisling nefnilega hafi verið drepinn til þess að friðþægja NATO, en ekki, ég veit ekki, sko, að þú veist hvernig sögur eru. Þú veist, 1945 kom örugglega til margir norðmenn tilbúin að tala um hvað það var vont að vera í Noregi á dögum Quisling, en ég er alveg viss um það að ef það væri farið í kjölinn á að skoða söguna sem ekki mátti segja, ég væri ekki til þess að þó að kemur ljós að Quisling hafi verið ágætis skoður. Já, talandi Noreg, núna eru þeir að tala að hann Breivik sé suicidal, hann ætla að svelta sig til dauða. Það kemur núna í kjölfarið á því að Ole Demegård er búin að bara opinbera þetta mál algjörlega með sínum myndböndum. Þetta voru stjórnvöld sem að fórnuðu þannig Norðmönnum til þess að Stoltenberg fengi NATO stöðuna. Alfred Weber viðtalið hans við Ole Demegård var snillt, sko. Já, og ég hef verið að deila því undir á fréttinu, sko. Já. Þannig að ég verið að taka það frá þeim vinkli að þeir ætla að drepa Breivik núna því að hann veit eitthvað, sko. Já, eða bara, þú veist, taka hann af borðinu, sko. Já. Fjarlægan. Vegna þess að, sko, hann að tala með að svo vandar aðstæður í fangelsinu, svo ég googlaði fangelsi og skoðaði myndaði. Þetta er betri en kvíabryggja, sko. Já. Þetta er svona norsk kvíabryggja.
Ég meina, akkur breyttist það allt einu svona bara á einum degi? Þannig að þú veist, Þetta er bara spunni, sko. Þeir ætla bara að drepa hann, sko. Þannig að það er mjög líklegt, sko. En talandi um Mars, ég var aðeins að, ég hef ekki gert vídeo á það og ég veit ekki hvort ég nenni að gera það. Af því eins og þú veist, ég er að reyna að hætta þessu vídeoum. Ég bara, þú veist, ég er ekki að koma neinu að viti frá, þú veist, ég þarf að vera að gera aðra hluti, sko. Þú veist, bara í mínu daglega lífi. Þetta bara var að taka þetta, ég var bara í þessu í 3 mánuði, þú veist, það var ekkert sumar á mér, það var bara næsta vídeó, bara, þú veist, bara eitthvað geðbílið. Svona gerist það og svo fær maður ekkert kaup. Já, maður bara, heyrðu, nei, nú er ég hættur þessu, sko. Já. Ég átti flott skotaði þarna, is this your last video? Já, en ég er að meina þetta, ég er að reyna að hætta þessu, sko. En það var einhver pæling, já, ég skrifaði þetta á Facebookinu held ég bara í morgun, að, sko, það komu flóttamannastraumurinn var aðalfréttin í 3-4 vikur. Já, og meginfjölmiðlar eru yfirleitt ekki með, sko, svona meginfréttinum í viku, líka í heimsmálunum. Svo allt í einu kemur páfinn og staðfestir nýja rómverska heimsveldið. Daginn eftir tilkynnir hann ætlar að segja af sér. Páfinn? Já, það kom á einhver jaðarstraumi, ég veit ekki hvort það er opinber frétt, en það var einhver að halda þessu fram að hann væri búinn að tilkynna að hann myndi segja af sér. Já. Og það er bara svona, ég ætti að fara honni hvort satt reynist, en síðan, og þetta er bara yfir eina helgi, og hvað gerist strax á eftir, fréttirnar á Mars. Og ég fór að hugsa, heyrðu, sko, flóttamannastraumurinn, þeir hættu að kalla það refugees og fóru að tala um migrants. Já. Og mér fannst það alveg skrítið vegna þess að ég var bara í vikunni áður en það gerist. Það fór rosalega, þú veist, ég fór næstu því að taka mark á sjálfum mér. Þú veist, ég gerði þarna 3-4 vídeó þess að ég var bara svona að hugsa upphátt þessar hluti, meira bara til þess að ég hætti vídeóin til að fara í þau sjálfur seinna. Því mér finnst ég vera svo mörg spurningamerki í þessari þoku. Og ég taldi mig ekki vera með nein svör. Þannig ég vildi bara dokumenta að ég hef engin svör. En meðan ég var að dokumenta þetta, þá fór ég sjálfur að hugsa, heyrðu, þetta er ekki refugees, þetta eru migrants. Svo bara í næstu viku og eftir, þá breytist narratífið bara globally, að það fór allir að tala um migrants út allt. Og ég sagði, djöfull er þetta skrítið synchronicity. Að, þú veist, hvað er raunverulega í gangi hérna í þokunni? Ég er ekkert að segja að umræðan hafi breyst út af því ég hafi sagt eitthvað. Það getur vel verið, sko, að þegar maður fer að nota eitthvað orðalag, að það séu margir samtímis að skipta orðalag, sko. Þú veist, við höldum kannski við séum fyrstir að segja eitthvað, en kannski eru bara nokkur þúsund mann sem eru fyrstir að segja eitthvað. Já, við það, sko. Að ég segi rosalega þetta skrítið synchronicity. Og svo kemur þetta með ælan og menn dýbanka það í kvelli og þú veist nú mína skoðun, ég segi að þetta hafa bara við leikbróða. Já, ég er sammála því. Og svo skerist það í viku seinna, ég var að gera vídeo þar sem ég var að fjalla eins sko ástandi á Gaza og fleiri, gott eða var ekki, ég man ekki hvaða vídeo það var, þar sem ég fór svona myndir og þar svo í myndir var nákvæmlega einn strák í alveg eins svona rauðri peysu skríðandi á 4 fótum á Gaza í miðri loftárás. Og ég sagði bara, fokk, þetta er alveg eins baby, alveg allt stórt, alveg eins stelling, alveg eins föt, bara what is going on? Og ég sagði, býttu, getur það verið að fréttirnar að Gaza séu líka blekkingar? Og vegna þess að þú veist meina eina kenningunum mínum, við trúum alltaf þegar okkur satt frá genocides, mass murders og það var eitthvað eitt enn, ég man ekki hvað það var, svona stórslys eða eitthvað, ég man ekki hvað þetta þriðja var, það var, þú veist, hlutir sem var, við vantristum meginfjölmiðlum með allt nema mass murders, genocides og þetta þriðja sem ég man ekki hvað var. Og ég minnst það oft, þannig að einhver veit kannski hvað þetta þriðja var, en Þeir vísir ritskoðar kommenti mitt Breivik. Ok. Þannig maður fær svona að hugsa, sko, já, það sem ég var semst að hugsa bara í morgun er, flóttamannastraumur í mánuð,
Páfinn kemur og innsiglar ný rómverska heimsveldið og daginn eftir koma fréttirnar Mars. Og hvað Mars? Mars stríðsguð. Hvað saltvatn? Hvað táknar saltvatn í mýþológíu? Það bara spurning, ég ekki með svar við þess að því ég grúska ekki í táknfræði. En ég segi, þetta ekki global skilaboð til meitlarana? Alþjóðleg skilaboð til þeirra. Hvað í gang, hvað sé að fara í gang? Við vitum alveg að það ekkert vatn á Mars. Það eru einhverjir jöklar við norður- og suðurskautin, en við vitum ekkert hvort það vatn. Ef við skoðum bara lofthjúpinn á Mars, þá hann þannig samsettur og það útilokað að þarna sé vatn. Allavega það sem ég ekki að útiloka að geti verið kristaltæru vökviðar, en hann ekki vatn, hann ekki hátt fyrir ofan. Og þetta með skriðurnar, það svo augljóst að við erum að tala einhverja grjótskriður. Það eru svo miklir vindar þarna. Þessar myndir ekkert frá Mars, þetta frá Íslandi þessar myndir. Já, það alltaf í lagi. Ég kaupi það alveg, en málið að ég trú alveg að pláneturnar sé eins og okkur sagt og ég trú alveg að jörðin sé, og ég ekki flatrar jarðargauður og ég trú alveg að Milky Way sé þarna og svona. En ég átta mig alveg á því að það getur verið sjálfsblekking. Það það sem ég fattaði þetta fyrir svona einhverjum 2 árum. Ég var að horfa á mynda Milky Way, ég gaman af svona space, rannsókna, svona theoretical space, eitthvað bulli. En þegar ég áttaði mig á því að þetta geti allt saman verið lygi, þá áttaði ég mig á því að þó ég sé að trúa því þetta sé eins og mér sagt, þá veit ég að þetta gæti allt verið lygi og ég tilbúin að sætta mig við það ef einhver sannur það. Hvort það flötjörð eða hnöttur eða demantjörð, það bara eitthvað sem maður trúir eða trúir ekki. Þetta allt saman trú. Já, ég sammála því að það skipt, það svona bara pondering, það skiptir engum máli. En hins vegar held ég að það sé hárrétt greining hjá þér að þessi páfaferð og blóðmáninn og fleira slíkt að þetta vesturvelda slæmið að blása í herlúðra En ég held að þeir séu bara svo sturlaðir. Fyrsta lagi enginn með þeim að hlaupa á eftir þessum herlúðrum því að bandarískir hermenn eru löngu farnir að sjá í gegnum plottið. Evrópskir hermenn eins og þýskir og fleira slíkt, það ekki vinsælt svona hernaðarbrölt þar. Austur-Evrópu þjóðurnar, það eru allar búin að kynnast stríði, þannig að reynda að fara heim til móðu en eftir að hafa tekið þátt í einhverjum átökum einhvers staðar. Það eru ólögleg. Þeir ekki boðið í heim, þú ferð ekki heim eftir svoleiðis. Þú bara drepuð þig á vígvellinu. Það svo margt skrítið í gangi. Nú allt í enginn að tala Grikkland, en Grikkland var aðalmálið í allt sumar. Hvenær kemur það? Reyndar held ég að það sé tengt Grikkland, það aðalega Deutsche Bank og þýskir aðalega sem að tapa á Grikklandi. Og það bandarísku banki sem setti þá svikamilli í gagnið og núna eru þýsk fyrirtæki búin að vera undir konstant árásum frá Bandaríkjunum eins og Germanwings, eins og núna Volkswagen, þetta allt saman efnahagslegar árásir frá Bandaríkjunum og Ísland. En myndi mig á, út af því sem ég ætla að segja næst, myndi mig á að ég er búin að lofa því að taka ekki sjálfa mig á hátíðlega. En Grikkland hvarf úr fréttunum og migrantarnir voru allir sendir allt í einu til Serbíu og Makedóníu og Ungverjalands og eitthvað svona og allt í einu bara hvarf Grikkland úr fréttunum 2 vikum eftir ég expósaði hvað deilan Grikkland er. Allt sem okkur sagt Grikkland lygi. Þetta snýst allt gullnámunnar á Grikklandi. Já. En málið að þessi flóttamanna landi leiksýning, þetta fólk sem var hleypt út í búðunum í Tyrklandi, Já, en ég bara svona tengja þessa punkta til gamans vegna þess að það vinist, ég allan að tvisvar talað þetta með gullnáðunar í Gríklandi og ég að benda á að það eitthvað þarna undir misunni sem fólk ekki að tengja, sem fólk ekki að sjá. Það ástæðan fyrir ég að bera þetta upp. Ég er sjálfur ekki með svarið, ég veit bara að það einhver hauga lýja þarna og haugur af henni. Já, málið með Grikkland og Grikkir hafa alltaf verið svolítið sniðugir og þeir hafa ekki keypt mikið þetta lýðræðiskjaftaði og þetta sé rosa gott að borga skatta og lífeyrissjóð. Þeir alltaf svikið eins mikið undan skatti og þeir geta, það bara þjóðarkultúr í Grikklandi. Já.
Og það það sem að sko Evrópubandalagið svona þoldi illa, að Grikkland var ekki góð skattabúr sko. Já. Þannig að þessar efnahagslegu árásir á Grikkland og allt það, að Grikkir eru löngu búin að vinna þetta sko. Þessir hjálparpakkar og allt þetta kjaftaði og kapitalkontról og allt þetta, Grikkir eru allir í parting núna. Já. Þeir taka þessar evrur, þeir mega bara taka vistmargar evrur út í mánuði. Já. Þeir taka þær út og svo bara barta þeir restur. Þeir eru svo fljótir að lesa í gegnum kerfi sem hópur sko. Vegna þess að Grikkir vita hvað skuggahagkerfi og kunna búa það til. Já, og þeir hafa, sko, ég var í Grikklandi fyrir 20 árum og þá talaði ég mitt við Grikkja sem að segja bara, hann var að segja mér eitthvað sko, það var eitthvað mótorhjóli stólið af honum, hann sagði, já, ég þarf að fara á eftir með kilfur og vinir mínum fóru með kilfur og sækja mótorhjóli sko. Já. Og ég sagði, betur, akkur ringir ekki lögguna? Hann bara hló sko. Betur, til hvers? Betur, hvað ætla þeir að gera? Ég sagði, þú ringir lögguna og þeir sækja mótorhjóli, var hló hann aftur. Já. Það ekki þannig, við förum bara með kilfurnar og sækja mótorhjóli sjálfur sko. En það sem að mér langa, ég vildi bara koma þessu fram með mína skoðun á Grikklandi. Þarna eru, ég sé bara mörg risastór spurningamerki og ég veit ekkert hvað raunverulega undir. En mér langar að koma með annað, og það var að Angela Merkel, ég man ekki lengur hvað það var, sem Angela Merkel segir opinberlega fyrir einhverjum 3-4 vikum. Það sem að svona benti til þess að þýska stjórnkerfið væri ekki alveg á pari að hlýða NATO. Ég man ekki alveg hvað það var. Manst þú það? Nei, ég man ekki, en sko máli með Þýskaland að þjóðarkúltúrin í Þýskalandi þeir hafa ofboðslega óbeit á öllu stríð og hernaða brölti sko. Já. Að þrátt fyrir að þessi Holocaust lygi sé lygi, þá situr það svo í þjóðasálinu að við erum ekki að fara í stríð við einn eða neitt sko. Já. En það væri gott ef einhver ég bara man ekki hvað atriði þetta var, en Volkswagen ruglið kemur upp bara 2 vikum seinna og ég hugsaði fyrst þegar ég horfði á það, já, ok, what's new, þú veist, allir svindla öllum, allt í lagi, en síðan sá ég, heyrðu, já, ég sá bara athugasemd frá einhver staðar sem að segja, já, hvaða áhrif hefur þá þýska hagkerfið? Og leið hugsaði ég bara, já, þetta áhugavert, því að sko, þetta kemur upp í Bandaríkjunum. Það bandarískur eftirlitsmaður sem að finnur út þessa blekkingu. Þetta bandaríska leyniþjónustan sem að... Já, við áttum okkur á því, sko. Og ég sagði, já, ok, Angela Merkel gefur í skyn að Þjóðverjar sé ekki fullkomlega hlýðnir og 2 vikum seinna eru þeir rasskeltir. Á mjög snyrtilegan hátt. Já, og Germanwings og fleiri mál sem hafa dunið á þeim, sko. Og nú til dæmis nú erum við búin að vita það ég fór ekki að fatta það fyrir en í fyrra í rauninni. Það svona 1,5 ár síðan ég áttaði mig á Eisenhower holocaustinu og svo hef ég örugglega tekið snúning á því að rannsaka þetta denazification fyrirbæri. Að það eru bara nokkri mánuðir síðan ég fattaði það að þýska þjóðin var algjörlega social re-engineeruð. Og að þýska efnahagsundrið og japanska efnahagsundrið, þetta eru hvorutveggja sama fyrirbæri. Þetta eru 2 rottweilerhundar sem eru algjörlega heilaþvegnir og sér uppaldir af Washington-slíminu. Og já, þetta bara svona mín kenning, sko. Okay. En það sem að ég að segja að sko, ef þú ert heimsveldi og þú ert með, segjum bara eins og þetta, bara ef við horfum á þetta mjög stóru korti og sjáum við hérna Bandaríkjamenn, þeir eru með sína heimsálfu, það steðjar engin hætta að þeim í rauninni. Þeir eru búin að heila sína þjóð í að vera on the defense, under attack from nowhere, en þeir eru með 2 fyrrverandi óvini sem eru japanska heimsveldið og þýska heimsveldið sem þeir hafa gjörsigrað og haft 70 ár til að endurforrita og endurbyggja upp. En eru 2 af stærstu hagkerfum heimsins. Og ef við horfum á þá sem sko kerfi sem eru byggð upp í einhverjum markmiði,
Hvert markmið nema maður að partur af þessu nýrómanska heimsveldi? Leið og eitthvað gerist. Þú sér það sko, maður að sko, þegar einhver hristir sig eins og Merkel gerði, þá hún flengd. Hvað vitum við nema sprengingarnar 3 í Austur-Asíu, 2 í Peking, 1 í Japan, hafi verið sama fyrirbæri. Einhver hristi sig í Japan og var bent á samstundis, heyrðu, þú hristir þig ekki. Báðar sprengingarnar í Kína sködduðu Japan og japanska fjárfestingar. Og ég fór aðeins að skoða betur sko, eins og með Þjóðverja, þeir hafa verið svolítið heilaþvegnir síðustu 70 ár. Og samt eru sko Japan og Þjóðverjar, þeir eru gríðarlega áhrifamiklir aðilar. Sko, hver veit nema til dæmis að Japan hafi verið notað til þess að, sko, hver veit nema tangarhöld Shio-NATO á Kína sé í gegnum Japan. Ég sé fléttu myndast sko á árinu 45-47 í gegnum Chiang Kai-shek og samstarf hans við Japan. Sko, það að Chiang Kai-shek hélt völdum í Kína frá 45 til 49 var Japanum að þakka og japanskum hersveitum að þakka. Til dæmis, sko. En það eitt talandi þessar sprengingar að núna í síðustu viku held ég hafi verið eða þar síðustu, þá samþykkti japanska þingið lög sem heimila japanskum her að operera allan heim. Já. Þannig að þessar sprengingar í Kína og Japan hafa hugsanlega verið til þess að reyna að stoppa það, sko. Eða fá þá til að samþykkja það. Annarkvort, sko, já. Vegna þess að sko Japanir vilja ekkert fara í stríð. Japanir hafa engan áhuga á nýjum stríði. Nei, en þeir eru nýbúnir að samþykkja lög sem heimilaði að operera allan heiminn, sko. Áður fyrir mátti japanski herinn ekki gera það. En ekki bara, það núna snörp, sko, það ljóst að það verða núklear falski fánar núna. Já. Það ekki spurning hvort heldur hvenar og hvar. Já. Og það mun breyta vesturveldunum í helvíti á samstundis. Og ég búin að spá fyrir 3 mögulega árásarstaði. Já, einmitt. Ég vildi ekki nefna á beinlínis svona. Nei, mjög góð greining, sko. En þeir verða stórir og miklir, en hins vegar veistu að ef að það búið að greina falska fána áður en þau gerist og það búið að útvarpa þá óbóðslega erfitt að framkvæma það, sko. Já, en það sem að ég óttaðist var, sko, ef ég nefni á hana þá færa þeir það bara. Nei, þá þurfa þeir bara að hafa á stærri, sko. Eða þeir hafa tvo kosti, annarkvort að stækka þá eða cancela þeim, sko. Já, ég bara að meina, sko, ef að menn eins og við erum að fylgjast með og rýna í og ef að við reynumst sannspárum eitthvað, þá það líka hættulegt. Fyrir hvern þá? Vegna þess að þá myndi fullt af fólki fara að taka mark á okkur. Já, það er mikið af fólki og líka hermönnum og fólki sem í slímunu af heilindum, það er fullt af fólki inn í appartinu sem að þarna því það trúir það sé að gera gott. Það trúir á veðlurnar. Já, það er fullt af fólki sem að vinna hjá NATO sem að trúir því að þeir sé að gera góða hluti til þess að verja Evrópu og komið veg fyrir stríð. Já. Það er fullt af fólki í Sameinuðu þjóðunum sem trúir því að þeir alltaf að mæta á fundi til þess að stuðla heimsfriði. Svo allt hérna bara opnast fyrir þeim bara, við bara lifum í blekkingum, sko. Já. Birgitta treysti á vöðlurnar sínar þegar hún fór á NATO-fundi. Þeir eru út að vaða í svarta skýinu og skiptir ykkur máli hvort þú ert í vöðlum eða ekki. Þú ert í svarta skýminu. Já, ég sagði nú einmitt þess að það var kannski ekki byrt viðtalið mitt á morgun á Harmageddon. Ég sagði sko að ég meina, Birgitta sagði að hún hefði gengið í NATO til þess að breyta því innanfrá. Ég meina, akkur gengur hún ekki ISIS til þess að breyta því innanfrá? Hvað málið? Þeir hafa hugsanlega verið stoppaðir í að birta samtalið við mig, sko. En þetta var nú
Þetta var punktur. Það var eitt varandi katalanska svæði vegna þess að þegar ég gerði þessa greiningu mína fyrir þessi vika síðan, hálfum mánuð, þá vissi ég ekki af þessari kosningu sem var í Katalóníu á Spáni. Ég vissi ekki af henni. Það kom líka bara allt í einu, bara daginn sem kosningin var, að bara, heyrðu, þeir ætla bara að fara út, bara fuck you spát, sko. En mér langar nefnilega að segja þér af því að það er safe fyrir mig að segja það hér, af því að hlustar enginn á okkur hér. Að Katalán, það sem kom upp í hausinn á mér er að ég segi viljandi orðið Katalán en ekki Katalóníu. Þegar ég bjó með ítölsku kærustunni minni þá var ég einhvern tímann að grúska í tungumálum og bla 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 því ég var að spá í að læra ítölsku en ég komst aldrei lengra en vaffan kúlót að mingja. Er það breyta nafninu til þess að skannararnir hjá NSA pikki ekki upp? Já, ég vaffan kúló þýðir farði í rass og mingja þýðir lítið tippi. Þannig að vaffan kúlót að mingja farði í rass litla tippi. Við erum ekki með það vandamál, sko. Nei, mér varst þetta bara fyndið titill á prófessor. En Katalán er tungumál sem er talað í Katalóníu og þetta er alvöru tungumál. Það er með sínar orðabækur og málfræði og hefur þjóðernisritland. Og Katalán er líka talað víða í Suður-Frakklandi og á stöku stað í Ítalíu. Ég veit ekki hvað er langt inn í Ítalíu. En við vitum að í Pódalnum, þar, ég kynntist þessu nefnilega á þeim tíma þegar við María vorum saman, þá var mikil umræða þá var hún sonardóttir eða dótturdóttir hans Mussolini sem var í forsvari fyrir einhvern hægri sinnaðan flokk sem vildi skipta Ítalíu í tvennt, að Pódalurinn fengi sjálfstæði frá Ítalíu. Og þetta er skyld hreyfing. Ég spurði nokkra Ítali út í þetta og ég sagði, af hverju vilja við skipta Ítalíu? Ítalía er ein þjóð. Og þá hristuðu bara hausinn og sagði, nei, Norður-Ítalir eru allt þjóð. Svo ég spurði menn í Norður-Ítalíu og þeir sögðu, já, við erum ekkert sama þjóð og Suður-Ítalir. Við erum alveg með þetta á hreinu. Að tungumálið var ekki það sem sameinaði í opinbera tungumál. Þannig að þetta er að gerast alls þar í heiminum að menn er að fara aftur í gamla þjóðveldið, sko. Microstate ruler. Já. Það eina sem fólk vantar er stjórnarskrá. Já, en fólk er að gera þetta. Það skiptir einhver máli hvað það heitir á pappírunum. Fólk er að segja sig úr slíminu og fólk er bara, þú veist, þegar þetta lið byrjar að segja að það fundi vatn á Mars eða það byrjar einhverja ISIS-lígar og falska fána og kjafta, fólk bara hlæra þau. Þú sér að það er heilu prógramin núna á YouTube þar sem að menn er að horfa á CNN og Fox News og hlæja bara. Við trúum þessu rugli, ég meina, þessi fréttakona hafi verið skotin, come on, ég meina, henni blæðir ekki einu sinni, menn er bara að hlæja, sko. Já, maður er svo, með árásinu og svo fréttakonu og svona, maður bara, já. Þannig að það er bara... Það er eitthvað fleiri fréttum. Og núna þegar gæludýr valdstjórnarinn fer að segja eitthvað, já, við þurfum að breyta þessu og við þurfum að laga þetta og hérna nýtt kvótakerfi, menn bara hlæja, já, við bara breyta NATO innanfrá, við bara, já. En það sem er áhugavert er þarna, frá Norður-Spáni, í gegnum Suður-Frakkland og yfir í Pódalinn, er Katalán, þjóðin Katalán, katalánska þjóðin. Og málið er að ástæðan fyrir að hafa orð á þessu er svo að ég var einhvern tímann að gera vídeó þess að ég var að pæla í svona hlutum, það er svona 3-4 vikur síðan. Og ég með þess að myndist á bara í vídeónu, ég sagði bara, þú veist, ég er að sjá okkur að sýna hérna en ég veit ekki hvað ég er að sjá. En ég er að segja bara núna hvað ég sá. Að ég sá mjög mikla hreyfingu rísa á öllu þessu svæði. Og þá bara kom orðið Katalán upp í hugan og ég sá mynd af Berlusconi af öllum. Og Berlusconi, hann er svolítið gaurinn sem að hjúpar hvað. Þetta er gaurinn sem að er, á sama tíma og þetta, ég hélt að þetta væri bara rugl í mér, af því að á sama tíma var hann í heimsókn í Sochi og Krímskaga og þeir voru að opna einhverja 300 ára gamla vínflösku. Það er táknrænt.
Þú veist, okkur 300-400 ára gamla vínflösku, hvað þarna, hvað táknið sem þeir eru að gefa til kynna? En Berlusconi, já, heyrðu, ég bara svona halda partí með 18 ára stelpum og ég bara svona kaldur kall og gera það sem ég sýnist og hlæja öllu og klíp sekretæri hana í rassinn og hægri sinnaður og þú veist, svona sjálfstæði maður og allt þetta. Þetta þú veist, hlæja að því þó að ríkiskerfið ætla að setja mig í fangelsi í 2 ár og veist, þetta svona kall sem að svolítið virkar sem stórt íkon á marga. Sem svona hægri sinnaður sjálfstæður kall í knappinu, sko. Hvað svo sem manni finnst Berlusconi þá á hann kall í knappinu, sko. Ja. Og þetta kom inn í sömu sín og á sama tíma og fer maður að hugsa því vorum að tala Grikkland og Þýskaland. Við erum að horfa á Frakkland, við erum að horfa á, það eru miklar hræringar í Bretlandi, mjög miklar hræringar í Bretlandi. Það eru mjög margir Bretar og Bretar eru hörkutól, sko. Bretar eru harðir í horn að taka, sko. Bara, þú veist, þjóðarsálin, einstaklingarnir og göttunir. Já, þeir eru óbúslega heilaþegnir. Ég náttúrulega unnið með Bretum, sko. Já, þetta samt bæði núna í Gautaborg og ég vann með Írum og Bretum líka í síðasta sumar. Þeir bera ofbúslega sterk einkenni af miklum heilaþvótti, sko. Já, við erum að sjá hann heilaþvótt alls þar, en það breytir því ekki að þetta er hart fólk. Já, þeir eru það. En hérna, sko, ég tek núna ég svo heppinn að ég að vinna með fólki á alls konar þjóðerni, sko. Þannig Pólverjar, Írar, Bretar, Íslendingar, Normenn, Svíar og Danir náttúrulega. Og sko Norðmenn og Danir, Norðmenn og Svíar og Íslendingar eru óbúslega fljótir að vakna upp úr dvalan með þeir bent á 2-3 punkta, það bara eins og með ebóluna, sko. Já. Og þú þarft ekki að segja við Norðmann nema að tókst það eftir því að bara daginn eftir að hún var hálfpartinn að drepast úr ebólu þá bara spriklaði hún fram eins og blakdrottning, sko. Og var að fara aftur til Afríku og pappina var að klappa fyrir því. Norðmaðurinn búin að fatta hóksið, sko. Já. Pólverjarnir, þeir eru mjög upplýstir líka. Ungir Pólverjar eru bara, já, New World Order, Seðlabankablekkingin, fossetinn okkar var drepinn á samt öllum embættismönnum í þessu flugsleysi. Þeir bara, þegar þú farið á, það tekur smá tíma að komast að þeim, sko, þeir eru nú ekki alveg svona að opna sig strax. En eftir svona 3-4 mínútur og spjallaði þá kemur bara búm, 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 búm. Þeir eru með þetta allt saman á hreinu, sko. Já. Þú tala við Breta og Íra, þú kemst aldrei þarna með þá, aldrei. Þeir bara byrja að flissa og tala fótboltaúrslit og bara, þú veist, eru alveg ding-dong, sko, í hausnum. Já. Þar sé ég rosalega mun, sko. Þetta getur reyndar verið líka bara partur af, sko, með Íra, ég var alveg lent í því því ég var nú í Írlandi í smá tíma. Ég hef alveg lent í því að Írarnir, sko, þeir eru ekki að hleypa þér líka. Þeir vita kannski alveg hvað að tala með, þeir vilja bara ekki hleypa þér ánga. Þeir eru flóknir, sko. Ég er nokkuð lungin í að, sko, ég er nokkuð lungin að fá fólk að tjá sig, sko. Nei, ég bara er að varpa við bara sjónarhorni, sko. En það er líka spurning, sko, að það er miklu meiri stéttaskipting í þessum löndum, að þetta fólk sem ég er að vinna með þá kannski svona verkamennir og byggingaverkamenn og eitthvað svona, að það er kannski í milliklassanum sem að fólk er meira vakandi, sko, en það fólk er allt saman á spenanum, þannig að það mun aldrei gera neitt, sko. Það er eins hér líka, en það sem er líka bara, það má velta fyrir sig líka, sko, eins og með heilaþvottin, af því ég er ekkert að gera lítið úr því sem þú varst að segja. Heldur bara velta fyrir með þrívítinni að sko það er eitt langt síðan ég fór að velta fyrir með þeirri hugmynd að sko stríð er mikilvæg hluti af social engineering vegna þess að ef það er stríð í gangi og þú stjórnar hernum og þú stjórnar stjórnkerfinu og þú stjórnar fjölmiðlum og þú stjórnar kirkjunum og þú stjórnar öllu draslinu þá getur þú líka valið hverja á að senda á vígvöllin. Þannig að þá getur þú ákveðið hverjir eiga ekki að fara að lifa á vígvöllin. Þannig að þú getur ákveðið hverjir eiga að lifa af fyrir næstu kynslóð. Hverja er best fyrir mig að ala upp og byggja honum.
Já, líka bara að þú átt á því að í efnahagskerfi Vesturlanda eru morðtólin 80% af efnahagskerfinu, sko. Já, ég átta mig á því. Því Þannig miður að ef það er ekki stríð, hvað er að gera af allt þetta atvinnuleysa fólk, sko? Það hrynur kerfið, sko. Þetta því miður veruleiki sem allt og fáir fattar. Að lúxusinn okkar, hann er keyptur af MSC. Þess vegna er nefnilega til dæmis eins og núna, þá eru Svíar alvarlega að spá í að ganga inn í NATO. Já, alveg. Já. Það er náttúrulega bara efnahagspólitík því þeir eru náttúrulega með gríðarlega sterkan hergagnæðina hérna. Þessi hlutlausa friðsama þjóð, sko. Volvo's the safest automobile, yay! Saab er náttúrulega hættir að framleiða bíla og eru bara í að framleiða hergagnadrast, sko. Og Wallenberg er náttúrulega með rosalega marga verksmiðjur hérna í þessu. Og Wallenberg tók, einmitt. Þannig að, og svo bara, við seldum hérna allar Saab automat robotana til Saudi Arabíu, það var bara svona óvart, sko. Já. Þannig að þeir eru þvílíkir lygarar hérna en hérna, spurningin er, sko, að við munum sjá núna á orustu milli austur og vestur veldana. Það bendir allt til þess, já. Og það er ljóst að vesturveldin munu hrynja inn, sko. Já, það er alveg ljóst. Þau eru þegar byrjuð að hrynja inn. Og það er spurning hvað þeir munu drepa mikið af sínu eigin fólki áður en að yfir líkur, sko. Já, þetta er þess vegna þeir þurfa kjarnorkusprengju til að geta gert þetta. Já, þeir vilja drepa vakandi fólk, bara það er dæmið og þess vegna eins og Ísland er búið að opna alla löggjöf að þeir geta tekið hvert sem er og sprautaðan til meðvundarleysis eða dauða, sko. En þess vegna var ég að hugsa svæði eins og Katalán og fleiri svæði. Ef við horfum á sko, fólk í Evrópu almennt sem að sko, fólk hefur enga trú á sko, og sérstaklega síðan 2008, ég held að það mjög mikið að fólki fór að opna augun þá. Að síðan, síðustu 10 ár, segðu það, síðustu 10 ár erum við að sjá það að ungt fólk í Evrópu, bara fólk 40 og yngra, eða 50 og yngra, svo við fáum að vera með, að fólk sem að, sko fólk er svo mikið búið að missa trú á stjórnvöldum. Alla trú, fólk bara hristir hausinn yfir þessu rugli, sko. Og það búið að vera svo mikið af hlutu, bara eins og þetta sem ég datt í hug í gær með Gaddafi. Gerða fyrir þetta, ég fatt að Gaddafi í 30-40 ár var okkur kennt að hann væri algjört viðrinni. Svo er hann drepinn með loftárásum. Það er vitað að það var ekki uppreisnarmenn sem náðu honum, það var loftárás skerð á bílalestina sem hann var í. Þess vegna náðu honum. Þetta voru NATO-istar sem drápan, sko. Já. Og sko, það er búið að expósa svo mikið af drullunni sem var styrtað yfir Líbíu að Gaddafi er orðin í augum flest fólk sem að fylgist eitthvað með, bara orðin góðu gæi. Flesti viti í dag að jú, ok, hann var svolítið opinskár og sagðist undir hluti sem voru svolítið skrýtnir en þetta bara virðist að vera góðu gæi. Sko. Já, hann bjóð til mjög gott þjóðfélag. Fólk var mjög ánægt þarna. Já. Og nú er þetta bara rjúkandi rústir og bara steinöld, sko. Já, eins og ræðan hans í Arabaþinginu, hún er eilíf, sko. Hún er aldrei afnóð. Ja, hann náttúrulega bara, hann notaði 90% af gróðanum til þess að byggja upp þjóðina og þannig að slæmið þolið það ekki. Það er þess áhugavert að sko hann til dæmis, það var einhverjum árum áður en að uppreisnin var gerð þarna sem að hann leysti upp ríkisstjórnina í Líbíu vegna spillingar og hluti af þeim sem hann var að expósa fyrir spillingu voru partur uppreisnargengin eftir það. Já. En þú veist, mokkin er ekki að segja frá því, sko. Er einhver að lesa mokkan í alveg? Já. En sko, hver er það? Er það þú og hver? Nei, ég nenni ekki að lesa neitt lengur, sko. Ég bara fyrir að leita mér að dokumentari ISIS eða eitthvað, sko. Og þá er ég að menna gyðjuna ISIS, sko. Ég hef engan áhuga á hórungunum hennar. Nei. Ég nenni ekki lengur að fylgjast með hvað er að gerast á degi dags í fréttum og viðburðum ársins. Nei, það er líka, ég reyndar að upplifa svolítið, sko,
maður er eiginlega búin að upplýsa allt, þú veist. Já. Og reyndar ég með rosalegt ár, ég með síðustu 28 daga ég með 3500 áhorf, sko. Glæsilegt. Á þá íslensku og ensku rásinu? Íslensku, sko. Glæsilegt. Þannig að ég er með rosalega... Haltu áfram að auglýsa mig. Já. Engar ágjur af því. Ég er að reyna að koma að þeirra árans traffík yfir á þig, sko. Nei. Ég vil bara smá. Nei, sko, þú mátt halda gólinu. Þú verður að fara átt á því hvað þetta efni er massíft sem þú ert að gera, sko. Ég er alls ekki að fatta það. Það eru fleiri að segja þetta en ég er ekki að sjá það. Sem betur fer, sko. Ég verð bara montin hann. Já. En er þetta nýju hljóðeffekta stílinn hjá þér prump og róp dæmið? Já, sorry. Ég held að þetta væri ný tíska til þess að reka druslunar í burtu, sko. Ef það virkar, þá er það þess virði. Já. Nei, ég klára myndbandi, sko. Þetta verður ekki náttúrulega á mig. Ég var eitthvað að lenda í ykkur, það var eitthvað sem ég verði að koma þessu frá mér, því að hluti af vídeónum eru líka bara memo to self, basically, sko. Ég var einmitt að í morgun, þá, ég náttúrulega kom bara heim í gær, sko. Já. Svo segir konan í dag eitthvað svona, eða í morgun, já, heyrðu, hann kúkaði bara í garðinu, strákurinn, hann nefndi ekki að fara inn og kúka. Ég bara, já. Og hún var svona, þú veist svona, já, hann var bara kúk í garðinu, þetta bara gengur ekki, sko, hann verður að fara að klóða, veist, ég sagði, nei, þetta er frábært, já. Hann með þetta, sko, hann með þetta. Hann hafi skilur hvernig náttúran virkar, sko. Hún bara, nei, þetta er alveg ómulegt og svo var ég svona, setti blogg á Facebook að ég þurfti að undirbúa mig í rökræðu við strákina, hverju þetta væri ekki gott, sko. Að ég hefur engin rök, sko, þetta er náttúrulega leiðin. Ég er algjörlega rakalaus, sko. Þannig yfir kaffibóllanum út á sólinn í morgun, þá startaði ég þessari rökræðu við konuna, sko. Ég sagði, hvernig myndið þú rökstiðja það að hann ætti ekki að kúka bara í garðinum ef hann stattur þar? Hún eitthvað, já, það lyktar svo illa. Ég meina, það eru beljur bara steinsnar frá okkur sem kúka og það lyktar ennþá verra og miklu stærri dellur, sko. Og og það endaði bara umræðan bara að því bara, sko. Það var eina argumenti sem konan hafði fyrir þessari skoðun sinna að það var ekki gott að kúka í garðinu, sko. Kom hún ekki með að þú ætti að vera góður í mig? Nei, það var bara svona gerir maður ekki og þetta bara að því bara rökin, sko. Það eru góð rök. En ég er svolítið á hans máli, sko. Ég finnst þetta æðislegt framtak á hann. Já, við vitum að vera hættur þess að 3 mánuð sjálfur. Já, nei, ég sko, hún er 2 ára og hann er 4 ára. Og svona mál er rökrætt, sko. Ég rökræði við hann, sko. Mér líkar illa við þetta að því bara rökin, sko. Ég sá þig pósta þessu, ég hugsaði nákvæmlega þetta sama, einmitt hvernig á maður að útskýra fyrir 4 ára barni. Svona gerir maður bara ekki, af því bara er engin rök að þú ætlar að kenna barninu og spyrja spurninga. Já, þetta er rauninni náttúrulega, þetta er miklu heilbrigðara og náttúrulega bara að gera þetta það sem út stattur. Svo er þetta líka bara fasi í því að vera krakki, 4 ára krakki, sko. Já. Fyrir það, sko. En þetta er alltaf garðurinn okkar, en það kemur einhverjum öðrum við, svo sem. Já, þú meinar að barnavaldanefnd geti verið að skipta sig af. Nei, það kúkar í garðurinn. Sástu fréttina hann Tryggva Gunnar Hansen. Já. Og vísir, og maður hugsaði, býttu, er þetta virkilega frétt? Hann er að gera það sem sko, nánast allir aktivistar sem ég hitti langar að gera þetta, það sem hann er að gera. Og hvað er hann að gera þetta? Hann bara er með húsbíl einhvers staðar og er að búa út í náttúrunni. Já. Ég ætlaði nú að hafa talað á honum í sumar, ég hef með símanúmerið hans. Og ég veit ekki hvort hann fyrir aftur til Danmerkur núna á næstunni eins og hann gerir í fyrra. Ég ætlaði að hitta hann í fyrra líka.
Ég hitti Gunnar, Tryggva eins og hann var að kalla þessi þá, hann heitir Gunnar Tryggvi eða eitthvað, Tryggvi Gunnar. Ég hitti hann sko 92 við svona sjamanskar aðstæður og ég ætlaði að reyna að hitta hann aftur því mér langar að spjalla við hann ýmsa hluti. Hann mjög pæltur. Sko. Gunnar Tryggva heitir hann. Tryggvi Gunnar Hansen. Tryggvi Gunnar. Ekki Gunnar Tryggvi eða? Ég held að sem 2 prófíla, en ég allan annar prófílinn hans á vinarlistanum mínum. Tryggvi Hansen, já. Það nú flott þetta Facebook þótt þetta sé njósnað tól. Facebook fínt, sko. Það allt og mikið af fólki sem að þorir ekkert inn á Facebook. Það einmitt þannig sem að elitan vill að maður hugsa. Þetta er bara tól. Hvernig notar þetta tól? Já, við erum vinir. Nice. Sko, það bara þægilegt að vita við tengslum fólk á Facebookinu. Ég meina, ef Facebookið hverfur, þá finnum maður bara aðra leið. Já. Við erum annarkot vatnið eða uppistöðlunum, sko. Við ráðum því sjálf og þess vegna sagði ég áðan að sko allir þessi vakning sem víða þegar ég segi fólk hefur ekki stjórnarskrána, það vegna þess að fólk skilur ekki hvað stjórnarskráin er. Fólk heldur og mér langar, ég heyri alveg hvað þú ert að hugsa. Sko, við erum alin upp við það stjórnarskrá sé einhliða samningur á milli valdakerfis og lýðs. En raunveruleg stjórnarskrá er samningur á milli einstaklinga. Það er raunveruleg stjórnarskrá. Og stjórnarskrá þjóðveldis er samin með það í huga. Og þegar hún var skrifuð, þá var hún hugsuð sem verkfæri, tól sem einstaklingar geta notað. Til dæmis eins og þetta, ef við viljum umbreyting á hugarfari og samfélag til góðs, þá þurfum við að hafa einhverja leið, varðaða leið til að geta gert það. Og þessi varðaða leið hefur ekkert að gera með undirskriftin á pappírnum, heldur skýra hugsun. Já, ég held reyndar að sko, það sem að gerast er að fólk að taka völdin bara, eða að taka bara að byrja heima á sér, sko. Já. Fólk bara, þú veist, fólk bara að byrja eins og Grikkinni að bartera, fólk farið að hugsa að rækta lokal, fólk bara svona í rólegheitum að hugsa leiðir til þess að fara út úr kerfinu, sko. Já. Þótt þeir sjötti niður peningaflæðinu eða peningakerfinu eða krassi öllu í tætlur, að fólk bara að losa sig úr því, sko. Það er bara tímaspursmál hvernig fólk fattar að exodusið er þegar þú yfirgefur hugmyndakerfi. Já, þeir að ritskoða hérna vísir kommentið mitt þar við Breiðvík. Bara það er gott. Hot news. Já, það er gott vegna þess að það er þegar þú skrifar athugasemdir og bendir svo á að þeir hafi verið ritskoðar, það er eitthvað sem fólk tekur mark á. Og þeir er ekki búin að birta viðtalið mitt frá því morgun á Harmageddon. Það greinleikur aðgerðir á vísir gegn mér núna. En allt í lagi með það kemur svo mikið óvart. Ég verð á sögu í fyrramálið, þegar ég plugga það nú. Cool. Við heilsa Markusi. Já, ég skila því. Ég þarf nú að suða í honum að fara að taka meiri viðtal við þig. Ég vil fá þig aftur. Ég held að megið ekki. Nei, ég átta mig á því. It's all politics. Markus veit að mér, ég hef engar áhyggjur af því. Já, kemur bara þegar kemur. Það er líka annað sem ég er búin að læra, að maður getur ekki verið óþolinmóður í þessu hlutverki, maður bara mallar áfram dungu. Og þess vegna líka vil ég eins og með Markus. Markus er, held ég, nánast eini fjölmiðlamaðurinn sem ég myndi tala við. Já. Ég myndi tala við Þorgeir Ástvaldsson líka, en eingöngu vegna þess að ég fattaði Þorgeir út af því þegar hann leyfði mér að birta viðtalið hans við Gunnar Dal. Þá skrifaði ég Þorgeir og baði leyfi til þess og ég hlustað oft á þættina hans Þorgeirs í gegnum árin. Ja, hann er náttúrulega algjörlega heila þegin New World Orderisti, held ég. Ég er ekkert viss um það, ég held að Þorgeir sé snillingur. Ég held það. Ég er búin að fara að hlusta á Takk fyrir að ringja mig. Já, ég meina, þú veist,
Ég meina að hann ekki að hringja mig heldur, nei, ég bara á þessari skoðun, nei, ég ekki að tala fyrir þína hönd, ég að segja, sko, af fjölmiðla fólki, þá myndi ég ekki tala við hvern sem Ég myndi tala við Markus hvern sem Ég myndi mjög líklega tala við Þorgeir ef að þannig stæði á. En ég ekki til í að tala við hvaða fjölmiðlamann sem og af erlendu fjölmiðlafólki, það bara ein manneskja sem ég til í að tala við. Abbi? Nei, alls ekki. Abbi meitlarabarn. Hún stjarnan. Ég hef engan áhuga að tala við Abbi. Ekki nema þessu undir 4 augu við persónulegar aðstæður. Skilur. En verður það ekki eitthvað X-rated vídeó þá? Nei, það bara svona ef hún þyrfti að fá ráðgjöfarandi hundaþjálfun, sko. Það bara gert persónulega, sko. Nei, en svo annað, sko, náttúrulega þegar ég var í hagsmunasamtökum heimilanna og fleira slíkt, sko, og fann upp greiðsluverkfall og allt þetta, þá var náttúrulega bara kerfisbundið ekki verið að tala við mig nema Markus, snillingurinn. Og og það náttúrulega fólk sem að hefur jákvæða greindavísitölu hlýtur að spurja sig að ég nú svona með ákveðna jaðar hugsanir, sko, eða skoðanir. Akkur til dæmis í einhverjum málum eins og kvótamálum, akkur ég aldrei í einhverjum laugardagsþáttum eða á RÚV eða í Kastljós eða eitthvað. Það bara skipulagt, ekki tala við mig dæmi í gangi. Sem þýðir það að það sem ég að segja hættulegt þessu slími sem í gangi, sko. Já, eða það hættulegt á því leitinu að það ekki hægt að stinga upp þig. Já, fyrir utan það. En ég til dæmis en það náttúrulega líka, sko, þróast meira og meira þegar ég að segja í vídeóunum, ég kæri mig ekki að fólk sé að hafa samband við mig, ég kæri mig ekki vinabeinir, ég kæri mig ekki persónulega athygli, ég kæri mig ekki debates, ég bara að segja mína skoðun, take it or leave it. Og varðandi, sko, ef eitthvað gerðist þannig að ykkur fjölmiðlamafía hefði áhuga að tala við mig eitthvað, ég ekki til í að tala við hvern sem Já, einmitt. Já, ég sé einmitt að hlustendur eru farnir að dreifa þessu kommenti mínu frá Vísi. Ég hveti ykkur að gera það bara, dreifa því bara beint sem mest. Þetta svona mitt take, ég ekki að þessu fyrir publicity, það bara ákveðnar hugsanir eða ákveðnar skoðanir sem maður langar að fleyta út. Hvort það falli eitthvað jarðveg eða ekki, það bara ekki mitt. En heyrðu, ég bara fatt þetta núna með við erum að tala, sjáðu hvað komið mikil panik upp í Noreg að þeir þurfa að fara að drepa Breivik, sko. Þetta eru rosalega merki, sko. Og að Vísir hefur ekki verið að bögga mín neitt frá mig þess að þeir hafa leyft mínum kommentum að standa, en núna það farnir að ritskoða mig, sko. Út af þessu Breivik, þeir munu drepa hann á næstu dögum, sko. Þetta áhugavert. Þetta bara dæmi sem í gangi. Hann alltaf, þú veist að hann fekk aldrei að tjá sig, sko. Það hefur aldrei komið eftir að hann var handtekinn, hefur hans hlið aldrei komið opinberlega fram, þannig að við vitum ekkert í raun hvað í gangi með hann. Það getur vel verið að ef hann fengi að tjá sig, þá myndi að segja, það voru sérsveitarmenn sem komu í svörtum búningum, ég sá 6 menn sem kom inn á drittu, hann kannski með einhverja sögu, sko, við vitum bara ekkert það. Já. Og það er meira spurning hvort hann hafi átt að sá því hvað réttarhaldin snerust yfir höfuð, sko. Já, það spurning. Og það er spurning hvað mikið hann blóraböggull, sko. En það rosalegt að þeir eru undirbúa aftöku hans, sko. En þeir hljóta átt að segja á því að þeir taka hana lífi, hvað það staðfestir mikið af því sem að fólk svo við að segja. Já, þeir ná ekki að slá niður greiningu Óli Demegard. Það ekki hægt, nei. Það sénslaust, sko. Og hann ekki að hann bara að tjá sig hann fór til Noregs og hann bara að segja svona það sem hann sá, þetta var svona, hann bara að lýsa útsýninu, sko, og svona því sem að verið að segja honum. Já, og confrontationið við lögguna sem hann var hérna. Já, og hann bara svona að lýsa þessu og hver heilbrigð manneska sem hlustar á þetta, það bara, þessi saga sem verið að segja meikar ekkert sens, en það sem Óli að segja bara það stemmir allt púslið þegar hann segir þetta. Sko. Eitt sem að... En því þannig að það líka Óli Demegard í lífshættu. Ekki eftir hann segir þetta.
Já, reyndar Ekki eftir að lýsingin komin út. Já, það staðfestir það ennþá meira, sko. Já. Já, þannig að hann er hugsanlega með Það er tryggingu þar, sko. Já, það er það margir búin að þegar sko, eins og ég vinn til dæmis, og sko þegar mér dettur eitthvað í hug, sem að mér finnst mikilvægt, þá kem ég því út eins fljótt og ég get. Hann er með 8.000 view á þetta. Þjá Alfred, sko. 8.000 view og þú veist að það margfaldast, sko. Það getur verið. Já, þeir komast ekki fram hjá þessu. Normenn eru að uppgöta plottið og þeir ætla að drepa Breivik, sko. Hann veit eitthvað sem þeir vilja aldrei komið fram, sko. Þetta er eins og með tölvuna, sko, og svona njósnir og annað. Ég hef aldrei áhyggjur og svona. Það er ekki neitt á tölvunni minni sem að þolir ekki dagsljós. Já, ekki mér heldur. Ég set allt út strax, sko. Það er bara út, sko. Og ég er ekki með neitt, sko. Það er ekki til á borðinu eða neitt. Það er bara allt beint út. Og bara alveg eins og ég sagði við Daniel, ég sagði, sko, að því ég var að segja við hana, sko, ef þú dreifir þessu, mér er sama þó að ég fá athygli, en ég er bara með áhyggjur af því hvort athyglin yrði vond fyrir þig. Og það er eins og þú sér, sko, með mig, ég er með eins fá á Facebook-vinn og ég get. Ég hvet fólk til að vera ekki að setja sig í sambandinu. Ég nota síman nánast ekki neitt. Ég tala bara við nánustu vini og þar tala ég eingöngu persónulega hluti, ekkert neina aktivisma. Ég passa mig á því til þess, og það er engin, ég sendi nánast engin SMS-skeyti, bara yfirleitt eða neitt. Og veist, það er ekkert í mínum tölvufærslum, símafærslum, tölvugögnum, online-gögnum, neinstæðar neitt sem er á nokkurn hátt þess virði að grafast eftir. Nei, en það maður er bara, veist, eins og ég hef margótt sagt, veist, ég hef aldrei komið á neitt af þessum stöðum og ég veit ekki neitt, sko. Eina sem ég er að segja er að það sem að þeir eru að sýna mér, veist, þeir eru að segja mér, heyrðu, Axel, 2 + 2 eru 5. Ég segja, 1, 2, 3... You better believe it. Er ekki 4? Það er eina sem ég er að gera, sko. Ég er bara að telja á puttanum það sem þeir eru að segja mér, sko, eins og með Transasian. Já. Að þar fór ég bara að taka svona gráðurnar fallið á flugvélinni og það sem þeir voru að segja bara define graffiti, sko. Flugvél fer ekki svona fallið svo hoppar hún, veist, 5 nokkra kílómetra til hliðar, sko. Það gerist ekki þannig, hún bara krassar það sem hún fer niður, sko. Já, þetta var, já. En talandi sko, þegar ég horfi á vídeóðans Óli Dammegard, já. Ég ætlaði ekkert að horfa á það fyrst, af því ég er náttúrulega aðdáandi Alfred Webre, engin spurning, en ég er ekkert að liggja yfir honum, sko. Hann er einn af fáum sem ég myndi nenni að fylgjast með. Ég nenni eiginlega engum nema Vinnie Eastwood og Richie Allen. Ég nenni eiginlega engum öðrum. Og nema eins og þetta, ef að ég sé einhvern post einhverju frá Alfred Webre, þá er það einhver sem að ég svona ber virðingu fyrir, sko. En og ég vil helst sjá viðtöl, sko. Ég vil helst sjá viðtöl í dag. En þegar að ég sá þetta viðtal í sumar, ég man ekki hvort það var það í júní. Já, sem þetta viðtal var þetta ekki? Já. Við Weber? Nei, það er bara 1 mánuði síðan það var ekki. Weber og Óli Dammegard? Já, þetta er alveg spökunni. Þetta er þá annað viðtal en það sem ég er að tala um, sko. Já, sko, það var hjá Weber sem hann kom með heildarmyndina, sko. Já. Hann hefur verið að tala um svona litla hluti, sko, en hann kom til Weber bara nokkrum dögum eftir hann hafði farið í þessa Noregsferð og hann var með fyrirlestur þar. Ég hefði þetta viljað að fara á hann, ég var að vinna, sko. Og hann hitti fullt af fólki í Noregi, hann fór á staðina og fljótlega eftir það, sem er þá sennilega mánuður núna, ég sé hérna á vídeóna sem það er mánuður síðan að setja á vefinn, að þá koma með alla söguna, sko, bara hérna, búm, veist. Skemmir það nokkuð ef ég gerir hérna new window þó ég sé í djúpkvæðinu? Veit það ekki, nei, ekki. Ég gerir hérna new window. Ég ætla að gáða, nefnilega, ég held að ég hef sett inn logust alltaf. Er ég ennþá í... Já. Já, ég setti það á streetrock eða logust. Ég seti inn á streetrock hluti sem að skipta með minna máli, er bara partur af research. Ég er ekki búin að vera duglegur að sinna því núna. Já, þetta var publicerað 3. ágúst, þetta myndband. Ég veit ekki hvernig ég gerði. New articles...
En næst, það sem hann var á, ég bara á síðuna hans, sko, það sem hann var á undan var hann að tala Holocaust-hóksið, sko. Já. Hann talaði ekki svo mikið Noreg, sko, hann var bara með svona smá punta með Noreg. Og svo eftir Noregsferðina þá koma með þetta Webber-vídeó sem var bara bomba, sko. Þú bakkar ekkert með þetta. Já. Og núna eru norðmenn í framhaldi af því að tilkynna aftöku Breivik, sko. Mér finnst þetta áhugavert. Ég reyna að finna. Þetta eru rosa fréttir hérna í gangi hjá Frelsi TV. Já, þetta er áhugaverið punktur, sko. En hérna, þetta er í Dagblaðið. Þannig að þessi spilaborg virðist hreinlega vera að hrynja, sko. En það á eftir að sjá hvað er mikill kraftur í fölskufónunum, sko. Og þegar að svona mikið af upplýsingum er komið fram, þá er rosalega erfitt að púlla á falskan fána, sko. Ekki nema að hafa hana. Þannig, sko, það sem myndi gerast við kjarnorkusprengju er að það sameinar fólk, sko. Þá hættir að hugsa og sameinast bara. Ekki ef það læðist aðeins á grunur að þetta sé falskur fáni. Ef að það læðist að þjóðunum minnsti grunur, eins og núna þess vegna ætlaði að drepa Breivik, af því að norska þjóðin er að fatta herðubyttu, það er búið að vera að fíblast í okkur. Þá byrja stjórnvöldin að reynsa upp öllu vitni og drepa allt fólk sem maður getur expósað á, sko. Já. Ég var nú bara að fatta þetta í okkur samtali núna, þetta er ástæðan fyrir þeir alltaf að drepa Breivik, sko. Og þessi frétt er undirbúningur undir það, sko. Nú er verið að tala við því að hann er að hóta hungurverkfall þeim svo ósáttur í fangelsinu. Hérna eru bara, ég sit fréttina hérna í kommentin. Ég finn ekki hvar ég setti þetta hjá mér. Hérna er í þessari frétt, kíktu á þessa frétt sem ég var að deila þarna. Það er mynd, eða þess vídeo næst. Það sem að sko líki mjög Breivik Museum som Holocaust Center er en Hitler Museum. Sko þeir eru nefnilega að reyna að búa til svona Holocaust trúarbrögð í kringum útdegi, sko. Þannig að þeir eru hérna í miklum og sama tíma er búið að vera í norsku blöðunum sko flugmenn sem sprengdu Sýrland og svo bara við okkur bara sagt að sprengja eitthvað, sko. Við vissum ekkert hvað vorum að sprengja, við völdum skotmarkinn sjálfur, sko. Við drápum hundruðir eða þúsundir af saklausu fólki á sama tíma, sko. Þannig að þetta er allt saman að hrynja þessi spilaborg. Og þetta er náttúrulega ástæðan fyrir þeir að raða upp skriðdrekum og drasli hérna alla Skandinavíu, sko. Ég ætla að setja hérna. Og sama tíma er Bubbi Strumpur frá Íslandi hjá Sameinuðu að við ætlum að draga úr gróðurhúsa áhrifum á Íslandi 40%. Sustainable development. Þeir eru með sko hausinn svo langt upp í New World Order raskatina, þeir eru hættir að finna skítalegt, sko. Fann að finna andremmu, sko. Ég er að finna þennan post sem ég gerði. Ég finna hann ekki, ég veit ekkert hvað ég sett hann, ég veit ekki á hann einhverstað. Post þar sem ég var að tengja Óli Dammegard og fleiri punktar, sko. Ég bara finn ekki hvað ég sett það. Ég er nú meiri auðlín. Ég spái því að á næstu dögum eða vikum þá munum við fá frétt það að Breivik hafi hengt sig í fangelsinu. Ég væri nefnilega ekki til þess að því, sko. Nei. Og ég finn ekki þess að færsli á mér. Ég þarf að skoða þetta vídeó sem þú ert að tala um. Ég þarf að finna færsluna og gefa henni eitthvað nafn svo ég geti fundið hann aftur. Já, vilt að ég seti Dammegard inn á kommentinu? Nei, ég kíkti á hann inn á Facebook, ég sá þarna færsluna þar sem þú ert að fjalla um. Ég þarf bara að kíkja á það eftir og
bókamerkja það. Já. Já, herðu, þetta var rosa uppgötvun hjá okkur. En það sem að sko, þegar að þetta viðtal sem ég að tala með Óli Dammegard og Breivik, Webre, þegar það kom fram það, sko, ég var búin að vera að hugsa í svolítinn tíma sko, mannfórnapælingar meitlarana. Já. Og ég fann að sjá svo margt allt öðruvís eftir ég tengdi þá punkta eins og með tvíburaturnana, hvað var þetta ekki bara mannfórn, þú veist. Þetta svipað og ég skrifaði einmitt inn á íslenska samsæriskenningar nýlega að hvort Guðmundur og Geimfjallsmáli hefði ekki verið bara mannfórn fyrir þorskastríðið sem að fór í gang ári síðar. Og ég er farin að horfa meira á þetta eins og með útæg, hvort það voru ekki bara mannfórnir fyrir undirbúningur fyrir eitthvað sem Skandinavíu ríkin voru að fara að gera. Þetta var náttúrulega undirbúningur undir að Stoltenberg fengi stöðuna í NATO. Þegar hann þurfti að púlla þetta og í Oslo þá þurftu þeir að láta fullt af gögnum og skjölum hverfa sko, út af fjársökastarfsemi þeirra í Noregi sko. Já, en sko við vitum eitthvað hvað eru norðmenn að gera í Afríku til dæmis? Þeir eru náttúrulega bara allstaðar í stríðsglæpastarfsemi. Þeir eru náttúrulega með olíufélagið sitt í samstarfi við Halliburton og þegar maður er að vinna í Stavanger þá þar Halliburton og öll þessi amerísku glæpafyrirtæki sko. Við vitum að þeir hafa keypt mikið af frumskóm í, hvað var ekki, Senegambíu? Já, sko, maður hélt náttúrulega að normenn væru bara góðu gæjar og væru bara fjárfesta og væru svona civilized, en ég meina þeir eru bara komnir upp fyrir eyru í stríðsglæpi og að drepa sína eigin borgara með fölskum fánum og þetta kabal í Noregi bara búið að vera sko. Já, menn ég er að reyna að horfa líka í hináttina sko, förum til dæmis til Kongó og norskumennina 2 sem voru dæmdir þar fyrir njósnir. Já. Ég veit ekki hvort að þeir var þyrrt eða hvort þeir voru teknir í lífi. Það stóð allan til að taka á hann lífi. Þetta eru, hvað langt síðan? 20 ár síðan? 15 ár? Hvað var það segir þau? Það voru 2 norðmenn dæmdir í Kongó fyrir njósnir. Já, einmitt. Og vopnasmygl. Já, þeir eru náttúrulega bara að vinna fyrir NATO glæpagengið sko. Og þar eru mikið af frumskóm, þar eru mikið af demantanámum, eru til demantanámur í Vestur-Afríku, þar sem þeir eru búin að vera norðmenn líka, að kaupa frumskóa og skóaréttindi og hlera. Förum víðar, tökum til dæmis með Rúanda, Burundi, var ekki Rúanda þjóðamorðin þar sem ég held að hafi nú bara verið 10.000 manns drepnir en ekki 800.000. Sem hellingar af fólki líka reyndar. Reyndar, en þú veist, ég trúi því að genocide sé oft notaði bara til þess að gera fólk störtlað. Og þú veist, það getur vel verið að 10.000, sko, ég gerði vídeó um þetta nýlega þar sem ég var að pæla í að genocide væri að fara fram á stöðum þar sem vaknar ný hugsun. Þar sem targetað hverjir eru að pæla í þessari hugsun, þeir eru drepnir og síðan búið til genocide og okkur sagt að það sé 20.000 stærra. Og ef þetta er rétt hjá mér, ég gerði þarna vídeó líka um hugsanlegt genocide á Íslandi út af sömu pælingu. Að ef það verður vakning á Íslandi þá þarf fólk að passa sig að nota netið alveg í botn, að vera í tengslum fólk erlendis, sérstaklega ef það þekkir enskumælandi fólk, að skrifa á ensku, láta vita hvað er að gerast hérna og vera svolítið sparki. Við erum ekkert að gera, ég er búin að vera að sjá trekk í trekk að umheimurinn fær ákveðna fréttir á Íslandi, Íslendingar fá ákveðna fréttir á umheiminum, en það er algjörlega matreitt hverjir eiga að fá að vita hvað Ísland og hvað eiga Íslendingar að fá að vita umheiminum. Það er algjör filter á milli og íslenskir Facebook-notendur og íslenskir fjölmiðlanotendur eru ekki að tengja þessa punkta og bregðast við. Við eigum að vera, við sem erum að nota netið, við eigum að vera mjög virk í því að heilsa upp á útlenska vini á Facebooku, pósta fréttum sem er á ensku, sem er á Íslandi, koma með athugasemdir hvað er í gangi hérna. Vegna þess að það eru margir Íslendingar sem trúa því að hér verði vakning sem að muni láta til sín taka á heimsgrundvelli og meitlararnir trúa því líka og þeir geta lokað fyrir alla umferð til og frá Íslandi á 10 mínútum. Bæði rafræna umferð og físiska umferð og þeir geta svelt Íslendinga til bana á 3 mánuðum. Þeir þurfu ekki að hleypa við einustu byssukúli.
En það ljóst að sko Norðmenn eru á stríðsglæpa buxunum sko og þeir eru á Íslandi sko. Það norskur her á Íslandi núna. Nei, hvaða vitleysa er þetta í þér? Hvaða vitleysa er þetta í þér? En þetta eru þá í raun rosalega góðar fréttir fyrir Ísland. Og það ljóst sko, ég hef sagt það áður reyndar sko að norska landhelgisgæslan eða herinn eða hvað þetta og íslenska landhelgisgæslan og lögreglan, þessi norska lögreglan og öryggisapparatusin og íslenska lögreglan og öryggisapparatusin eru prima modus í eiturlyfjainnflutningi til Íslands. Já, ég trúi því. Og ástæðan fyrir að Guðmundur og Geirfinnur og Sævar og þetta lið var drepið út af smygelstarfsemi. Ég held að svona lagað séu 2 flugur í einu höggi. Það er að segja, þú veist, það vantaði fórnardýr til þess að fórna á Freemasonry rituálum. Það vantaði mennsk fórnardýr fyrir eitthvað stríð sem þeir voru að fara að gera. Þorskastríðin hófust árið síðar. En leið hverju megum við að fórna? Jú, þarna eru menn sem eru hættulegir fyrir eiturlyfjaiðnaðinn en okkar. Þú veit, tökum það. Já, það líka rétt að þegar það er yfirleitt sko fleira en eitt agenda. Það mjög sjaldan sem framkvæma atburð bara út á einni ástæðu sko. Já. Það geta verið fleiri ástæður í spilinu en það nokkuð ljóst, ég náttúrulega gert heilt myndband það nokkuð ljóst að þessir menn í gömlu málunum voru drepnir út af samkeppni að ríkisvaldið, valdstjórnin var að yfirtaka þennan smygl-business sko. Já, ég tók það alveg brátt. Já, og Sævar var náttúrulega mikið í Noregi hugsanlega í þessari starfsemi þar með þá norsku lögreglunni og öryggisapparatusinu og hann hefur eitthvað verið til vandræða og þeir hafa þurft að losna við hann sko. Eða þá hann hefur verið að gera það sem ég segi hann hafi verið að gera. Getur líka verið að hann hafi verið að gera það og það getur líka verið að þeir þurft að koma blóðbragði í löggukjaftana á Íslandi sko. Svo getur líka bara vel verið að Sævar sé meðlimur í NATO Kristallskóls og sé núna í Afganistan að taka þátt í einhver aðgerð þar. Það stór spurning af hverju blóðið í andrun það stemmir ekki við neitt samhengi. Nei, ég heldur reyndar að það sé ekki. Ég er náttúrulega opið fyrir öllu sko. En Já, þetta er freistandi framsæðiskenning. Já, ég held að reyndar hann hafi bara verið einfaldlega gamall og illa farinn til þess að nýtast í sérsveitinni, Kristallsveitinni sko. Og ættingjar hans lýsa honum sem veikum manni sko. Og það ekki fólk sem þú vilt nota en ef hann hefði verið ungur 25 ára skilur í superformi og orustu hæfur, þá hefði ég alveg keypt þessa kenningu sko. Já. Eða þá haft hana með sko. Maður veit bara það sem aðalsamsæringar segja manni. Já, þú ert alltaf að raskilla samsæringa, ég get alltaf setið orðið. Þú náttúrulega löngu búin að sjá í gegnum það að þetta samsæringatali var náttúrulega bara sölugimmick sko. Það sér að rási mín líka bara heimspeki og guðfræði og þetta var bara marketing sko. Já, og líka upphafið var ég með fullt af samsæriskenningum sko. Já, ég meina þú veist þetta bara partur af prógraminu. Við búum í samsæri. Já. Þegar ég skrifaði orðatal, ég man ekki hvort það var þar sem ég byrjaði að segja eða hvort ég byrjaði því fyrr, að ég trúi því að sé bara 2 samsæri í gangi. Annað samsærið eru samsærið fallna engla og hitt eru samsærið þá sem eru handhafar valdsins í mannheimum. En sérðu myndina sem að koma upp núna, það þessi spilaborg að hrynja. Það Rússar byrja að sprengja í Sýrlandi. Damegard opinberar glæpaverkin í Noregi núna bara 2 dögum eftir að Rússar byrja að sprengja í Sýrlandi þá
ætlaði að drepa Breivik, lygasagan að rússar séu vondukallin og þeir eru búin að vera að pempa upp norska herinn til þess að svara einhverjum rússneskum árásum. Þær samsæriskenningar falla niður núna alltaf eins og ég veit ekki hvað, sko. Þannig að þessi spilaborg að hrynja, sko. Gjörsamlega að hrynja fyrir framan augun á okkur. Og sjáðu hvað við getum haft mikil áhrif, bara, eða þessi Óli Dammeberg, hvað þetta vídeó séu mikil áhrif. Já, ég áttum á því. Við vitum aldrei, eins og til þess með bæði efni sem þú ert að gera og efni sem ég er að gera, við vitum aldrei hvenær eitthvað eitt efni sem við gerum fyrir vírans. Já, við erum eins og Mel Gibson, við vitum ekki, hann gaf út svona conspiracy rit, sko. Já. Og allt í nú var rosalega ofsóttur, hann vissi ekki hvaða ára hann saga þetta var sem hann hitti í mark, sko. Og góða punktur, sko. Já. En það er alveg rétt og það, þú veist, þess vegna setur maður, sko, stundum setur maður eitthvað frá, ég set stundum hluti frá mig bara því mér dettur í hug, sko. Já, en þessi tónn, sko, það hefur alltaf verið svo mikið að fávitum í þessu samsæringa geira, sko, sem hafa bara verið með eina gráðu, alveg bara og þetta hafa verið svona fólk sem hefur verið mjög unstable, sko. Já, ég er náttúrulega að gagnrýna þá. Ég er líka að gagnrýna þegar menn fá overtrú á infowars.com eða einhver álíka. Já, ef að menn stoppa þar, sko, hann er enda mjög góður áfangastaður á leiðinni, sko. Já. Alex er góður, sko. Já, Mart, þú meina Bill Hicks, hann er ekki. Já, ég er eiginlega hrifnastur á hárgreiðslunni hjá hann. Já. En hérna, þetta er náttúrulega bara Bill Hicks, en það skiptir nú eitthvað máli. Hann er sko, mér er alveg samátt að menn millilendi og alls konar svona stöðum, sko, en menn með ekki stoppa þar, sko. Já, menn verða að halda árum að tengja punkta en það er samt skiptir öllu máli að samsæringar sameinast að berjast við chemtrails. Það er aðal baráttuefni, sko. Já, reyndar sér maður, sko, og þú sér eins og að Morris hann er svolítið á einu máli, sko. Það eru þeir sem eru svona einmálungar, þeir eru svolítið að verða eftir í ríkinu, sko. Já, mann nennir ekki að hlusta á, sko, eins og með Morris, ég fattaði Morris, ég kíkti á hann árið setna, eða 3 mánuði setna, en núna sé ég, það er ekkert nýtt á Morris, hann er bara að tala sömu hluti og ég er að sjá sjálfur í fléttunum, hann er ekki að segja mér neitt sem að, hann kemur hins vegar stundum með viðtal við Joaquín Flores, og Joaquín Flores er ekki með sín eigin vídeó, hann kemur bara í viðtölum. Já, það er frábært efni reyndar, og hann er með fleiri í viðtölum, sko. Já, og þannig að það er efni sem maður hins vegar horfir á, sko. Flores er bara snillingur og hérna, veist ég bara það, ég fattaði hann í gegnum Morris og það er bara flott, sko. Ég kem aldrei frá viðtalið við Flores öðruvís en hann hafi gefið mér nýjan punkt. Hérna kemur spurning frá Þórdísi, hver er kenning þín Sævar? Í hraumbænum þá, væntanlega. Mín kenning er svo hann hafi verið að ljósmynda, taka stafræna ljósmyndir að hverjir fara inn í meiklaramynstrið. Já, einmitt. Og hann hafi ætlað að setja það á netið. Já. Og þessuna, sko, ég áttum alveg á því að þetta er bara kenning, en ég líka segi reglulega hvað er tölvan hans og hvað er myndavélin hans. Ég held að hann hafi hótað miklu meira, ég held að hann hafi hótað að expósa, sko, hann var náttúrulega fátækur og vantaði pening og var í óreglu og eitthvað svona. Ég held að hann hafi einfaldlega verið að hóta því að expósa eiturlyfjasmygli nema hann fengi peninga. Það er alveg hugfulegt, við erum ekki að fá neinn svör, en það sem að Þetta er bara kenning, sko, þetta er bara skot í myrkri, sko. Ég er náttúrulega að reyna að fá fólk til að átta sig á því að íslensku samfélagi stjórnaða meiklurum, algjörlega. Já. Það er mín skoðun náttúrulega, en prove me wrong, please prove me wrong. Það er akkurat það sem ég vil, notiði hashtags. Hverjir eru meiklari, ef þú veist að einhverju meiklari, settu þá bara, postaðu, ég held að þetta sé meiklari og settu hashtag meiklarar og fáðu fleiri til að gera það sama, bara expósum þetta. Nei, ég ætla bara að segja hérna skóutsala í Smáralindina, já. Já, þetta er alltaf fólk sem við... Chemtrails, já, ég hef ekki heilabú, hei, hvað er að þér með, ég er bara að leggja því í einhelti. Ég var lagður í einhelti daginn fyrir það að mótmæla einhverju á einhverju einheltisgrúpu. En þú nú komin með smá skráp, eða ekki? Ég? Smá skráp, svona.
mér drullu sama hvað það sagt mig, en ég verð bara svo sár fyrir hönd heimskingja þegar ég expósa heimskingja. Ég verð svo sár fyrir hönd fólks að vera með þetta frábæra heilabú sem þau fættist með og vera ekki að nota einu sinni 10%, ekki einu sinni 1%, vera bara sturlaðir umskiptingar, steinrunnin gólem, þú veist, það svo sárt fyrir þeirra hönd að sjá mannesku vera að gera sjálfa sig, sko, ekki einu sinni góriðlapa, sko, hvað þá simpansa. Já, maður vex upp úr því að pirra sig á því. Jú, ég náttúrulega kannski farið þennan feril sem að þú ert að fara í gegnum núna, en þú ert á þeim stað, sko, að áhorfið að aukast hjá þér, sko. Já. Og ég tók svona 1 ár held ég, 1,5 ár, það voru ekki svo mörg áhorf, sko. Svo allt í bara búm. Og náttúrulega svo þegar komið svona, það var 1 mál sem var stæðsta myndbandið mitt enn þann dag í dag var Vodafone samsærikenning. Og síðan alltaf Sævarsmálið. Þar fékk ég rosalega mikið áhorf og þannig að ég þarf að fara. En ég myndi, sko, þú náttúrulega ræður hvað þú gerir, en ég myndi ekki hætta, sko. Og það er spurning, sko, þú ert að gera svo mörg vídeó, sko. Já. Spurning að sitja í 1 vídeó á dag eða eitthvað svoleið, sko. Það þarf að vera að gera 5 á dag, sko. Sko, það er alveg rétt sem þú segir. Stundum reyni ég að hætta og ég ger ekki neitt í 2-3 daga, svo allt í einu brestur ykkur stífla það. En málið að þetta allt saman streymi. Ég ekki, sko, hvert einasta vídeó sem ég hef gert var upphugsað 5 mínútum áður en ég gerði það. Já, þetta sama hjá mér. Ég bara að vinna og hugsa og svo safnast upp eitthvað efni í hausnum á manni, sko. Svo bara kveiki ég og byrja, sko. Og ég reyndar að því að bara til þess að geta fundið efnið sjálfur og auðveldar að deila því, þá reyni ég að hafa góðan titil á því, sko. Já. Germanwings var bara Germanwings og þess vegna bjó ég til þess að live þætti það sem ég var að bladra allt og svona bara pústa, sko. Já, og þá sérðu strax, sko, þú sér strax ef þú ferði í vídeólista mín og þannig hann að tala þetta málefni. Já. Eða hann að ranta í live, sko, eða svo í djúpkóðum, sko. Þetta allt hjá mér bara flækjuhnykill, sko. Stebbi vill fá 10, Stebbi er orðinn fan hjá þér, sko, átt af því. Þannig ég þarf að fara að gera vídeo Stebba. Hann vill fá 10 á dag, segir Stebbi. Það væri fínt, segir hann. Ég að verða svo færi að slá puttan á öllum sem kom nálægt mér. Þannig ég þarf að fara að vera hálfu skrýtnari til þess að tryggja að ég fá ekki áhorf. Ég að reyna að gera vídeóin fyrir þá sem geta fattað þau og vinna sjálfur. Þú veist, eins og ef þú fattar eitthvað flott samsæri, að bara gerð þú gott vídeó það. Ég bara verð bara glaður að sjá að einhver fattaði pælinguna og ég held svo áfram að móka upp í drullupittunum, sko. Já, einmitt. En ég sé líka, það gleður mig rosalega mikið, að svona hópurinn sem í kringum okkur, að fleiri og fleiri af þeim fannir að, sko, koma með bara massífa hluti sem kommenta undir fréttum í fjölmiðlunum eða bara á Facebook af vegna sínum. Fyrst voru svona punktar, sko. Nú menn fannir að koma bara með heilu greiningarnar, sko. Já. Sem spot on og jafnvel á undan mér eða þér, sko. Já, og svo maður að sjá daglega, sko, en sumir bara að posta hverju fréttin og fættur annar og segja, þetta lygi? Já. Þannig að það rosalega stór hópur að koma upp með okkur, sko. Já, þannig að sumir að sjá allt sem lygi. en ég veit ekki, er það góð punktur, rétt árin ég kom live að því ég var að bíða eftir þér, og því ég var tilbúinn, og var ég bara að drepa tímanum að taka til þú komst online og ég fór eitthvað inn á vísi.is af því ég ekkert að skoða fjölmiðla frá degi til dags þá bara að segja, já, ég ætla að skoða einhverja frétt, kannski eitthvað frétt sem verð þess virði að tala og ég sá hreindýrafrétt Já einhver hreindýr sem að þeir voru að giska og hefðu kannski farið fyrir björg í einhverju óveðri en þú veist það gerast á þannig tíma árs og það eitthvað ekki trúverðugt og mér fannst líka áhugavert hversu fljótt þau væru orðin að beinagrindum. Mér fannst líka áhugavert að þeir röðuðu upp öllum hausunum á ákveðinn hátt með hornunum.
Og mér fannst líka áhugavert að því þeir tóku sérstaklega fram að þetta hefði ekki verið þarna fyrir ári síðan, en miðað við mann, ég alveg upp í sveit, ég hef séð dýr á Víðavangi, nei, þessi dýr eru ekki síðan núna í ágúst eða september. En svo fór ég að hugsa, veitu, hvað gæti þetta verið, þetta væri meitlaraskilaboð, og ég taldi dýrum, þau eru 30. Það eru 12, 10, 7 og 1, einhvern veginn. 12, 10, 7 og 1, ef maður reynd. Já. 7 plus 12 eru 19, plus 1, það eru 20, plus 10 eru 30. En það hérna, sko, nú hóksið að opinberast, sko, en það rosalega mikið af sæhoppum í gangi ennþá, eins og með þá væntanlega þetta hreindýra spinn og núna þetta grísabúa spinn, sko. Já, ég þekki það ekki, ég bara sá smá frétt. Já, þetta allt saman til þess að, sko, þetta eru hernaðaraðgerðir til þess að fólk var lokist á kúunar mátt að stöðva matvælinnflutning eða fleira slíkt, sko. 2 punktar í viðbót, þetta að gerast á þannig stað, þetta að gerast ekkert á ósvipuðum slóðum eins og Gullleitin átt að fara fram í Hittifyrra. Það líka áhugavert að þetta að gerast á svæði þar sem ekkert mikið af mannaferðum. 1 punktur í viðbót, nafnið Seljalandsdalur, ef maður rétt. Farðu í að þetta blóði fyrir austan, farðu beint í vestur frá stað, alveg beina línu í vestur með stefnun á Dalasýslu og findu það á Ströndum, ef þú dregur línu frá þarna þar sem að Dalasýslan endar, var ekki við Þorskafjörð eða eitthvað svoleiðis, ef þú dregur línu bara beint í hánorður, þá endar í dal sem að heitir eitthvað svipuðu nafni, Selárdalur eða Seljadalur eða eitthvað slíkt. Og þar bjó galdramaður á landnámsöld sem var talinn vera mjög forn og ég man ekki nafnið á honum lengur. Hann var talinn mjög forn og hann var þekktur fyrir það að geta opnað og lokað fjöllum. Ef þú bara ferð á kortið og finnur hennar dal eða googlar galdramaður á þjóðveldisöld, þá finnur tengingu á hann. Þannig mystísk tenging. Ég var að hugsa þennan galdrakall bara í fyrradag. Í tengslu við leitina af sáttmálsörkinni. Vegna þess að ég búinn að vera mjög upptekinn af sáttmálsörkinni síðan ég fattaði í Hittifyrra að herúlar voru herúlar sem voru tengdir Benjamínitum, að þeir fóru og hittu kasara sem voru tengdir Levitum á því svæði þar sem að meitlararnir hafa verið að leita að sáttmálsörkinni í næstu 2000 ár. Á sama tíma og sko síðan kemur Gengis Khan frá Úlan Bator eins og bara beina línu inn á þetta svæði, snýr þar við og fer aftur heim, þar þykist hann að deyja, þar lætur hann grafa sig og afmáir gröfina. Hún hefur ekki fundist, þrátt fyrir mikla leitir. En fyrir 2 árum finna þeir gröf, ekki langt þarna frá, sem að margir vísindamenn telja geti verið Gengis Khan út af ýmsum rökum og ráðum og bla 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 bla. En þá sagði ég, nei, þetta getur ekki verið gröfin hans því að þá hefur þeir fundið sáttmálsörkina. Bíddu nú hægur. Núna allt í einu telja þeir sig vera orðnir nógu sterka til þess að fara upp á Musturishæðina með hermenn, sem að sko lögmál gyðinga bannar að gyðingar fari svo mikið sem bara inn á Musturishæðina eftir að þeir fóru í díaspora áður til Babylónar á sínum tíma. Og það að þeir fóru frá Babylón aftur til Palestínu og byggðu seinna mustrið, það var gegn vilja spámannanna, gegn skilabóðan spámannanna. Og þess vegna var seinna mustrið afmáð og þetta var hluti af því sem Jesú var að gera. Málið að sáttmálsörkin týnist á þeim tíma þegar herleðingin til Babylónu Allir gyðingar vita það að þeir urðu til í Babylón. Þeir eru aðeins angi af þeirri trú sem Hebrearnir trúu. Hebrearnir hurfu. Þetta sem sagt, það sem ég fór að pæla var, þarna þegar ég fór að pæla þessa punkta, og ég er náttúrulega búin að fjalla þetta hér og þar, hvað varði sáttmálsörkina? Voru herúlarnir látnir fara með hana til Íslands og fela hana í jörð, eða var Gengis Khan, sem að ég held ekki sé genetist skyldur herúlunum, það ég trúi þess í dag,
Og það merkilega að þegar ég var fyrir 25 árum síðan að pæla í mystíkinni, þá heyrði ég stundum fólk á Íslandi tala að Gengis Khan-Mongólarnir og forn-Íslendingar hefðu verið genetist skyldir. Þannig ég ekki fyrstur með þessu tilgátu. Hvort að hann var undir einhvers konar innblástri að fara á þetta svæði, ná í örkinálát og félana, sem sagt í Norðaustur-Asíu, eða var annað hvort diversjón, herólarnir eða Gengis Khan. Hvar örkin? Eða eru þeir búin að finna hana og eru tilbúin núna að fara að reisa þriðja musterið? Eða munu þeir nota fake örk? Þetta er samsærið sem ég er búin að vera mjög upptekinn af í 2 ár. Ég held að Ísrael reynir núna með, sko nú spilaborgin að falla og sást hvernig þeir gerðu þetta Charlie Hebdo og voru að leiðast þarna og feika svona einhverja göngu, allir leiðtogar Evrópu með Ísrael og Netanyahu búin að vera að fljúga til Rússlands og veist, þetta the game is up sko. Já. Þetta bara frjálsu falli, peningakerfið, stjórnmálakerfið og líka NATO og Sameinuðu þjóðirnar. Stofnun Sameinuðu þjóðanna mun krassa með þessu líka sko. Já, ég sé þetta, ég bara að koma með svo þessa mystísku pælingar því ég veit að sumir í okkar tengslanetti hafa gaman að þessum pælingum og það eru margir, af því ég að tengja punktar sem margir Íslendingar eru meðvitaðir og ég held að þessi 9 punktar sem ég verð að bera upp á borðið, ég held að margir geti gert sér natúr því sko. Það sem mér finnst áhugavert hérna til dæmis með Armageddon, þýðir í rauninni orrustan Geddon. Geddon borg sem var byggð af Salómon úr höggnu grjóti. Salómon byggir fyrsta musterið úr höggnu grjóti og Salómon sameiningatákn Miklaranna. Þannig að stríðið hefur ekkert með borgina að gera heldur hvað hún táknar. Þú sérð alveg hvernig stríðið að birtast í þokunni, að hverjir eru handhafar hins sataníska valds. Þetta er stríð sem þetta ekki í fýsiskum veruleika heldur andlegum, þetta er hugsanastríð. Og það er svolítið merkilegt með Ísrael og það sem fólk fattar ekki, og mér langar aftur að vitna í Danielu, við vorum að ræða ég ræði sjaldan við hana svona sionismann og gýðinga og svona dót vegna þess að ég vil ekki bjóða henni upp á það því að við erum þá að tala sko, þetta verður svona svipað eins og ég Íslendingur eða var einhver New York Amerikani að fara að segja mér eitthvað Íslendinga sko. Nei, það ekki boði. Þannig að ég ekki að bjóða henni upp og slíka hluti. En þegar hún var að ræða við mig þennan spádóminn þá notaði ég tækifærið að ræða nokkra hluti varðandi the Jewish identity. Og hún staðfestir algjörlega, hún sagði sko, það var að því hún ekki gyðingur, hún Ísraelíti. Hún ekki tórískur gyðingur. En hún flutt frá Ísrael, hún býr í Evrópu í dag. Það sem hún segir við mig, ég meina það vita allir að Jewishness is not a nationality. Segðu það við einhvern í London, á miðborg London. Nei. Lítu á hvernig meginmeilarnir láta fólk halda að þetta sé sami hluturinn. En allir Ísraelítar myndu segja þetta. Gyðingdómur kristindómur ekki national identity. Allir gyðingar veit, allir Ísraelítar veit þetta. Allt fólk af gyðinga ættu að veit þetta. En sjáðu bara deiluna þegar Reykjavíkurborg ætlaði að boykotta ákveðnar vörur frá Palestínu. Þá kemur hún sjálfstæðiskona sem ég man ekki hvað heitir, hún forstjóri sjá.is og þú getur séð nafnið hennar þar. Hún svona ex-díakona og í borgarstjórn eða einhvers staðar í ex-díapólitíkinni. Hún leyfði sig að halda því fram að þeir sem vildu boykotta Ísrael væri bara svona nútíma nasistar. Á ég að taka mark á svona konu í stjórnmálum? Það sjálfsögðu ekki. Ég meina, nasistin ekki til, hefur ekki verið til síðan 1945. Allir sem vita eitthvað Ísrael vita að fólk í Ísrael ekki sjálfkrafa gyðingar. Nei, ég mætti nú að svolítið hörkun í þessa umræðu á blogginu þar sem að menn voru að segja sko að þetta væri rasismi og ég spurði það Ísrael rasi? Já. Og að þetta væri gyðingahattur, þá spurði ég ekki gyðingur. Og það er alltaf,
Og ég sá að margir tóku þessi rök upp, sko, þannig að þetta bull endar svolítið þegar þessi punktar koma fram, sko. Já. Þetta ekki að vitna þetta í samtali þar sem hún komst út á sögu, þar sem Markus var að spyrja þig? Jó, líka bara á blogginu undir fréttum í Vísur og DF, sko. Ég var nú að játa það, eiginlega eina sem ég fer inn á Vísur og DF, en núna sýnist mér að Vísir sé að blokkera mig. Eða allavega þetta sem að ég birti Breivik, þeir hafa tekið það út, sýnist mér. En svo getur líka verið að Facebook síðan reitt, sko, það þarf ekki endilega að vera Vísir sjálfur, en mér finnst skrítið að þeir birta heldur ekki klippuna mína frá því í morgun, sko. Já, það kannski kemur bara. Já, það getur líka verið eitthvað mistök bara. Eða gleymt að taka upp svona snemma morguns. En það birtið ekki bara fínt, sko. Já, breytir engu. En það reynda náttúrulega, ég má búast við einhverjum kjafsökum núna, sko. Ég veist það stundum sem að eina sem maður hefur þetta Spider-Sense sem Bill Hicks vittar stundum í. Ég hef á tilfinninguna að styttist í karakterárás á mig. Já. Og hún verði subbuleg, sko. Já, það ekki hægt við mig. Nei, það voða erfitt við mig líka því að það voða erfitt ef maður svona jartengdur að falla úr einhverjum háum stól, sko. Já, ég þegar maður situr á jörðinni þá verður fallið voða lítið, sko. Það vita allir sem fylgjast með skrifunum mínum alla syndirnar mínar. Já, ég hef enga beinagrindur í mínum kofa, sko. Og ef það grafnar upp einhverja aðra syndir en ég hef sagt frá, þá eru það lygi. Já, ég meina er ykkur fullkomin, ef ég eitthvað haldið því fram að ég sé fullkomin eða hafi aldrei gert mistök eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, en ég veit að það frá því ég byrjaði, þegar ég opnaði íslenska bloggið mitt og setti ég strax góð orður, góð álög. Vegna þess að ég áttaði mig á því að leið og ég færi að skrifa þá mætti ég von á karakterárásum og skýrslettum. Það hefð fyrir því á Íslandi að menn með dóma að mínu tagi eigi að halda kjafti. Ég held ekki kjafti og svo ég segi bara hverjum sem heyra vill, þarna mín fortíð, þér velkoma að skoðana, ég skal hjálpa þér að þú vilt. Viltu vasaljós? Sama með mig, ef einhver vill kafa í fortíðina mína, þá ég til að ræða það alveg frá að til lögum. Og ef eitthvað fólk dæmir mig út af einhverju sem gerðist fyrir 8 árum og vill ekki vita hvað ég hef gert til að vinna úr því, þá hef ég ekkert við slíkt fólk að tala. Nákvæmlega. Það bara svo einfalt. Og ef það fólk vill rökræða það einhvers staðar, þá má það gera það þarna einhvers staðar. Já, maður en ég bara segja það, sko, ég er ekkert að segja að það skil einhverjum árangri, en það samt, sko, það var gríðarleg, ég fann tölverða breytingu í áhorfið þegar að ákveðnir aðilar fóru að dreifa því að ég var einhvers konar kvenhatari, byggt á svipuðum röksemdafærslum og þegar ég var að krítisera Ísraelsríki fyrir stríðsglæpi þá var ég gyðingahatari eða rasisti eða nazisti eða ég veit ekki hvað og hvað. Konur virðast vera mjög opnar fyrir svona bullrökum, sko, eða allavega fann ég svolítið breytingu í því, sko. Já, ég var nú að skipta mér að þessu daginn með þetta með boykotti af Ísrael og annað og það var nú einhver sem sagði mig kynþáttahatur. Ég skammaði viðkomandinn, hann lét sér ekki segjast, svo ég bara blokkaði hann bara. Já. Ekki af neinni óvild, ég hef ekki tíma fyrir svoleiðis þvaður. Hver sá sem les skrifin mín eða hlustar á vídeóin mín veit að ég ber takmarkalausa virðingu fyrir gyðingum og gyðingatrú. Þetta er ekki eins og rökræður. Nei, ég veit það. Þetta er bara eins og að vera á starffræðiprófi og segja 2 + 2 er sama sem bleikt. Þú veist, það bara, það er ekki eins og inn í rammanum, sko. Já, þetta er alveg eins og með hvað var það, með rasisma. Það er bara eitt human race á jörðinni.
Já, nákvæmlega. Það mín skoðun líka. Ég ger enga greinamun á þannig, sko. Bara, ég þekki íslenska blökkumenn sem eru meiri íslendingar heldur en megnið af þjóðinni. Það bara þannig. Og veitu, kona mín, hvaðan hún aftur? Það veit ég ekki, mér alveg saman. Nei, ég segi, hún frá Eþjópíu, þannig að það erfitt að vera rassist í því saman. Já, en ég átti bara við eins og frá mínu sjónarhóli. Ég búin að segja að hún íslendingur og hún hvít og það er útrætt. Það er útrætt. Þeir vildu ekki gefa henni neitt þeir vildu ekki gefa henni neitt frá Íslandi, sko. Ég myndi vilja fá Íslands vegabréf fyrir hana, sko. Er hún ekki með íslensku kennitölu? Já. Þá er hún íslendingur. Nei, hún ekki með vegabréf. I really don't give a shit með lífveldið. Nei, en það... Hvaða punkt er ég að koma með? Góðan punkt. Ég er þjóðveldismaður. Þjóðveldið er eina löglega ríki á íslensku eyjunni og ég er að segja þér að hún er íslendingur. Já, hún reynda stefnir á sænskt vegabréf. Og þú mátt rökræða eins og vilt, þú mátt meira að hafna ríkisborgararétti þjóðveldis fyrir hennar hönd. Þannig að við erum velkomin í þjóðveldi, mennur. Við megum vera þar. Ég er margbúin að lýsa því yfir að húsið þitt stendur á þjóðveldisgrund meðan að þar býr þjóðveldisfólk. Já. En, sko, þetta er mjög skýrt. Börnin hennar eru íslensk, hún er gift íslensku manni, hún er með íslenska kennitölu, hún hefur búið á Íslandi. Þetta er vinnusam, dugleg manneskja sem veit hvað hún stendur fyrir, sem hefur sterka trú í sínu brjósti. Og það dugar mér. Ef fólk þarf að flækja það eitthvað, þá má það fara þarna í rökræðuhópinn hinum megin á hæðinni. Já, þú kannski til að hringja í Alþingi og segja þeim að það næst þegar það er samþykkja ríkisborgara. Á ég að tala við hringja í allsherjarþing þjóðveldis eða ríkisþingið við Austurvöll? Já, það er bara þannig sem gefur út vegabréf, sko. Við þurfum bara vegabréf fyrir hann, það er eina sem okkur vantar. Já, auðvitað á hann að fá vegabréf. Nei. Annað er bara ofbeldi. Já, þetta er ofbeldisstjórn, hún kynnir sig sem ofbeldisstjórn eða valdstjórn. Það er bara þannig, við þurfum ekki að ræða þetta meira. En ef ég tala Frelsi TV tölunar aðeins aftur, því ég er svo gaman að fylgjast með því aðeins, þá er ég með 39.923 áhuga frá áramótum. Glæsilegt. Ég vil sjá það aukast. Hókus pókus, abrakadabra. Já, þú sér það ég er með, sko, undanfarna 28 daga, þá er ég með óðurlega lengi að þessu. Þannig að þú þarft að fara að nota Lady Di samsærið. Lady Boy, Lady Di, er þetta ekki obvious? Ég hoppaði ekki borð með það, en ég er ennþá að melta Monroe og Kennedy dæmis. Ég veist að ég er þú veist að lögreglumaðurinn sem var drepinn sem átti að vera skotinn við bílinn sinn, hann líkist rosalega DFK og það er mögulegt að hann hafi setið í bílnum, sko, og hann hafi verið drepinn í bílnum, sko, og hitt hafi verið logið, sko. Ég var akkurat með það í huga þegar ég gerði vídeó. Já, en já, það er þess að 3.583 bara síðastina 28 daga. Já, en þú veist, sko, þegar ég gerði vídeó og Lady Di, ég var ekki alveg að kaupa þetta sjálfur, en það var góð íslensk húsmóðir sem er að vakna til vitundar samsarinn, sem hringdi í mig og var eitthvað að pæla í þessum hlutum og þetta kom bara svolítið upp í samræðum. Hvað ef Lady Di var samsari? Því hún hefur séð samsæriskenningarnar sem hafa verið í gangi og hún benti mér á þetta með sjúkrabílinn, svo ég hugsaði, heyrðu, ég ætla að gera vídeó um þetta bara til að varpa spurningun út og sjá hvort ég fá eitthvað viðbrögð, en leið og ég geri vídeóið þá fann ég mín eigin mindspot. Ég sjálfur gat ekki farið í gegnum þessu gang. Svo ég neykti mig til að henda þessu út. Ég er búinn að fá viðbrögð frá einum bandarískum manni um þetta og sem er á mjög jákvæð, sko. Hann kaupir þetta, hann benti mér á aðra hluti, sko. En Ég fekk símtal í þar síðustu viku frá Noregi, frá eldri manni, út af drengnum dúkkunni. Já. Og hann sagði við mig, heyrðu, þú veist að þetta er dúkka, þú sérð að þetta er dúkka. Sæll. Og ég sagði, já, ég hef heyrt á kenningu áður og ég held að hún sé rétt, ég held að þetta sé leikbrúða.
og þannig að það eru bara, fólk svoleiðis að vakna út allt sko og þessi spilaborg að hrynja. Og talandi þetta, ég man nefnilega þegar ég var að byrja að pæla í þessu með, hann var í dúkkastrákurinn. Já. Auðvitað maður alveg miður sín ef þetta væri raunveruleiki. Það að börn sé að verða fyrir stríði og þessum viðbjóð og blekkingum sem í gangi. En sko það eru 8 milljónir á vergangi í Líbanon, Sýrlandi, Jórdaníu. Það alvöru tragedía. Já, en ég, sko, þegar manni líður þannig, að þegar maður náttúrulega segja hluti, þetta bara kenningar og pælingar, það ekki eins og ég hafi séð. Já, maður að særa tilfinningar, sko. Sorry for hurting my feelings, en bara þetta það sem ég sé. Það nú það sem var núna á, það sem að Sameinuðu þjóðirnar reyna að gera núna, og núna maður farin að sjá áætlunina með þetta feminista kjaftaði, sko. Nú eru feministar á þingi Sameinuðu þjóðirnar að segja, já, það þannig að bara loka bara á svona internet fyrir fólk að þeir særa tilfinningamann, sko. Þú veist, þegar fólk segir að þessi feministi sé bara fyrir heimskingja, það bara særi mann, sko. Þá það bara loka svoleiðis fyrir internet á svoleiðis fólk, sko. Það særi tilfinningar okkar. Það bara nota oft takkan og slögt á tölvunni bara ef þú höndlar ekki. Það er besta internet öryggistakki í heimi að slökka á tölvunni. Þetta svona kjaftaði virkar á gólems. En mér langar að koma með eitt punkt bara af því varst að tala þetta með Ælan og þetta símtalsúfjæðist, að ég man þegar ég var eitthvað að pæla í þessu, ég hef aldrei séð Sjóríkið lík, en ég sá þessar fréttir og hugsaði það er eitthvað þarna sem ég sé ekki. Þá mundi ég eftir því að ég farið á 2 skyndihjálparnámskeið hjá Landsbjörg þegar ég var að þjálfa leitarhundana sem mest. Af því ég byrjaði fyrstu 2 árin að þjálfa leitarhunda hjá Landsbjörgu, sko. Og þá fór ég á 2 skyndihjálparnámskeið og skyndihjálp 1 og 2. Og þar var reyndur maður sem hafði tekið þátt í mörgum útköllum og sjúkraflutningamaður sem fór í gegnum allt námsefnið alveg frábærlega og hann kom inn á þetta með sjórekkin lík. Ég man ekki, hann sýndi myndir og talaði sko, og hann var okkur við. Hann sagði, ef þið lendið í að ganga fjörur, þá þurfum við að vita hverju þið með eiga von á. Og svo sýndi hann okkur alveg hryllilegar myndir og hann sagði, hvað heldur að þessi manneski hefur verið lengi í sjónum? Það var bara nokkra klukkutíma, 36 tímar eða 48 tímar. Þarna voru 2 dagar og sjáðu hvernig líkið er. Og allt í einu kemur þetta upp í hugann og ég fór og googlaði nokkrar sjórekna myndir, setti þetta bara í 1 þráð og svo fékk ég fyrir neðan, þá kom bresk kona sem ég þekki sem hefur mikinn áhuga á andlegum málum og jungsálarfræði og svona. Og kona sem kemur oft með mjög skemmtilegar athugasemdir og mjög klár kelling. Og bara, já, ég hef miklum áhuga og hún skrifar sko, vá, hvað þetta er augljóst leið og setti myndirnar, þá sá ég, þú veist, blekkinguna. Þú veist, og af því hún sagði eitthvað svona, vá, ég var alveg að trúa þessu, þangað til þú settir þessar myndir. Þú veist, dáleiðslu sturlunin, sko, maður þarf þjálfun í að spyrja spurninga, hver er lígin? Já, þessna fíla, sko, þegar þú tókst John F. Kennedy og Monroe, þá hreyfður við mindspottin hjá mér, sko. Já. Ég var ég var komið í gegnum hálft vídeóið, þá, ég nennis ekki, þú veist, og þá ekki bara bó, mindspott. Vá. Það er bara dóing. Vá, þetta var öflugt. Já. Þessi mindspot, þú veist, ég er alveg að byrja að fatta gott við það, því að, þú veist, og það er einmitt þetta sem ég á við með leit í dag. Þú veist, það var svo mikil, það var eins og sko, hefur svona leysingu, í leysingum, þú veist, ísinn, klakkabrýnan, og bara, nei, ég trúi þess ekki, ég get ekki trúa þessu, þetta er eins og bara, ég sagði, vá, þú veist, hvað er hér í gangi, sko, hvað er það sem þú veist, hvað er, þess að ég er ekki að segja Lady Dice í Ladyboy, ég er að segja, ég veit ekki hvað hún er, ég veit ekki hvaða íkon hún er, ákvörðu það er svona kyrfilega búið að ramma hana inn. Ég reyndar, sko, ég hef rosalega gaman að þessi að taka hlutina að skrefi lengra, sko, og með 3 skrefi lengra, sko, nú þú ert frumkvöðull að þessu, að taka hlutina bara 1 skrefi lengra og það gleður mig rosalega mikið, sko,
En ég það að spura, sko, þá ekki næst að taka 3 skref lengra eða 5 skref lengra, sko? Eða byrju, hvað eitthvað prótjektur fyrir aftan? Veist, hvað sagði hérna Heiðar Ástvaldsson hérna, hæl saman hæl, hendur og mjöðum og snú. En ég hins vegar, sko, að því að ég hef stúderað svolítið mikið, ég hef stúderað bæði málin, sko, og ég held reyndar að Diana-kenningin sé way off, sko, en með Kennedy og Monroe, þá sé ég að þessi kenningin gengur upp, sko. Já. Hún þræl gengur upp, hann búinn að koma á NASA svindlunum með að fara á tunglið eftir 10 ár. Hann búinn að koma á öllu sem þarf. Hann búinn að setja allt ógeðið í gang, þótt hann hafi alltaf komið út sem einhver hetja, sko. Já. Og það sem elitan gerir oft að tala hluti sem hún að gera sjálf, sko. Það verður nú að fara að stoppa þetta Federal Reserve, sko, en hann á hlutabréfið í sjálfur, skilur. Já. Og þannig að þegar þú sagðir þetta og ég komst í gegnum mindspottin, þá hugsaði ég, já, veistu hvað, þessi kenning gengur jafnvel upp og jafnvel besta kenningin, sko. Og þá erum við reynda komnir að kenningunni minni það að ég sannfærum að það lýsum einhvers staðar, það sem að menn að fara í gegnum dauðans dyr líka, sko. Já. Talandi Mars, af því að ég veit þessa kenningu þína. Já. Og ég hef stundum tekið undir og stundum ekki. Ég kalla það Sanadu og ég svona trúi, svona vondi týpurinn trúir þessu og góði týpurinn segir nei. Þannig að mér finnst gott að hugsa þannig. Þetta alveg eins og með tunglferðirnar. Þú veist, vondi týpurinn segir þetta sé lygi, góði týpurinn trúir þessu. Mér finnst það gott að trúa bara báði í einu. Ég vinn oft þannig, spil oft þannig á sjálf mig, mér finnst það bara fínt, sko. Og með Elysium, sko, að því ég nýlega farin að leika mér með þá hugmynd, sko, hvar myndi Sanadu vera, að því ég kalla það Sanadu. Og að þú veist, Gulllandið, að ég kom með þá skoðun að þessi þríhyrning, svo dregur þríhyrning frá Hawaii, niður til Fiji-eyja og austur til Páskaeyjar og þetta sé eitthvað starf á þeim slóðum. Og við erum að tala firnastórt hafsvæði, sko. Við erum alveg að tala Afrika kemist þarna fyrir, sko. En þetta bara, þú veist, það sem ég að leika með. Ég bara, þú veist, ég ekki komið langt með það. En það sem, þú veist, bara ég að láta það vita, þú veist, ég að hugsa þetta. Þetta Bermuda-þríhyrningurinn, eða? Nei. Okay. En það sem að því Sanadu skiptir mig í rauninni engu máli. Vegna þess að það eru 2 aðrir punktar hérna. Það eru nefnilega 2 aðrir punktar hérna. Ég veit að margir trúa á Agartha, hann Sigurgeir vinur okkar, hann hefur talað oft það og það held í landsvæði sem talað að sé sko inn í jörðinni, veist, inn í holri jörð. Það eru margir sem trúa því jörðin sé hol og mér finnst það ekki ólíklegt að hún geti verið það. Ég trúi ekki að það sé fastur járnmöttull í miðri jörðinni, ég trúi ekki heldur á fljótandi járnið á milli. Þú veist, bara ég trúi engum kenningum það hvað undir jarðskorpunni. Það allt saman kenningar, það veit enginn hvað undir jarðskorpunni sjálfri, annað en að það einhvers staðar glóandi hraun sem stundum kemur upp, þetta allt kenningar, eins og að leggur sig. En ég veit til dæmis af þessum leiðangri að Admiral Byrd til Suðurskautslandið og það var einmitt Ragnar vinur okkar Proppe sem benti mér á það í fyrra eftir djúpgöfun að skoða það og ég fær honum mikla þakkir fyrir að bent mér á þá pælingu. Ég eitti alveg heilli helgi að rannsaka vídeós og dokumentari sem það. Og það eru margir sem tengjast bla 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 bla, þetta löng pæling. En. Ég var tíma í tengslu mannesku sem vinnur hjá MIC Vestra sem að tengdist mér í gegnum Jungsálarfræðipælingar og slík mál og ég og það var það manneskja sem vinnur Vestra sem tengdist mér tíma sem vinnur hjá MIC Military Industrial Complex og fylgdist grannt með lengi vel skrifunum mínum og reglulega fekk hiksta út af sumum hlutum sem ég skrifa
sérstaklega þegar ég fletti ofan af American Sniper samsarinu. Það algjörlega expósað í mínum hugum. Að ég veit ekki neitt annan sem að halda þessu fram, að Chris Kyle hafi verið crisis actor. Og ég hef tengt hann við Jesse Ventura. Ég alveg sannfærður að Jesse Ventura sé miklari. En hvað það, skipt með það. Þessi góða kona, hún spurði mig eitt kvöld á Facebookinu. Trúir þú að það sé ákveðin hópur elitunar sem að reyna að koma sér fyrir utan lofthjúpsins? Til dæmis eins og með einhvers konar útstöð á tunglinu eða skuggamein á tunglinu eða suðurskauti tunglsins eða einhverju sambærilegu. Og það var eitthvað sem reisti flagg hjá mér, ég hugsaði hún að spyrja mig á ástæðu. Og ég svaraði henni bara eins og ég hugsaði. Ég sagði, það ekki, ef að þeir geta flogið út fyrir lofthjúpinn, þá væri það mjög rökrétt hjá þeim að reyna þetta. Og talandi nefnilega, þetta tengist Mars vegna þess að hluti af pælingunni með þetta saltvatn á Mars núna gerist sumar af myndunum af þessu Mars-svæði eru teknar á fjallsvæði þar sem fjallið Elysium er. Komið þessu rétt út um mig? Já, sko segðu aftur. Það til fjall á Mars sem hefur fengið nafnið Elysium. Já, þeir hafa ekki einu svona komist til tunglsins, þannig að allar þessar space fantasíur eru bara fabúlur og heimska. Já, það skiptir mig einhver máli. Það sem ég bara... Ég held að þeir séu, sko, þeir eru með... Ég hef með 2 kenningar í sambandi við þetta. Önnur að þeir eru einfaldlega með landsvæði sem að til dæmis bara franska revíeran, Austurríki, það voða mikið að þessu drullu liðið þar, sko. Og það svo protected svæði að þú getur verið þar bara í luxuslífi, sko. Og þeir fara þá bara í aðgerð til þess að breyta útliti sínu og þeir geta alveg framkvæmt þetta. Eða þeir eru alltaf með skemmtisnekkjur og þetta fólk lifir allt öðruvísi raunveruleika heldur en við, litlu grein, sko. Að annarkvort og þau geta hugsanlega verið á landsvæði, sko, sem bara, það kemst enginn með jörðinni eða ekki fuglinn fljúgandi eða neitt, það kemst enginn inn á þetta svæði. Og síðan önnur kenning sem að þetta liggur svolítið beint við, sko. Þarna bara borg og allir þessi listamenn sem að dæja ungir, þeir eru bara að performa þarna og að vinna þarna, sko. Þetta er svona Las Vegas á sterum, sko. Og síðan hefur búin að vera velta þess fyrir mér, þetta liðir allt saman með svona eilíðar pælingar og vill lifa 1000 ár og ég sé kenningar það að ástæðan fyrir að tala að fólk lifði svona mörg ár áður, sem sagt að fólk lifði til þess að vera 500 ára eða 900 ára eins og sögur í Biblíunni segja, að þegar lofthjúpurinn var þéttari þá var miklu meiri þrýstingur á jörðinni og miklu meira súrefni. Það var súrefni undir þrýstingi. Og það það fullt af líffæri svona við erum hætt að nota og við lifum ekkert svo lengi með við þessar sögur. Það sé að því að við erum alltaf í súrefnisskorti, sko. Og við erum bara hálfpartin að drepa ástæðan fyrir að við deyjum svona ung súrefnisskortur og það vantar þrýstingin, sko. Og þá fór ég að velta fyrir mér að þetta lið hugsanlega með neðanjarðar borgir þar sem súrefni undir þrýstingi. Svipað og var á þessum tíma, sko. Og það sé plottið í að lifa rosa lengi, sko. Já, þetta góðir punktar. Munum að risarnir, sko, ég rakst á einhverju dokumentari varðandi risaeðlupælinguna. Já. Mér minnir að það sé 21% súrefnismettun í andrúmsloftinu í dag. Já. Og það var einhver sem benti á að sko, þegar það voru komin með 23–4% súrefnismettun, þá fyrir loftið að vera svolítið eldfimt, eldur fyrir að loga betur.
voru hættulegri. Já. En í þeirri umræðu kom fram að það var í talið á tímum risaeðlanna hefði verið með 23–4% súrefnismettun og þá kom fram athugasemd að það skýrir okkur að gátt orða svona stóra vegna þess að þegar það út komin á ákveðna stærð þá er svo erfitt að súrefnismetta líkamann nema að sé meiri súrefni í loftinu og þá fyrir við að tengja aftur við þessar sögur risana og nefilím og þessar pælingar og þá dettur mér í huga einmitt í mítunum þegar Jósúa tekur arftaki Móse, Jósúa eldri, man ekki hver son hann var, gleym alltaf að fletta því, að þegar hann með orrustuna í Jerúsalemborg, að það fyrir framhjá mörgum, það fór framhjá mig þegar ég var að lesa Biblíuna sem ungu maður. Það er bara, þú veist, stutt síðan að ég það var bara eitthvað fyrir að hitti fyrir sem ég fattaði þetta. Af því þá fór hann með bæn svo að sólin stóð kjör. Svo hann gat klára orrustuna í dagsbirtu. En það var einmitt orrusta við risana. Að þetta voru einhverjir descendants af nefilims. Einhvers konar nefilim skylt fyrirbæri. Að þeir nefnilega, þú réðst ekki við þá í myrkri. Þú réðst bara við þá í sólarljósi. Já. Hver sem ástæðan sko, ég legg þetta bara á borðið. En varðandi geimferðir og allt þetta fyrirbæri, ég trú öll og engu með þetta. Vegna þess að ég spyr bara hver er þriðji möguleikin. Og við vitum ekkert, ég hef ekki getað sent neitt loftfar út í Van Allen-beltið til að gá hvort það sé raunverulegt eða ekki. Það gæti verið lygi líka. Ég veit ekkert þessa nýju kenningu plasma í lofthjúpnum en ég hef heyrt ég hef lesið mismunandi heimildir fyrir þessu heita belti sem á að vera einhverja 20–30 kílómetra uppi, þar sem allt Nóaflóðið hefði getað geymst sem vatnsgufa. Það er svo margt sem að menn gleyma að spyrja sig, til dæmis ef við segjum bara varðandi Nóaflóðið, allir gera ráð fyrir því að vatnið hafi gufað upp og það sé ennþá sama strandlengja á jörðinni eins og var fyrir Nóaflóð. Ég segi nei, vatnið á jörðinni hækkaði 100 metra og er ennþá 100 metrum ofar að það var. En þetta er bara svona mín kenning og allt það. Vatnið gufaði ekkert upp, vatnið er ennþá niðri. En það sem mér finnst skipta, það sem mér er áhugavert og það sem ég vildi aðalega fá að koma frá mér, það skiptir ekki máli hvort Elysium sé til í einhvers staðar nálægt Kerguelen-eyju eða hvort Xanadu sé einhvers staðar austur af Fídji-eyjum eða hvort það sé hægt að byggja útstöð á tunglinu, munum bíómyndin af nasistana á skuggahlið tunglsins. Svona bíómyndir eru búnar til á ástæðu, sérstaklega svona fáránlega myndir. Og hún var gerð af finnskum aðilum. Þú veist, innrásinn frá nasistum til jarðarinnar. Þetta var flott bíómyndir þetta, mjög skemmtilega. Og þú veist, sögurnar Mars og allt það. En mér finnst það skipta máli að nafnið Elysium tengist þessu saltvatni á Marsfréttunum. Vegna þess að öll þessi frétt var Masonic message, alveg skýrt. Það sem ég langaði að benda á, það sem aðalmálið þessi kenning, skiptir engu máli. Málið að svartaslímið trúir á einhvern veruleika sem við trúum ekki á. Það er það sem er að fara fram hjá okkur. Og það er það sem ég er búin að vera svolítið að reyna að grafa upp í sumar í vídeónum mínum Hérna kemur nýr veruleiki, sumt í honum stenst, annað ekki, en hvað er þetta í þriðja möguleikinn, fjórði, fimmti, hvaða veruleika trúir svartaslímið? Vegna þess að við vitum það ekki. Og Lady Di pælingin hjá mér, mér er drullu sama hvort hún var Lady Boy ekki. Það getur vel verið að þetta sé bara eins og okkur sagt. Það getur vel verið hins vegar að tilræðið hafi verið á móti Fayette en ekki móti Díönu. Ég veit ekkert það. Það sem ég veit að það er eitthvað sálfræði inni í hausnum á mér að jafnvel ég, sem að get trúað öll og engu og get brotið upp fullt af mindspottum, ég þurfti að taka á öllu sem ég átti til að geta gert þetta vídeó. Því að dáleiðslan var svo sterk. Og ég veit ekki hversu oft ég hef sagt, hvernig veistu að þú ert ekki dáleitur? Það þú átt smá séns þegar þú veist þú ert það.
Já. En í sambandi við hérna tunglendinguna sko, að Apollo ævintýra sagan sú að það sé ekkert mál að fljúga til tunglsins sko. Já. Og það hérna hópur af, eða það gaur hérna sem að, þeir eru 3 eða 4 sem að hittast reglulega á hengáti og eru að horfa á geimstöðuna og hlæja að henni sko. Og eru svona að spjalla á meðan þeir horfa á geimstöðuna. ISS sem upp í geimnum sko. Já. Og hérna þetta líkist náttúrulega mest eins og hlutum úr þvottavél og gamalli ryksugu sem raðað saman einhvern veginn og sett á green screen sko. Já. Og þeir komu með punkt sem rosalega erfitt að mótmæla. Þeir sögðu, ef að svona auðvelt að fljúga til tunglsins, af hverju eyða peningum í þessa geimstöð? Já. Það miklu ódýrara fyrir þá að setja upp stöð á tunglinu. Og þannig að þetta fyrir mér svona smoking gun sko. Já og nei, það endur auðvelt að hrekja hana sko. Já, go ahead. Já, það mjög auðvelt. Skoðaðu fjarlægðina á milli jarðar og tunglsins annars vegar og fjarlægðina á milli jarðar og geimstöðvarinnar hins vegar. Já, sama, þú veist, svo fyrir utan það, þá á þessu svæði að vera sko þvílíkt geimsteinaregn, eða steinaregn og það er svo margt sem getur skaðað geimstöðuna og það hefur aldrei neitt gerst, aldrei. Já, ég veit það, en ég veit það líka að geimstöðin að svífa inn í lofthjúpnum. Ég held að hún sé ekki til, sko, ég held að það sé bara lygi frá upphafi til enda, sko. Ég að bíða eftir að Richard Branson fari að upp með flugvélina sína. Sko, eitt sem að ég held varandi svona dót, það eitt, sko, að því ég spyr sjálf mig, ég búin að spyrja sjálf mig frá því og lítill krakki og það bara var núna í vor sem að ég virkilega fatta að okkur ég var, sko, ég byrjaði sem unglingur að spyrja sjálf mig, okkur þurfa þeir að fljúga upp með sko eldflög, okkur svífa þeir ekki út. Já, ég setti hérna linkin á þetta Djernaism, heitir rásinn. Þeir eru að sko reyna að lyfta sér upp með projectiles. Þeir eru að reyna að stinga spjóti í gegnum eitthvað. Málið að ég spurði mig árum saman, af hverju þurfa þeir svona kjánalega aðferð þegar svif mikið öflura og auðveldari framkvæmd. Já, þú getur líka bara spurt þig, af hverju geimskullan með þotuhreyfla þegar hún kemur niður aftur? Já. Þegar ég horfa á allt sjónsvið, já, bara ég hef engin svör. Það eina sem ég get komið upp með hvað NASA segir og hvað heitir aftur sovjerska geimáttlegin? Já, ég veit. Hvað heitir nú aftur ég man ekki nafni á þeim. Ekki Sojus, nei, það er geimfar. Já, það var eitthvað skæja. Það kemur, ég veit nafnið einhvers staðar í vitundinni. Þú veist, hvað með evrópska geimrannsóknarstofan sem að skaut upp frá Gæjana, frönsku Gæjana. Þeir eru allir inn í hóksinu, sko, og líka kínverska geimstofun og þetta er allt saman svindl. Japanir hafa lengi verið 20 ár verið að skjóta sín eigin gervihnattum upp, sko. Indverjar hafa verið að gera geimskot. Já, ég reyndar með eina samsæriskenningu sem hefur verið að malla í hausnum á mér. Einmitt í tengslum við þetta. Og það er þetta sem að við báðir höfum svolítið tilfinningu fyrir. Ef eitthvað dímoneserað alveg út til helvítis, þá spyr maður betur hvað er þarna bakvið, sko. Af hverju verið að dímonesera þetta svona mikið? Og þá kemur upp nafni Led Zeppelin, sko. Og Hindelburg, akkur voru heliumförin svona rosalega dímoneseruð. Þú getur verið með heliumfar á þessu svæði bara endalaust eins og einhverja svona geimstöð eða ég held nefnilega það sé það eina sem þeim hefur tekist að koma þarna á þennan level eru heliumför. Þetta snilda punktur. Já, og þess vegna dímoneseruðu svona rosalega Hindelburg-slysið. Það er bara eins og það hafi risið upp helviti þegar það slys var, þetta var bara eitthvað mistök.
þetta var snildar punktur, Axel Pétur Axelsson. Takk fyrir það. Ég hef eftir að vinna úr þessu. Já, mitt. Þannig ertu bara komið með þriðja punktin við það sem ég var að tala eldflaug, sviffluga, helinfarið, ég bara sko, það sem ég ætlaði að segja við okkur er sýndur þessi veruleiki, hérna er 5 gráður, svo er 5 gráður, svo er 5 gráður, ég vil sjá 360 og svo 3 vít. Ég veit ekkert hvað verið að segja mér og eina sem ég get gert er að horfa ekki inn á þennan litla tölvuskjáðin. Og spyrja sjálfa mig spurninga og eins og þú sagðir áðan, veitu hvað er ég nokkuð að sjálfblekkja mig? Hvað er ég ekki að sjá? Get ég farið einu skrifi lengra? Já, en það eru við bara laufblöð í skóginu sko, þótt að við föllum til jarðar þá hrynur skógurinn ekkert sko. Já. Við erum nú ekki alveg að naflar af leimsins, þá þarf að vera að vinna í því sko. Nei, en það er greinilegt. En ég sit hérna rásina inn á þessi gauri snillingur. Þessi Djarnis. Hann er svolítið í okkar stíl líka, veist, hann er svona alveg, hann er í flat earth pælingunum og já, hann er svona svolítið í okkar takti sko. Já, það er nefnilega rétt sem þú varst að tala upp á. Við sjáum með nokkra punkta sem hefur verið farið yfir í kvöld að það er sko, þetta er bara stiður þessi kenningu mína. Þú þarft að vakna 3., 4., 5. Að við erum komnir á þann stað að við erum, sko þeir sem eru bara að vakna, þú veist, ég er ekki að fara upp hefur mig að þig en maður kemst á eitthvað svona nýja vaknun þar sem maður fer að leita einhvern veginn öðruvísi, skoða öðruvísi og ég tek jafn mikið mark á Infowars eins og Skrúf sko. Og maður flæta á víkans. Það er svolítið matsikið hjá okkur í djúpkóðunum að momentumið á milli okkar hefur verið þetta sko. Já. Það sko já, þetta er svolítið momentið í djúpkóðunum. Já. Og hérna, þess vegna er það svo spennandi flæði hérna alltaf sko. Og við báðir sko, höfum náttúrulega vitnað það, við erum í margar vikur eða mánuði að vinna og bara einhverju sem er velt upp hér sko. Já, þetta er skemmtilegur snertiflötur því að sko, þetta er svona eins og 2 loftför sem eru einhvers staðar í sikkurum hlutanum, svo komum við aðeins saman og siglum aðeins saman og svo erum við farnir aftur. Já, einmitt. Og það eru samlegðar áhrif. Já. Það er samfella, sko. En það er líka annað sem að ég sko, það hefur líka verið meðvitað þess að ég hef sagt sko, til þess að komast í svona flæði þá þarf að hafa töluvert sterkan bakgrunn sko. Þess vegna hefur svolítið gaman að fá Þórdísi til dæmis með í þessi flæði sko, því hún hefur nokkuð sterkan bakgrunn sko. Já, mjög. Og hún á eftir að vaksa mjög mikið sko. Já, hún er búin að vera að koma mjög sterkt inn síðan hún kom inn á sjónsviðið í fyrra. Já. Og síðan hún á eftir, hún hefur verið að vaksa mikið. Ég hefði reynda gaman að sjá hjá henni sko engavídeó, eða þess að hún gerði sitt sjálf sko. Já, það kannski kemur. Já, allt er þróun og allt tekur tíma sko. Já, ég meina hún er búin að vera að gera núna 3 vídeó með okkur sko. Já, einmitt. Og hún baði mér reyndar að taka úr public seinna viðtalið okkar, samtalið okkar. Já. Hún hefði bara sínar ástæður fyrir því og ég virði það og bara allt í lagi. Ég var mjög hrifinn af því vídeó sjálfur. Já, einmitt. Og það er bara geimt. Ég sé náttúrulega allt strax, þannig að ég er vandalega ná því. Já, þú ert alveg búin að sjá það, sko. Þú bara biður hann að þú vilt rifja það þá. Bara, ég meina, hún á þetta móti mér, svo ég meina, hún vill hafa það lokað þá. Já, ég meina, einhver vídeo, það er svo mikið flæði, sko. Ég meina, til dæmis þegar ég var í dag að deila nokkur gömlum vídeóum, sko. Þá var nú bara, ég þurfti að finna eitt gamalt vídeó til að svara, sko. Já. Að ég stundum að horfa bara vídeó sem eru 6 mánaða gömul og ég bara, var ég svona sofandi, sko. Bara allt sem ég var að segja það er úrelt í dag sko. Það er bara komin allt annað veruleiki upp á borðið núna sko. Já, það er kannski út að sjá öðruvísi. Ég held að þessi vídeo eigi góðan rétt af sér sko. Já, ég læti þau öll standa sko, en þróunin er svo hröð sko. Já. Það sem að tók sem raunveruleika og veruleika fyrir 6 mánuðum er í dag bara, þetta var nú bara eitthvað miskilningur sko.
Ég sé alveg með það á planið einhvern tímann í vetur að taka 1 eða 2 helgar í að fara í gegnum vídeóin mín, sko. Já. Bara setja í playlista í gang og spila tölvuleika eitthvað og láta þetta malla. Vegna þess að ég veit að það eru líka í sömu vídeónum mínum ég að gera, sko, ég er að gera sumt af þessu efni fyrir framtíðar mig. Að vinna úr. Já, það er líka bara, þetta er bara gaman, þetta er bara gaman að eiga vídeo, sko, veitu hvað á ég mörg á Frelsi-TV, það er ykkur nálgast 300 vídeo, held ég. Ég sé þetta líka þannig, þetta er bara svona partur af ferli. Ég meina, ég tók skúrkun daginn og hlusta á eitthvað í ferliðin, sjá hvað þau vilja og rakst á punkta sem ég var búin að steingleyma að ég var að vinna með. Og það er með meira af efninu mínu að það eru hlutir sem ég var að vinna með fyrir 3 árum sem man ekki eftir í dag. Já, en eins og ég segi, ég er með rosalega stórt bakk áhorf, sko. Fólk er að fara í gegnum rásina, jafnvel, sko, alla. Já, og það var bara punktur sem kom til mín bara fyrir, held ég, alls ekki vika síðan og Þórdís sendi mér skil og hún sagði, ég var að rekast á fyrstu djúpkoðun en eitthvað Axels. Já, einmitt. Og hún sendi mér eitthvað komment það og kom með komment úr því. Já. sem ég fannst alveg frábær punktur og þannig sé ég rauninni á Þórdís í dag þetta komment þó að það við komum frá öðrum hvorum okkar og ég með þess að vitna í það nýlega eitthvað og ég sagði, hvað var það? Ef ég man þetta orður rétt að það þyrfti að slaka á óvinavæðingunni. Já. Þetta er hlutur sem við erum báðir alveg samferðin þó við kannski höfum orðað öðruvís í dag, sko. Já, þetta er náttúrulega aðalst með ekki rásunar að þetta er ekki bara að við fólk að holda blóði heldur anda verið óskonar. Já, og ég var að detta niður á nýja setningu sem lýsir þessu. Ég hafði skrifað þegar ég var að gera þarna vídeó fyrir dag sem var ekki planað. Já. En það voru svona punktar sem hafa verið í undirvitundinni sem ég hugsaði, ég ætla bara að skópla þessu út og hætta á hugsunum það. Og ég gerði glósur og ein setning í glósunni var We are not fighting against something, we are fighting for something. Já. En hérna, já, þetta er bara, þetta er reyndar, sko, þetta er ekkert auðveldur ferill og líka náttúrulega það sem að mér finnst þess að þú sért komin í gegnum það líka, sko, það er þessi dauðahræðsla, sko, þú veist, ég man eftir ég tók þetta út 2 eða 3 sko og ég þurfti að tala við konuna mína það sko að þetta getur kostað mann lífið að standa í þessu. Já. Og það eru töluvert margir múrar sem að þarf að komast í gegnum sko. Já, allir. Og og fyrir mig var það náttúrulega svolítið þannig að veist, ef ég er í heimi þar sem ég er þræll og má ekki tjá mig þá eins og Dín sagði sko, ég meina þegar þeir eru að hóta manni með fangelsi þá er það bara aðeins minni fermetrar í fangelsi sko, það er bara verið að skipta klefa, það er ekkert annað sko. Maður er að taka þetta attitude í það sko. Það er rétt hjá líka, það eru margir múrar því að sko, mér finnst til hans góðu punktir að við ræddum þetta einmitt nýlega með þetta með dauðarhræðsluna. Já. Það eru til hans margir sem eru halda dauðahaldi í trú af því að þeir eru hræddir að missa vonum eilíft líf fyrir sálinna. Nákvæmlega. Þetta er eitthvað sem að ég barðist við þegar ég var að yfirgefa vottasamfélagið 23 ára. Já. Að ég þurfti þá að byrja að horfast í augu við þetta og ég komst að þeirri niðurstöðu ef ykkar útgáfa guðsíki er guðsíkið, pant ekki vera með. Já, ég talaði um þetta einmitt síðast held ég með trúur á líf fyrir dauðan. Ég held ég hef gert grein fyrir því svo í vídeói að þetta er sko setning sem kom til mér þegar ég var 15 ára. Þá var ég sjálfsmorðsvígleiðingum sko. Mér finnst það alveg frábær þessi setning. Já, hún kristallar rosalega mikið sko og ég hef alltaf lifað eftir þessu sko. Og ég á eftir að nota hana án þess að vitna í þig. Já, gjör svo vel. Takk. En það var annað líka, ég var að segja líka að ég hef svo oft unnið með hugmyndavinnu. Þetta er svo þegar maður kemur inn í fyrirtæki og það er kannski 5 manns sem maður er að tala um, svona er í hugmyndavinnu með sko, það er markastjórinn, forstjórinn og eitthvað svona lið sem maður er að tala um. Og fólk er að kasta fram og tilbaka sko, er að ræða sko.
og það til dæmis hugtakið einkaleyfi eða patent að það þessi tækni sem liggur fyrir á borðinu og ef að þú tekur þessa tækni og segir, heyrðu, ef við gerum svona eins og ég gerði með þarna vatnslónin, sko það veit allir hvernig vindmylur virka og það vita allir hvernig vatnsaflver virka. Og þetta no mystery með þetta og þeir höfðu með spáðið að nota orku til þess að dæla vatni hér en þeir vildi ekki taka orkuna út af netinu sko, af því þeir gátu selt hana fullu verði. Þeir sá ekki tilgangi að vera, og þegar öll þessi tækni lá fyrir, þá kom ég með þessa hugmynd, akkur ekki vindmjölurnar nota til þess að dæla í lónin og þá ertu búin að breyta vindorku úr sveiflandi orku yfir í varanlega orku. Og þetta var mín hugmynd sko. Þetta mitt briljant. Og þú dokumentar þetta. Já. Og þetta íslenska háskólasamfélagið búið að stela af mér að því ég leitaði til valdstjórnarinnar og háskólaþjófanna eftir aðstoð við að skrá þetta og ég fór til ríkisfyrirtækisins Landsvirkjunar og þetta glæpalið sem tengist háskólanum ákvað að stela þessari hugmyndi af mér. En ekki styrkja mig til þess að venda mig eða ég fengi eitthvað út úr það kostaði mig töluverða að vinna og komast að þessari niðurstöðu sko. Algjörlega. Og sama ofta svona þessu brainstormi hérna hjá okkur að við erum að leggja fram svona veruleika sko og við sjáum allir punktana en svo það annar okkar sem kemur með skilur, já þetta svona skilur. Já. Og þá það sem að ég kalla þú átt þá hugmynd þegar þú segir þetta og ég á þá hugmynd þegar ég segir þetta sko. Við erum að horfa á samu hlutina sko. Já. Og það þessna sem að ég er búin að gera þetta svo mörg ár að ég get farið í gegnum sko brainstormfund og ég man nákvæmlega markastjórinn kom með þennan punkt, markastjórinn á þessa hugmynd, þessi á þessa hugmynd og ég á þessa hugmynd sko. Að ég er búin að gera þetta svo oft sko. Já, ég á þeirri skoðun að við sko nothing is the way you think it is. Jordan Maxwell. Nei, þetta sko person, deception, reaction, solution. David Icke. Veitu, hvaða flæði í þannig samræði? Já, ég veit. Þannig að, þú veist, eins og ég sé þetta, þú veist, auðvitað þekki ég alveg egoisman að við höfum tvisvar lent í því að við vorum ekki sammála hver sagði eitthvað fyrstur. Já. En ég sagði, byrju, ég ætla ekki að festa mig honum í slíkum egoisma. Þetta í djúpköfun. Ef einhver vill rannsaka það eftir 100 ár, hver sagði orðið fyrstur? Flott, þetta skráð. Já, Guð hjálpi mér, ekki hef ég nefnt að research það sko. Og hérna... Já, það líka alveg rétt hjá þér sko. Að í þessu samhengi það algjört aukaatriði sko. Já, ef hugmyndin gild, þá leiðir hún mann eitthvað. Já, en hins vegar ég fýrin sem að hef unnið þetta í mörg ár, þannig að ég á það til að muna hver á patenti hverju sinni sko. Já, ég líka og ég alveg þekki, þú veist, ég sá einhvern nota umskiptingshugmyndina daginn og ég sagði, það einhver búinn að fatta hana. Já, en ég hugsaði ekki, ég á þetta. Þú veist, það einhver búinn að fatta þetta, cool. Ég veit alveg hvað að ég hef dokumentað allt mitt, þú veist, ég þarf ekki Rósi Napagatið, ég hef séð til dæmis, ég get sagt þér það, ég hef kannski sagt þér þetta áður, ég á með hugmynd í maganum alveg í 2 ár það hvernig mætti gera alveg meiri háttar eftirlíking á sólkerfinu á Íslandi, hér á Íslandi á ákveðin hátt. Eftir 2 ára vinnu með allskis hugmyndir, þá sagði ég mun aldrei framkvæma þetta, ég vissi alveg hvernig ég ætti að fá ákveðna aðila í lið með mér til að geta framkvæmt þetta, af þeirri stærðargráðu sem ég hafði í huga. Svo ég hendi hugmyndinu frá mér. Ég skrifaði til 6-7 fyrirtæki á Íslandi og bara sagði í stuttumáli, þetta hugmyndin, hafið áhuga að taka þátt. Og einn af þessum aðilum var Stjörnuspekifélagið. Svo var ég bara ekki að pæla í þessu meira. Ég sagði, ég er búin að koma hugmyndinni frá mér, þannig að ef einhver vill nota þessa hugmynd, þá fínt. Síðan líður eitthvað 1,5-2 ár og þá góður vinnur sem bendi mér á, sjáðu fréttina inn á Stjörnuspekifélaginu, hvað segir ég? Þá manneskja sem að þekkir hugmyndina mína og hafði heyrt mig tala hana. Og hún bendi mér á að það var búið að framkvæma skylda hugmynd á Höfn í Hornafirði.
og hvers vegna vissi Stjörnuspekifélagið af því strax, voru aðilarnir sem framkvæmdu hugmyndina tengdir Stjörnuspekifélaginu, getur verið að þeir hafi fengið hugmyndina í gegnum tölvupóst frá mér en aldrei gefið mér tilbaka svarinu sem þeir svöruðu mér aldrei. Veist, sáuðu bara hugmyndina, fóru að ræða hana sín á milli og einhver sem þeim tengdist fékk tengda hugmynd og framkvæmdi mjög grásleppulega, hallarislega, flata og grunnhyggna útgáfa af þessari hugmynd. Það er allt í lagi, ég veit ekkert um það. Það getur vel verið að bara það verið 2 menn á Íslandi í öllum heiminum fengið svipaða hugmynd á svipaðan tíma. I don't know, I don't care. Málið ég fæ hugmynd á hverjum einasta degi. Ég endalaust að fá einhverja hugmyndir. Sumar rata út í rantið mitt, sumar út í greinarnar mínar, sumar inn í hugmyndafræðina sem ég er að byggja. Já, ég fylgi ideology. I'm fucked. En þú veist, ég hef ekki áhyggjur af því. Þú veist, ég meina, ég sé til þess að það er sífellt stækkandi hópur sem notar orðið leiguveldi. Þú veist, hugmyndin virkar. Þú veist, það er einhver að nota hana. Þú veist, hún hefur eitthvað vægi. Ég hef ekki áhyggjur af því. Ég er komin með nýja útgáfu, heitir Republic. Já, en fólk getur ef það hefur áhugað að rannsaka. Ég gerði nú heilt vídeo um þetta, eða situr inn vinddæling. Já, ég horfði á vídeóið þitt af því að það hafði farið fram hjá mér. Sko þegar þú byrjaði með Frelsi TV þá fylgdist hélt ég þokkalega með þér en þetta hafði farið fram hjá mér. Já. Svo myndist þú á til djúpkóðun og ég fór og kíkti á hann 2-3 dagar seinna og þú tókst þetta mjög vel fyrir og þetta er eftirminnilegt fyrirtaka og ég er svo og eftir reynslu mín af íslenska stjórnkerfinu og íslensku stjórnsýslukerfinu þá trúi ég því sem þú ert að segja þarna og þú ert búin að dokumenta þetta og sko málið er nefnilega, það sem ég er að segja bara eins og með þessu hugmynd mín að sólkerfinu. Það var einhver sem benti mér á hugmyndina af því að það var einhver sem þekkti mína hugmynd þarna, sá hana. En hún skipti mig engu máli, ég er búin að henda henni frá mér. En það sem að ég veit, ef að ég er að vinna með hugmynd sem að ég veit að ég fékk frá öðrum, þá tek ég það frá mér. Þannig vinn ég. Og fólk getur treyst því til dæmis að þegar ég stundum fengi ábendingar með stöðuuppfærslur á Facebookinu síðustu árin, að ég fengi ábendingu, nei, heyrðu þið hvað þetta var flott, hvaðan tókstu þetta? Ef ég vitnaði ekki í einhvern, þá er þetta frumsamið. En það er ekki algilt, það getur vel verið að ég segi einhvern tímann sálinni hóks. Það getur vel verið. En það er ekkert víst að ég muni segja Tilda Axel. Kannski ekki. Nei, það má nú ekki taka þetta to the extreme, sko. Akkurat, sko. En ég meina... Ég eigna mér ekki hugmyndir annarra. Ég gerði oft í fyrsta skipti sem að ég, til dæmis fyrsta skipti sem að ég nota hugsanlega orðið umskiptingur, þá segi ég eitthvað svona frá meistari Guðjóni, sko, þá er þessi hugmynd umskiptingur, sko. Ég er búin að tengja, sko, en það er ekki það með sagt í hvert einasta skipti sem að ég nota orðið umskiptingur þá, það er að taka hlutina bara... Já, maður er einhverstað búin að segja, heyrðu, ég er að nota hugmynd sem einhver vakti með mér. Já. En eftir það er maður bara að nota hana. Og það er bara þannig, ég meina, þú veist. Já. En þetta líka, sko, ef að borin er virðing fyrir hugmyndum, þá hvetur mann til þess að fá fleiri, sko. Já, en ég líka alltaf með á þessu. Ég hef fengið hugmyndir, ég hef notað hugmyndir, ég hef líka fleygt hugmyndum, ég fæ nýjar hugmyndir. Ég sit hérna inn Víkurfréttir, þar sem að ég gerði hennar þróunar- og rannsóknarsamning sem var bara svika samningu til þess að tefja máli á meðan að þeir stælu þessu í Landsvirkjun. Vegna þess að sko, það er nefnilega til fullt af fólki sem stelur hugmyndum og notar hugmyndir, það er alveg til og sko því miður fyrir þau, vegna þess að manneskja sem er svo fátæk að hún þarf að byggja sig á hugmyndum annarra. Hún er mjög fátæk. En manneskja... Fólk hugsar ekki svona, og svo einhverjum tímapunkti telur fólk sér trú að það hafi fengið þessa hugmynd sko sjálft, sko. Já, bara.
Yes, heyrðu, ég heyrði að fjölskyldan farin að gráta. Þetta búið að vera mjög gaglegt. Já. Ég líka svolítið þreyttur í að það búið að vera rosalega vinnutörn, sko. Ég tók það 10 nætur. Já, ég fann að ágjur að því. Það var ekkert að heyrast þráður á netinu, sko. Ég bara hef ekki orku. Ég tók með mér græjurnar núna á hótelið síðustu viku og svo vann ég helgina, sko. Ég átti ekki orku í einn einasta þátt, sko. En það eru góður hluti búin að gerast. Við erum búin að finna þarna stjórnarskrána eða við höldum það. Já. Og það vakti nýjar spurningar sem áhugaverðar. En ég hveti til þess að halda áfram, sko. Þótt að það sé svolítið prump og róp í þáttunum. Það allt í lagi mín vegna, sko. Já, sko, það er ekki lengur nóg að reyka góleminn í burtu. Gúlarnir reyna framast við. Skorturnar framast við. Ég skil þetta alveg, sko. Það var nú að eitt þáttur það var ekki við það aðeins. Já, þetta pirraði mig ekkert. En sko, þú ert að koma með svo massífa punkta og ég reyndar, sko, það reyndar kannski gaman fyrir þig upp á sögulegt gildi að því, sko, þau ert að horfa á þetta eftir 10 ára eða 15 ára, þetta eru sögulegir atburðir sem að gerast hérna. Já, kannski. Já. Ég er ekki byrjað að kveikja þessu. Þú ert að meina þá íslenska efni væntanlega frekar eða bæði? Nei, bara bæði, sko. Og það er eitthvað dýnamík í djúpköfunum sem er að velta við ótrúlegum steinum eins og til dæmis og hvort sem það er undir áhrifum frá því það er bara alls konar áhrifum að þetta sálin er blekking, sannleikurinn er blekking, það er bara allt í gangi, sko. Og það er náttúrulega rosalegi straumar að utan þessum með að jörðin er flöt og heimsmynd okkar er svo login að hvernig getum við tekið einhver ákvörðun þegar allt sem við vitum umhverf okkar er lygi, sko. Já, og þetta er alltaf að stekka og dýpka. Já. Og við sjáum það líka með að djúpkaðanir að það eiga fastan áhorfendahóp. Já. Þannig sé hef engar áhyggjur af til dæmis með documentation og annað. Ég veit að sko, eitt sem ég veit bara frá því með þegar maður var að byrja í trúarbragðapælingunum. Já. Ef þú heyrir hugmynd sem hreyfir við þér, þá manst hana. Já. Og ég hef líka reynt í því að eftir fertugt fór ég að þróa hugmynd út frá einhverju sem ég hafði heyrt 25 árum áður, sko. Já. Þannig að ég hef engar... Krátið mitt sem var nú svolítið gagnrýni á því upphæfið, þeir eru allir fans hjá þér núna, sko. Já, það er svolítið sérstætt. Já. En það er bara gaman, sko. Ég veit að margir af mínum hlustundum missa ekki af einu einasta vídeo á þér heldur, sko. Þegar þú ert að gera mjög góða hluti, sko. Já, ég er ekki alveg að sjá það sjálfur. Nei. Það er gott. Ég kæri mig svo mikið það vegna þess að ég, sko, leiðum að vera að taka sjálfan sig hátíðlega líka. Þá fer maður að festa sig á greinum og ég vil það ekki. Nei, ég hef náttúrulega tekið svolítið þennan punkt að ég vona að ég hafi rangt fyrir mér með allt, sko, en... Já. Og við búum upp í það. Og ég meina, hvað getur skammað þannig viðhorf, sko. Ef ég hef rangt fyrir mér, það hef rangt fyrir mér. Það bara þykir mér það mjög leitt, sko. Ég er ekki Mr. Alvitur og veit allt, sko. Ég bara er að velta hlutum fyrir mér, sko. Ég segi þetta sérstaklega í hlutum eins og með spátuminn Al-Aqsa-mosku, sko. Þar tekið það skýrt fram að ég vona svo bara virkilega að ég hafi rangt fyrir mér. Já. Það er, þú veist, að því maður, þó að maður sé stundum að segja hluti sem maður veit að maður mókar fólk, þá veit maður kannski að sú mókun er bara út af tilfinningasemi á fólki. En stundum er maður kannski að tala alvarlegri hluti, svo til þess með dúkkuna fyrir á borðinu. Þetta getur vel verið að sé eins og okkur er sagt. Og þá þykir mann auðvitað leitt að sværa tilfinningar fólk, sko. En samt sem áður. Ég þurfti að díla við þetta í flugslysamyndböndunum mínum. Þá voru menn ábúrslega svona harðir, bæði í ensku myndböndunum og íslensku. Að ég var einhvern veginn að svíverða minningu þessa fólks eða eitthvað svona, fólk var að skamma mig rosalega mikið á þessum punkti. Já. Og ég meina, þú veist, en hvað með alla fréttastofunar sem er að dæla þessu efni út daginn inn og út og erum alls konar samsæriskenningar eitthvað sem þið vita ekkert Það
Fólk sér þetta ekki fyrir því ég benda. En þegar fólk fattar þetta, þegar maður bendir fólki á þetta, ég lendi því svona eineltisumræðina að sko ég með þá skoðun að einelti styrkir þig, það má ekki segja það sko. Það sem ekki drepuði styrkir þig, það er ekki eitthvað svoleiðis. Og ég sagði þetta á einhverjum þræði þar sem á verið að ræða sjálfsmorð og ég var nú svona að taka það fyrir í vídeói bráðum og þannig. Sko ég hef skrifað bók sjálfsvíg og ég hef skrifað heilmikið einelti undir ferlið sjá hvað vilja, bæði á ensku og íslensku. Og bókin mín Varminn kvótans byggist á einelti og af miklu leyti sko. Það er ákveðin eineltis flötur á henni og sömti af því sem hefur verið í gangi í mínu lífi síðan 2007 er að völdum eineltis sem fólki finnst sjálfsagt mál út af því að ég sé maður á mínu tagi. Mitt. Þannig að ég er svona smá einsýn í einelti en það sem er áhugavert, mjög skemmtilegur hlutur, að er eitthvað svona síða það sem verið að fjalla sjálfsvíg og það er mjög fastmótað meitluð pólitískt rétt skoðun á sjálfsvígum sem ég er ekki sammála. Og ég kom með einhver athugasemd og hún var svolítið grimm, þannig að ég sagði býttu, ef að sjálfsvíg er ekki í lagi þá trúir ekki á þróunarkenninguna. Neitt. Sem er náttúrulega bara, en ég fékk það óþveginn og einn maður sem bæði skrifaði á YouTube-inu mínu og þarna í þræðinum að ég var í helvitis fíbl og fáviti og eitthvað. Það er nú vægt, þú átt nú að vera vaksin upp úr því, sko. Já, það er alltaf leið. Þetta snerti nú ekki við þér lengur. Nei, mér er alveg saman það, ég þóli það, en þú veist, exposition á fávitaskapur er svolítið áhugaverður. En þú ert ekki farin að fá geðvottorðin, eða? Nei, ég er löggiltur fá geðsjúkdóm. En eins og góðdátinn svæk, sko. Nei, punkturinn er nefnilega leynir á sér, sagði. Punkturinn leynir á sér. Ég fer inn á síðu þar sem fólk er að væla á kvarta yfir því hvað einelti sé vont vegna þess að það leiðir til sjálfsvíga. Ég kem með óvinsæla skoðun sem er basically bara að segja, heyrðu það eru fleiri sjónarhorn en þetta eina rétta og ég er lagður í þvílíkt einelti af öllum þeim sem verið að berjast gegn einelti og það er enginn að sjá það. Og einelti var meira sem með einhverjum fávitalegum yfirlýsingum sem voru ekki einu sinni hugsaðar. Engin samræða, engin, bara sturgluð hugsun. Það er það sem að stakk mig. Ekki af því að það særði mig, heldur ég hugsaði, heyrðu, þetta get ég notað til að benda fólki á hvað ég á við með henni stjörfu steinrunnu hugsun. Þess vegna langar mig að taka þetta fyrir í vídeóin. Ég dokumentaði þetta af því að það er svona proof of concept að baráttan sem við eigum í er við hugsunarhátt. Þetta er eins og ég var reyndar að minnast þá í Harmageddon í morgun, sko, þetta er það sem að menn átta sig ekki á er að þegar verið er að skoða biblíuna, það er verið að tala hugarkerfi, sko, og það er alltaf verið að endurtaka það aftur og aftur bara með nýjum formerkjum, sko. Já. Og menn átta sig ekki á því, og það er mjög góður punktur í sambandi við það að hafa í huga að sko Móse skrifaði bara boðin 10 og regluna altarið. Hann er síðan skrifaði niður, Gamla testamentið er síðan skrifað niður í Babýlon 1000 árum seinna. Annars á ég að vera góður við Harmagedduna mínar, það eru náttúrulega hetjur að hringja í mig úr þessu umhverfi sem það eru í, sko. Þeir eru núna í einhverjum svona drottningaviðtölum í Íslandi í dag, sko. Stjórnmálamenn koma og létta frösunum sínum yfir landslýð, sko. Nei, þessi strákar vaða oft yfir fólk í viðtölum með dónaskap og frekar niðrandi viðtölum og skýla sér á bak við það að þetta sé eitthvað svona hálfgert grín hjá þeim og hálfgert satýra og þeir eru að gera lítið úr fullt af fólki. Mér er drullu sama þó að það sé gert lítið úr tilfinningum þess að dramakennda sturlaða samtíma.
Þess að má ekki særa neina tilfinningar. Það þannig sem þú kæfir menningu, þegar þú hættir, þegar þú mátt ekki særa tilfinningar. Já, og það markmiðið. En þeir eru að hringja í þig vegna þess að þeir eru að reyna að segja hlustendum að það sé ekkert marktakandi á þér. Ef þeir birta þig ekki, þá af því að þér tókst að sanna að það sé ekkert marktakandi á þeim. Og það þess vegna mjög jákvætt ef að þeir taka við viðtal og birta það ekki, vegna þess að það þýðir að þú sást við þeim og þeir vita það. Já, þeir eru löngu búin að átta sig á því að þeir ná ekki að snúa mér í rökræðum, sko. Og ég held að það muni enginn leggja í mig með það markmið að leggja mig í rökræðum. Eina sem þeir eiga að snúa út úr sem ég segi. Já, en þeir treysta á það að fólk taki nú ekkert mark á svona samsæriskjali, sko. Já, einmitt, og krossara, fyrir þetta krossara, sko. En ef að viðtalið fór þannig að allt í einu þá hafi það snúist í höndum ef meitillinn snúist að meiklaranum, þá breytist talið. Taktu vel eftir því, kallinn minn, að sko ástæðan fyrir því að fólk vill ekki ræða við mig stjórnarskrá þjóðveldis svo að það engin höggstafur á henni. Nei. En svo getur verið þetta sé bara að hafa eitthvað bilað í tölvunni á þeim eitthvað. Það svo sem veit ekki. Já. En já, það verður spennandi viðtal við Markus og Jóa á morgun. Já, ég bið heilsa strákunum, samt ekki útsetningu. Nei, það mjög gott að tala við þá. Þeir gefa manni space og reyndar svona, að því ég svona flæðiskall, sko, þá ég svolítið háður responsi, sko. Já. Og Markus og Jói hafa verið mjög góðir í því og reyndar Harmageddon alveg. Ég fíla svolítið þennan harða að því að sko þeir eru að reyna að pota svona í tilfinningar ég bara með mína tilfinningar og tilveru alveg á hreinu, þannig að það bara vindhögg, sko. Þeir snúa mér ekkert með einhverju tilfinningarausi, sko. Já, þessi skipti sem ég fekk að koma í morgun þáttinn í Markusi, hann er mjög góður í því að leiða mann áfram og bregða fyrir mann fæti, sko. Nei, hann er mjög gott að eiga við Markus og Jóa, sko. Þeir eru lógiskir, sko. Markus, hann reynda stýrir umræðan og kannski aðeins meira, en Jói kemur oft með svona mjög flott innslög, sko. Markus sýnir alltaf fulla virðingu allan tíman og hann ekkert að reyna svona einhvern veginn að snúa manni eins og Harmageddon að gera, sko. Það er að berjast allt þennan level, sko. Ég meinti þetta ekki neikvætt, sko. Nei. En það er bara þannig þegar heimspekingar mætast, þú fara að ræða heimspeki, þú bregður fyrir hinn fæti svona, sjá hvort hann hrasi eða hvort hann grípi það, sko. Það er það sem gerir heimspeki samræðuna skemmtilega. Já. Og það er bara skemmtilegt, sko. Vegna þess að þannig verður heimspekingurinn til. Ef að hann heldur ekki flugi í heimspeki þvæðrinu, í storminum, þú veist, þá þarf hann að bara Þá verður hann bara atvinnulaus, náttúrulega. Já, hann kemur bara aftur til leiks seinna, sko, en hvort hann gerir það aftur samdægurs eftir 7 ár, það er bara komið í ljós. Já, en það verður nú að segja þetta svo það eru nú fáir sem að þora að hringja, það er fullt af öðrum fjölmiðlum á Íslandi og svona alls konar vikuþáttum og ég held að ég sé ágætlega þekktur á Íslandi og þessar skoðanir mínar, sko, eða svona mitt take á hlutina og það er svolítið merkilegt að það er ekkert verið að það er bara svona örfáar fjölmiðla, bara 4 fjölmiðla hetu sem þora að hringja, sko. Já, sko, var það ekki á föstudaginn sem að við fórum 3 að skoða stjórnarskrána, mér minnir að vera á föstudaginn. Já. Þetta er stórfrétt. Já. Þetta er stórfrétt á Íslandi. Þetta var aldrei gerst. Nei. Og það var búin að vera langur aðdragandi og það er svona óbein afsökunarbeini í einn upptökunni af því að þetta skildi hafa verið svona, þú veist, þeir segir einn starfsmaður að ég hafi verið beittur fengi óþarlega stuttarlega svör, mann ekki orðalega.
Já, en það er ljóst að allir fjölmiðlar á Íslandi eru áróðurstæki valdstjórnarinnar, sko. En ég hef náttúrulega ekki sett neina fréttatilkynningu og ekki engin annari, þannig þú veist, mér er alveg sama. Þetta er bara eins og með vídeó sem ég gerði í dag. Ég var þarna að hugsa upp á við að vera enn að skrifa lestabréf í fjölmiðla til þess að vekja athygli á því sem ég langar að tala eða nei, ég hendi svo bara á YouTube mitt. Ég krítiliseraði þarna til dæmis Kvennablaðið daginn. Þeir voru með sko alveg greinilega borgaðar fréttir frá Sameinuðu þjóðunum út af þessu flóttamannadæmi. Og ég sá að það kom auglýsingapakki til þeirra frá flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna. Okay. Og ég sagði eitthvað að þetta væri keypt, að þeir væri nú ritstjórinn upp vináttusambandinu okkar. En þetta er orðin standardtækni hjá mörgum, sérstaklega vefmiðlum, að þeir selja fréttir, selja greinar. Já. Þetta er orðin partur af staðlar í markaðsefni. Algjörlega. Og því miður, þetta er mjög sorgleg þróun. Já. Maður verður bara að rannsaka sjálfur því meira á. Já, en þetta er nú bara svona heimahobby hérna á Frelsi TV, sko. Maður er bara... En ég veit reyndar að hlustendur mínir hafa stundur lagt pressu á fjölmiðla, sko, veist, akkur eru ekki að tala við Axel, sko. Já. Og ef það líður of langt á milli hjá sögu eða Harmageddonum, þá fara menn að láta heyra í sér, sko. Já. En eins og til dæmis bara Ríkisútvarpið, það ekki eitthvað sem að ætti að bera ránlega skylda til þess að fjalla það sem að er í gangi hérna, sko? Sko, ef það væri, ef að ég meina hvað með góður, sko. Ég veit, ég ætlum ekki að fara að segja hvað þeir ætti að vera að fjalla sko. Mér finnst það ekki að vera kannski mitt, en það sem ég finnst eins og ég sótti að verða útvarpsstjóri ríkisins þegar það var auglýst og ég fengi athugasemdir á til fólk sem tók eftir því. Og allt í því til þess að frænka mín sem ber heimbersnafni líka, hún var spurð tíma hvort að því hún var að vinna eitthvað þannig tengslum, að það var starfsfólk þar inn frá sem spurði hvort að væri eitthvað, hvort að hvernig skildum mér væri. En það er það sem að ég veit að ég hefði gert, ef ég hefði, við vitum báður, ég hefði aldrei einu sinni fengið viðtal, en ég hugsaði samt, þú veist, maður veit aldrei, maður sótti bara Gunnlaugsson sótti líka en ég hugsaði, hvað myndi ég gera ef ég væri útvarpsstjóri? Hvað myndi ég gera? Og eitt af því fyrsta sem ég myndi gera var að loka öllu því sem ég gæti komast upp með að loka. Já, ég bara, sko, fyrir mig þá hef ég engan áhuga að vinna hjá mafíunni, sko. Nei, fyrir utan það, sko, ég hef ekki áhuga á svona starfi. En það sem ég fór að hugsa, sko, ef að ég réði yfir útvarpinu, hvernig myndi ég vilja sjá það þróast? Þegar ég segi loka því sem hægt er að loka, þá ég vil loka afþreyingarefni sem er keypt frá erlendum stöðum. En ég bara velta fyrir mér, sko, það er svona alls konar vikuþættir hjá Hringbraut, hjá RÚV, hjá öllum þessum fjölmiðlum, þá er svona vikuleg þetta sem ritstjórar mætast og eitthvað að spjalla frétta í vikan og eitthvað svo leiðis. Ég held að Frelsi TV sé þannig að engin Íslendingur sem hefur vit í hausnum sem veit ekki Frelsi TV, sko. Ég held að Frelsi TV sé tiltölulega þekkt á Íslandi, sko. En það var svona athyglivert að þetta fólk þykist vera að fá svona sjónarhorn og ég hef náttúrulega boðið öllum að koma inn í þáttinn sem þú veist, pólitíkusum eða hverjum sem er. Og ég ætla að reyndar ég ætla að kynna það sérstaklega fljótlega, ég get svo sem sagt það hérna, að ég stefnaði að opna þátt sem myndi heita Frasarnir. Já. Það er þá þáttur sem að ég skora á stjórnmálamenn að koma með frasana sína til skoðunar á Frelsi TV. Og sko þessir umræði þættir eru náttúrulega ekki trúverðugir af því þeir taka aldrei sjónarhorn eins og mitt sjónarhorn inn. Eða þá þitt sjónarhorn, sko. Allar stjórnarskrá umræður eru bara áróður, sko. Það er einhver umræður. Nei, mér finnst það allt í lagi. Mér finnst það bara í fínu lagi. Persónulega. Vegna þess að
sko, það að hlutir sem ég að tala fái ekki inngöngu hjá meginmeilum proof of concept fyrir mér. Já. Og smátt og smátt, sko, vex manni ásmegin. Já, við að, sko, þegar ég skrifaði bókina mína Bréf frá sjálfsmorðingja, eða Sandana, þetta hljóðbók eingöngu, og ég í dag komin með nógu mikið efni til að bæta við einum kafla hérna. Ef ég myndi gera viðbótarkafla, og á ég efni í viðbótarkafla. Ég ánægður með bókina, ég hef ekki hreinritað hana, þú veist að hvarfla að mér að vélrita hana upp og endurhljóðrita hana. En sko mánuði seinna þá farið að hampa Óttari Guðmundssyni og fyrir það hann hafi eitthvað að skrifa sjálfsvíg og hampað hans opinbert réttu viðhorfum. Og í sinni bók þá veit hann í að þegar ég var 17 ára þá hvarflaði að mér eitt kvöld að fremja sjálfsvíg. Þú veist, þetta var, þú veist, hljómaði svona eins og, heyrðu, ef einhver fer að taka til bókina Guðjóns, þá hérna bók fyrir ykkur að taka marka og hún frá Óttari, sko. Verið ekki að hlusta á þennan þarna. Þannig, það allt í lagi. Sko, það til fólk sem hlusta á bókina mín og fatta hana. Ég hef heyrt frá fullt af fólki sem hlusta á bókina mín og ekki fatta hana. Og brugðist við með einhverjum þannig hætti, þú veist. Já, en maður líka, ég bara segja svona, sko, ef þetta fólk, það svo sem ekkert margir að koma hérna í þáttinn hjá mér heldur, en ég er ekki með einhverja milljarða í tekjur, sko. Ég meina, það fyrir náttúrulega eftir hvað maður að gera, ég ekki að reyna að gera hlutina sem þú að gera. Það rosa gott að hafa þetta plattform, það sem ágætis fjölda hlusta. Ég var að viðurkenna það, mér finnst rosa gott að hafa þetta plattform. YouTube sterkur miðill, sko. Já, ég meina það sem skiptir máli ef maður eitthvað að segja, eitthvað sem þess virði að vera sagt. Ef það þess virði að vera sagt, þannig að fólk hlusta á það, þá maður það eftir því. Og ef það reynist síðan, sko, eiga erindi, þess vegna ég að taka Bréf frá sjálfsmorðingja, vegna þess að það svo margt sem óvenjulegt í henni, í miðað við narratív samtímans. Við getum verið að horfa á það eftir 20 ár, 30 ár, 100 ár, þá sé samfélagið orðið breytt og þessi bók hreinlega fái verðskuldað vægi fyrir það sem að fram kom í henni og það dugar mér, þú veist. Ég þarf ekki að koma á Hringbraut, ég er ekkert viss ég myndi þykja að koma í Kastljós. Þú veist, ég ekki að reyna að koma mér á framfæri. Þvert á móti, ég viljandi matbý mitt efni þannig að þú veist að það fælandi, það fælingarnum. Þú veist það bara fínt. Vegna þess að líka hluta til, þetta var alveg eins og þegar ég segi varðandi mína fortíð sem einhverjir myndu vilja sletta sker í, ok, allt í lagi, þú veist, gjör svo vel. Aldrei hef ég reynt að fela hana, þú veist, ég hef ekkert annað að fela heldur. Og en ef ég hef eitthvað að segja, þá skulle vera það saman. Og sko fólk hugsandi, fólk nefnilega fattar þetta, fólk fattar að það ekki hver sem sem kemst inn í fjölmiðla, það fattar að það verið að matbúa ákveðin við það. Þegar til lengri tíma lætur, þá sko ef þú ert authentic, ef þú hefur á einhverju bjargi að byggja, þá sko sá sem kemur einu sinni til, orða þetta svona, sá sem kemur til þín í dag af því að þú sért authentic, hann ekkert að fara. Nei, ég reyndar held það að Frelsi TV og fylgi bátar og þá þú og vonandi Þórdís fara að setja sitt upp sjálf, sko, og einhverju fleiri kannski fara að koma með sína stöðar, sko. Þetta verður orðið mainstreamið, sko. Fólk fer að leita miklu meira í svona, þetta nú fer að koma hrun aftur, sko. Og það er styrjaldarnir að fara að nálgast nær, að þá fer fólk að leita, sko, meira. Já, það var eitthvað þarna Frelsi TV, eitthvað þarna kjaftaði. Þannig að við erum í rauninni í öldu sem stígandi, sko. Sko, ég orðaði þetta kannski best bara í fyrradag eða morgun, ég man ekki hvernig ég skrifaði það. Og ég skrifaði það reyndar á ensku. Þú ert annarkvort að sópa svarta slíminn í burtu, eða taka þátt í því, eða vaða í því. Og það getur vel verið að þeir mislíki kústurinn sem ég að nota, en veistu hvað?
ég smíðaði minn kúst sjálfur. Já, hárrétt. Og ég þegar við En þú ætlaði samt að fara inn í RÚV og breyta það innanfrá? Nei, það var ég ekki að fara að gera. Ég sótti bara í gríni. Ég reyndi að vara að hugsa á sínum tíma að sækja en ég vil ekki vinna hjá mafíunni. Og líka einhverjir að tala Axel í Forsett og eitthvað svona, ég hef engan áhuga á að vera mafíósi eða vinna í mafíu. Mér reyndar í kringum hagsmunasamtök heimilana, þá kom svolítið að tækifærum að komast í djúsi stöður, sko. Og ég hafði bara ekki list á því, sko. Já, ég svo sem enga með sérstak afstöðu með það ekki, heiðarleg vinna er bara heiðarleg vinna. Já, ég hef ekki list á því, ég hef hugsað líka, ég fæ eitthvað tilboð, bara fara að vinna hjá NATO fyrir 6 milljónir á mánuði, myndi ég taka því til dæmis? Ef ég sækjum starf þá er ég tilbúin að vinna það. Ég var nú að vinna með gaurið mitt sem í Noregi, Íslending, sem var að byrja nýjan business og er svona í þessum grensum eins og við. Og það stóð til að fara í eitthvað verkefni í NATO, sko, og ég sagði bara nei, ég kem ekki nálægt neinni vinnu fyrir NATO, sko. Og þá var ekkert hringt í mig aftur í sambandi verkefni, sko. Já, ég myndi ekki, ég leyfi mér ekki að hugsa svona hvort að einhver tekur við með viðtal eða bendir á mig ekki. Ef þú hefur eitthvað að segja, þú ert að segja og þú ert að gera það vel og þú ert að fá á áhorfendur, þá myndi ég eingöngu spyrja, það sem ég myndi gera ef ég væri með Frelsi-TV, ég myndi spyrja hver er áhorfskurvan mín yfir allt tímabilið og skoða ef hún stoppar einhvers staðar og stóð í stað, hvað var ég að gera vitlaust á þeim tíma, ef þú vilt fá meira áhorf. Þetta er eina sem ég myndi gera. En vegna þess að varðandi hvort ég sótt hjá Skrúf eða ekki, eða hvort ég hefði fengið viðtal ekki, skiptir mig engu máli. Það sem skiptir mig máli er ég fór að spyrja sjálf á mig. Vegna þess að við vitum að það er útilokað að mín umsókn hefði nokkuð tíma verið tekið til greina. Ég vissi það þegar ég lagði hana fram. Ég reyndar með, sko, Má ég koma svo frá mér, annars bara byrja ég á því aftur. Okay. Og aftur. Skrúf skiptir mig engu máli. Nei. Stjórnsýslan á Íslandi skiptir mig engu máli. Hún er svart slím, lega blekkingavefur sem fólk trúir á og þetta myndi gufa upp eins og dögg fyrir sól ef fólk myndi vakna til meðvitundar hvað trú er, sem fólk skilur ekki. Og þú veist, ég nenni ekki að pæla í því hvort fólk skilur eitthvað eða ekki. Það er þeirra mál. Það var bara sitt líf, sinn veruleika. Sko, ég fór nefnilega að hugsa, það sem skiptir máli nefnilega ekki svarið heldur spurningum. Ég fór að spyrja sjálf á mig, hvað myndi ég, ef ég væri útvarpsstjóri, ef ég réði yfir þessari stofnun, hvað myndi ég gera? Það er málið. Hvað myndi ég gera? Og það er það sem ég langaði að segja þér. Hvernig ég svaraði þeirri spurningu. Ég myndi opna fyrir stöðum, algjörlega. Ég myndi segja upp öllu sem ég mögulega gæti sagt upp sem kostar peninga. Sérstaklega kemur erlendis frá. Og ég myndi opna fyrir það að Íslendingar gætu verið með open source útvarpsþætti og open source sjónvarpsþætti. Og þar til dæmis, ef það hefði gerst, þá gæti Frelsi-TV verið með sinn vikulega open source klukkutíma þá, en þú fengir ekki krónu fyrir það. Já. Og þar með væri ég búin að opna fyrir það að til dæmis krakkar í bílskúrsljónsveitum 17, 16, 17 ára gömul geta tekið upp frumsömin lög og gefið þau út. Það er ríkisútvarp. Það er ríkisútvarp sjálf. En málið er að, sko, til dæmis eins og við hérna, við notum aldrei sjónvarps eða útvarpssignal. Við erum með sjónvarpi tengt við internetið og við erum með sikkura tölvuna, sko. Auðvitað ekki. Það er verið að nota sjónvarpssignalinn til að stjórna heilabúinum á fólki. Þess vegna er ekki opnaðar nýjar rásir. Já, en sko, málið er það að við notum ekkert, öll fjölmiðla trafík hérna fyrir gegnum interneti, sko.
Og þá náttúrulega stöð eins og Frelsi TV komin á jafnan grunna upp af vissu leyti, sko. Já. En reyndar hef ég líka svolítið áhuga í að gera meira í Scandinavian Report. Ég er rosalega spenntur fyrir ensku. Maður fer fljótlega að hætta en enn að tuða Ísland, sko. Þetta bara sokkið skip, sko. Sko, Íslendingar eru búin að fá vitnisburð. Já. Ég er búin að gefa vitnisburð og þegar að heilt samfélag er búið að fá vitnisburð, þá það komið á planka. Já. En Íslendingar nú líka svo sem þegar þeir vakna, þá vakna þeir hratt, sko. En líka það, ég meina, það segir eitthvað að það eru 3900 manns að horfa á rásina á 28 dögum, sko. Það er rosalega mikið bak áhorf á stöðuna, sko. Þess vegna þetta bara allt í góðu lagi. Það eru gamlir þættir í alls konar efni, fólk getur lent á ýmsu. Það rauninni sem eina sem var í sniðugt, eins og að ég segi allan með íslenska efni mitt, að það hefur kvarlað að mér daginn af því að ég nota ekki titla sem eru lýsandi fyrir innihaldi. Já. Og ég hugsaði daginn kannski væri sniðugt hjá mér að hlusta nokkra þætti og bara niður. Og hún var að byrja að drekka fyrir. Já, ég þarf líka að fara að drífa mig. Þú veist, ég hugsaði kannski væri sniðugt að glósa, þú veist, einhver lykilorð sem að koma fyrir sömu vídeóum upp og fólk vil finna það, eins og ég fann ekki á þann að færsluna mína þar sem ég fjallaði Breivik og þetta dæmi. En veistu, ég er eiginlega hættur að spá í það, ég spáði það í þetta kannski fyrra. Ég er eiginlega meira áhuga á því hvað ég gera morgun, sko. Já, líka það svo mikið flæði núna, sko. Maður bara hefur ekki tíma í svona handhafinnu, sko. Já, ég bara, þú veist, það skiptir ekki máli. Ég er búin að segja þetta þarna. Ég veit ekki hvað ég sett það. Ég nenni ekki að pæli því. Já, það skiptir mig ekki lengur máli. Ég jafnvel nenni ekki lengur að hlusta á djúköfunum okkar á eftir, sko. Nei, ég er sammála. Ég er komin á þann stað, ég veit hvað við vorum að tala ég veit hvað flæðir orðið það stærst, ég veit hvað komið fram og ég mun mjög líklega einhvern tímann hlusta á eða þá mun einhver minnast á, hvað verðum við að gera á morgun? En það bara sama eins og þú veist, þegar þú ert að læra að spila tennis, þá ertu fyrst opaslega stressaður yfir hvernig þú heldur á spaðanum og svo ertu orðið bara fluent, sko. Já. Það sama náttúrulega með eins og þegar við byrjuðum kannski og hvernig við erum í dag, þetta er orðið alvöru tennis, sko, bara próf, sko. Eins og viðtölum mína út á sögu, ég var ægilega spenntur þegar Jói var búinn að setja þetta online seinna daginn og hlusta á þetta, hvernig kom ég út í útvarpinu. Í dag, það er ekkert víst að ég myndi nenna alltaf stöða. Nei, ég ætlaði nú bara að taka Harmageddon til þess að dreifa þig, sko. Já, ég vilja heyra viðtalið, sérstaklega núna þegar ég veit að þeir vilja ekki birta það. Auglýst eftir hljóðritun, einhver annar sem á hljóðritun að þessu? En þetta var, þú veist, ég veit ekki, það verður einhvern veginn breyst allan hjá mér hvernig ég tek á þessu hlutum. Ég var líka síðasta viðtali hjá þeim, þá væri rosalega hátt á hlustandalistana hjá þeim. Ég var með rosa gott áhlust hjá þeim, sko. Ég pæli rauninni svo lítið í þessu fyrir mína partin, sko. Já. Ég er að reyna að leita að einhverju, ég er að reyna að leita að einhverju sem ég vil vita, einhverju sem ég vil skilja og sumt finnst mér vera þess virði að tjá mig um. Já. Þessi ensku vídeó eru svolítið, sko ég var komin með risastóran bing bara í hausinn af hlutum sem var efni í að skrifa með eitthvað, nú er ég bara búin að sópa því út, mér líður ægilega vel með það. Já, og eins og vídeó í dag, ég bara var að sópa út hlutum sem að, þú veist, ég var búin að vera, sömt sem ég sagði þessu vídeó er ég búin að vera að hugsa í allt sumar. Já, og ég er bara ánægður, ég er búin að sópa þessu út. Og mig langar núna að vita hvar Kópavogs fundarskjalið en ég er búin að hefja leitina og það er fleira fylgjast með þessari leit og það er eins og vorum að tala með sko blekkingunum stjórnarskrána og svolítið gott sem að Sigurgeir bent á. Þegar vorum að ræða þetta í fyrsta, annað og þriðja. Hann sagði sko það var svo sterkt í fyrsta vídeóna þar sem þú sýndir kjörseðilinn frá 1944. Já, einmitt. Valkost, það var engin valkostur. Nei, einmitt. Þetta eru bara hryðjuverkasamtök sem hafa framkvæmt fullkomið valdarán með ofbeldi. Og þá eru við komnir að því, alveg eins og Þórdís bendir á þarna, þú veist, slag og óvinavæðingunni. Þarna var eitthvað sem var sagt í gamalli djúpköðun. Já. Þú veist, maður
maður veit ekkert hvað maður segir sem hreyfir við annari mannesku. Nei, einmitt. En þegar að þú ert búin að segja eitthvað, þetta er bara eins og með meitlari, það er allir í kringum með að nota þetta orð. Já, það er mega hitt, sko. Ég nota það líka, ég nota það. Og það var ekki alveg. Ég verið að setja psyop líka inn, sko, það sem eru psyop í gangi. Það er bara maður sér, eitthvað þetta er sagt, það hreyfir við einhverjum og það áttu það ekki lengur, sko. Það er bara orðið kollektív eign og þú ert bara þáttakandi í einhverju sem að, þess vegna fór ég að tala um þetta með kústinn. Já. Ég hefur rauninni ekkert áhuga á því hvort að ég fái 1 áhorf eða 10.000 áhorf. Ég hef áhuga að sjá hvort það verði til samfélag. Já, svo verðum við líka rosa frægir eftir 200 ár. Flott. Þá verðum við endurfættir í einhverjum samsæringagaurum sem að fara og tæta í okkur í sundur. Það var að setja, við verðum sett á svona íkonamyndir í kaþólsku kirkjunni. Þetta er svona, sko, ég gerði skrína sjálfur mér, sko, því að þú veist nú hver mín trú er. Og ég segi, hvað ef ég endurfæðist á næstu öld og fer þá að tæta í sundur Guy Ellis og alla kenningarnar hans. Já, nákvæmlega. Það er því rosalega fyndið. Einmitt. Fyrir þá sem trú á endurfæðingu. Já, þeir sem að trú á sálarhóksið. Já, við verðum allir að hafa okkur trú, sko. Já. Þú losnar ekki við það er alveg sama hvernig þú ætlar að vinda þér út úr því, hvort þú ætlar að sliðra eins og snákur eða slíta spottana eins og fíl, þú kemst ekki hjá því að trúa. Því trúi ég ekki, nei. Ég þarf að drífa mig á henni að sofna henni í beinni. Já, ég líka. Og ég heyr að hundarnir þínir er þannig að óróast. Já, salkar ít á mig. Já. En þetta var frábært og ég hveti aftur og enn og aftur að gera á íslensku og ensku vídeóin þín. Eins og vindurinn knýr. Já, þetta er eina rásin sem ég býð eftir nýju efni á. Já, takk fyrir það. Og ég hvet fólk til þess að styðja þig og dreifa þér og allt það, allir sápakki. Og það verður bara stutt kveðja kvöld, bara takk fyrir komuna og takk fyrir komuna kæra hlustendur og góða nótt.